Sæl og velkomin að Rauðaborðinu þennan mánudag, 31. mars. Það styttist óðum í páska. Við ætlum ekki að fjalla mikið páska hér við borðið í kvöld. Við byrjum daginn og hefjum leika hér á fjölmiðlaspjalli Björns Þorlákssonar. En þar koma starfsmenn samstöðurinnar saman og spjalla fréttablaðið sem er komið 2 ár síðan að lagðist hreinlega af og fór á hausinn. Við lokum deginum með nemum við menntaskóla í tónlist sem voru að ljúka framhaldsstigi og útskrifast frá skólanum og standa fyrir mikilli tónleikaröð. Þetta eru þau Fannar Árni, Oddný Þórarinsdóttir og Þórdís Árnadóttir sem eru 18-20 ára brottfaranemendur menntaskóla í tónlist og koma þau að ræða við Björn Þorláksson. Palestínska Óskarsverðlauna heimildamyndin No Other Land verður send í Bíó Paradís í þessari viku og við fengum, ég fekk hingað til mín Unni Andreu Einarsdóttur, myndlistakonu, að ræða myndina og þjóðamorðið og svona bara listina og einhvern veginn tengingarnar í þessu öllu saman. Þar á undan það Arnar Atlason, framkvæmdastjóri TOR fiskvinnslu og formaður samtaka fiskframleiðenda sem ræður breytingar á veiðigjöldum og fjölgun strandveiðidaga hér við Gunnar Smára. Þá eru áfram ætlum við að ræða veiðina og strandveiðina og veiðigjöldin, en töluverðri orku hefur verið varið í umræðu hvort veiðigjöld séu skattur eða ekki. Það Gísli Tryggvason lögmaður sem að ræðir skilgreiningar hér við Gunnar Smára. Og það var spennandi að sjá svona hvernig hann skilgreinir þetta. En svona hér eftir stuttar auglýsingar þá förum við í fjölmiðlaspjallið hjá Björni Þorláks. Það eru við Gunnar Smári, Sigurjón Magnús Egilsson og Björn Þorláks sem að ræðum fréttablaðið og svona kannski svolítið nostalgískt afturhvarf til þess sem var og hvort að við þurfum einhvern veginn að fara aftur þangað eða kannski bara halda áfram. Þannig að sitjið þið spennt og spennið eyrun því að nóg efni hér við Rauðaborðið handan við þessar auglýsingar. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Komið sæl og blessuð, velkomin að fjölmiðla umræðu vikulegri sem við stöndum hér á samstöðinni fyrir á mánudögum. Áður en lengra haldið þá ætla ég að lesa fyrir ykkur upp úr bók þar sem vitnað til Henrik Colling, ritstjóra Politiken fyrir mörgum árum. Eftir honum voru höfð fleyg orð sem íslenski blaðamenn höfðu stundum á vörum. Blaðamennskan hundalíf en einasta lífið sem vert að lifa, sagði hann. Og þetta ágætis byrjun, þetta hérna í bók sem að fjallar ritstjóra Morgunblaðsins, Valtý Stefánsson. Kannski verður Morgunblaðið að einhverju leyti til umræðu hjá okkur, en þátturinn í dag verður að nokkru leyti þau tímamóta. Í dag eru 2 ár liðin síðan Fréttablaðið kom síðast út, það fór á hausinn fyrir 2 árum. Ég var þar og hér á meðal gesta minna
er fólk sem að í rauninni bjó til þetta blað og starfaði á þessu blaði. Þannig að við ætlum aðeins að skyggnast aftur, við ætlum að velta fyrir okkur hvað það hefur þýtt fyrir Íslands samfélag að við höfum ekki haft fréttablaði, við höfum ekki haft svona, getum maður sagt, sæmilega frjálst og óháð dagblað, fréttablað sem hefur komið út daglega, við sitjum uppi bara með Moggan. Og við ætlum einnig að velta upp þeirri spurningu hvort fjölmiðlun á Íslandi bara svona heilt yfir að verða pólitískari og kannski bara að einhverju leyti farin meira út þúfur heldur en hérna nokkuð skeið. En gestirnir eru allir starfsmenn samstöðarinnar í dag og það Sigurjón Magnús Egilsson, María Lilja og Gunnar Smári Egilsson, verið öll velkomin. Takk. Mér langar að byrja kannski á þér, Gunnar Smári, má ekki segja að þú sért einhverju leyti arkitekt eða faðir fréttablaðsins? Nei, ég sé það ekki. Nei. Ég vann svona við að ég var bara, þegar þú varst að tala, þá var ég svona að reyna að hugsa aftur og einhverju leyti vegna þá var ég svona komin í það hlutverk þarna, einhverju leyti komin svolítið svona hálfur út úr blaðamennsku. Ég hannaði útlitið og fengið til þess. Jónas Kristjánsson hafi stungið á því. Já. Og svo leiddi það til þess að ég eiginlega sá að hanna svona business modelið. Já. Og svo var ég ráðin sem, ég man ekki hvað það titill var, fulltrú útgefandi. Og það ég réð alla sem að koma hana. Og ég hef stundu sagt frá því að ég mátti ráða 22 en gat bara ráðið 21. Því að það voru ekki fleiri sem hafðu trú á þessu konsepti. Þetta gæti ekki engið. Þannig að ég átti alltaf eitt stöðugildi inni sem að bara voru ekki fleiri. Og ég reyndi allt bæði auglýsingasölu fólk og blaðamenn og allt til þess að manna þetta. Já. Ég manna En ég ætla aðeins að skjóta inn að tala með þessi hópur, þessi 21. Ég manna þegar fréttablaðið fór í þrot hjá fyrri eigundum og svo enduristu við það. Að það var bara einn sem að fjalla af vagninum. Ég held að þessi 20 sem að byrjuðu þarna hafi öll upplifað þann stórkostlega sigur sem að fréttablaðið varð. Kannski 2003, 2004 þegar við fórum fram úr Mogganum í lestri og svo fórum við bara fram úr Mogganum bara í afli. Þetta var ótrúlegur afrek sem þessi hópu gerði og að því ég var að draga að ég væri svona hálfur út úr ritstjórninni og svona, það var náttúrulega Sigurjón og svo var Pétur Gunnarsson heitinn, þau voru fréttastjórar. Pétur Gunnarsson kom af Mogganum. Já. Og það var hluti af þessu að reyna að búa til svona eins og nýja hljómsveit að það væri frá Mogganum. Við voru kannski svona meira úr svona jaðar, þú veist, ég hafði mest verið á Helgapóstunum og kannski Devaf og svo Pressunni og svoleiðis. En þetta var náttúrulega allt annað fyrirbrigði að gefa út blað sem að fer inn á öll heimili. Þannig að við vildum svona hafa að draga fólk úr með ólíka bakgrunn, þá komur fleiri frá Mogganum, Já. Ég var ekki í Sigri Björg, kom hún ekki frá Mogganum? Ég held að. Já. Svo var það líka eitt sem var svo flott í þessu uppæðinu. Þá voru bara 3 lengdir að efni. Það voru 5 cm, 10 eða 20. Það mátti enginn skrifa meir en 20 cm. Alveg sko málið var merkilegt. Og þetta var bara þetta svo flott hann í byrjun að það var það. Þetta var svolítið stílað niður fyrir fram og það fannst mér bara alltaf gott á þessum tíma. Og það var hugsun á baku þetta að því að fréttablaðið var náttúrulega svona bara greining á fjölmiðlamarkaðnum. Leikur inn í tiltekinn tíma. Og þá var hugmyndið svo að, ég man ekki hvað við byrjum með margar síður, 24 eða 32 og það bara það sem þú hefur. Og markmið okkar var þá að uppfylla kannski svona 85% af þörfum sínum í blaðalestri. Að þú væri til í að gefa okkur kannski 12 mínútur í að fletti gegn. Og það sem væri styrkleiki blaðana umfram útvarp og sjónvarp og allt hitt væri þetta auðvelda yfirlit sem hún færð yfir fréttir dagsins, hvað að gerast í dag og allir kunna fletta, ég meina því þekkið það bara 5 ára barn getur flett dagblaði og ég meina því byrjuðu líklega að lesa Moggan aftan frá og þannig að dagblaði að sumleiti
snildar uppfinning sko. Þannig að og þar að leiðandi þá var þetta sett upp bara, það mætti bara vera 5, 10 og 20 sem að væri vegna þess að við ætlum ekki að vera með opnu úttektir á þessu og þetta kostaði svolítið svona orku að selja þetta inn í hópin því að þegar fólk fór segjum á barinn eða á kaffihúsa eftir eða til fjölskyldunar það var alltaf verið að hæla einhver svona rísa úttektum í mogganum og svona en það var ekki að hæla þessu þess vegna þurftum við að svona eyða mikilli orku í því að segja þetta er það sem að mun hérna, við erum að sinna sko frumskyldu blaðana þegar eitthvað tekur upp blaðið þá er hann að biðja fyrst og fremst þetta. Hvenær segir að Fréttablaðið komi fyrst út? 2001, 23. apríl. Já. Við gleymum einu nafni. Kona þín var Arndís Bergsdóttir? Já. Hún var í fyrsta áhöfninni. Hún var blaðamaður á Fréttablaðinu. Já. Hún var í fyrstu áhöfninni ef ég mann það rétt. Já, þetta er alveg bara, annar hver Íslendingur hefur verið þarna á ritstjórn. Nei, ekki það voru bara 21. En þetta var svakaleg saga sem var skrifuð og ég var svo þarna fyrir 2 árum, upplifði sársaukann og bara gjörbreyttan veruleika með því að við vorum bara komnir vel af stað með Helgablaðið, það var búið að brjóta helling af efni og svo bara starfsmannafundur klukkan, ég man ekki hvort það var 10 eða 11 á föstudegi og svo bara á 2 mínútum þá bara liðast allt í sundur og þjóðinni verður ljóst að það er ekkert Fréttablað lengur, þessari sögu er lokið sem átti eftir að hafa náttúrulega alveg geigvænlega vond áhrif á íslenska fjölmiðlun eins og við höfum orðið vitnað. En við kannski tölum við það aðeins betur á eftir. Nei, má ég aðeins segja eitt? Já. Það er þannig að því að sko Fréttablaðið var fríblað. En ég ítrekaði það aftur og aftur og aftur þegar ég var að tala við fólkið. Fréttablaðið er sko, við megum aldrei líta á sem fríblað. Það er ekki þannig fyrir það sem er að vinna við þetta. Við urðum alltaf að selja fólkinu það að það beygði sér eftir blaðinu eða tegði sér eftir því að við mættum aldrei sofna á þessum verði við mættum aldrei því að þetta er fríblað það mátti aldrei því að það er ekki billegt Nei, það er sko, þú mátt aldrei hugsa já, þetta er kortið sko, það má aldrei og ég held að Fréttablaðið sé besta fríblað sem hefur gefið út í heiminum by far. Ætli það ekki bara? Það er bara 2004, 2005 bara ritstjórnin sem var þarna bara ég efast að það hefði nokt tíma verið til betri ritstjórn í Íslandi sko. Hvenær varst þú þarna, María Lilja? Ég var hérna 2013 2012-13, já ég sem sagt kom í miklum kvelli með Mikael Torfasyni af Fréttatímanum þetta var mikið fjölmiðlufár hann var settur hérna yfir sem ritstjóri yfir 365 miðlum rekstrinum var öllum breytt og þetta var það svona einni sameinaðir í fréttastofu, Stöð 2, Bylgjan og Fréttablaðið. En það var rosa gaman. Já. Varstu í fítjur eða varstu í fréttunum? Ég var í fréttunum, já. Og svona svo einhvern veginn svona flakkaði maður á milli, sko. Gat maður verið stundum inn á Bylgju og stundum á Vísi og stundum á Stöð 2. En Fréttablaðið var svona, já. Ég mitt mann fyrst eftir þér í fréttum Stöð 2. Þá varstu með einhver læti? Var ég með einhver læti þar? Örglega? Hvað er það að segja? Ráðið til þess. Já, einmitt, ég held að það hafi verið svolítið málið. Þegar við byrjuðum, af því að það byrjaði eiginlega úr engu, sko. Það var til svona hálf prentvél hjá Ísafold sem að blaðið var prentað. Svo var fyrst keypt stunguvél, ég veit ekki hvað þið vitið það, þá var blaðið prentað í 2 lagi og svo var það stungið saman og svo bara hægt og bítandi þá keyptu við viðbætur á þessa vél eftir því sem þetta, og svona var þetta alls. Við höfum ekki prófarkalesa það fyrst sem var þess valdandi að það fóru oft villur. Og þá var verið að tala svona blaði niður svona, það væri ómerkilegt sko. Íslensku fasistarnir það var að því miður það var ekki til peningur fyrir. Þú segir þetta sko, einu fyrir jólinn þá var svo mikið stórt blað, svo mikið auglýsingum og við kepptust náttúrulega að skrifa efni í þetta og allt það, en þá kom út IKEA-blað, það var í 2 lagi frekar en 3, ég man ekki, og þá voru lesendabennir að stinga sjálfur saman sko. En má ég segja það var leiðavísur í blaðinu. En má ég nefna eitt vegna sem við erum að ræða hérna prentun
Ég upplifði þá tíð árið 1996 þegar Dagur og Tíminn gengu í eina sæng og við fluttum okkur nokkrir blaðamenn hérna úr Reykjavík norður til Akureyrar þar sem höfuðstöðvar hins nýja dagblaðs, sameinaða dagblaðs, Dagstímans voru. Ég man eftir því að við vorum stundum að prenta, af því það var prentvél bæði fyrir norðan og sunnan. Til prentvél á Akureyri og við vorum stundum að prenta aðra forsíðu fyrir norrlendinga með akureyrsku vinkli eða norrlensku vinkli heldur en hér. Hugsið ykkur hérna metnaðin, hugsið ykkur resursana og hvað íslensk fjölmiðlun á þessum árum í rauninni og með tilkomu Fréttablaðsins, hvað þetta er mikið flug. Já, ég stoppaði einu sinni prentun. Ég man ekki hverju fréttin var, en þá þess að ég stoppaði prentun, var búið að prenta eitthvað, 30-40% af blaðinu. Ég stoppaði prentun og við byggum til nýja forsíðu og þá segja, hvað ætlar að gera þetta er búið að prenta, sendu það norður sendu það var tilbúið til að þetta er að keyra með það og 20-30% eru kannski 15-20.000 eintök þú hendir því ekki. Nei. En þetta með, því að það var í morgun var Daði Már fjármálaráðherra með fundum fjármálaáætlun og hann tilkynnti það að hún var ekki gefin út á pappír núna. Þannig að þessi tími er náttúrulega farinn en blöðin voru náttúrulega ótrúlega svona sterkt fyrirbrigði bæði og virkaði vel en ég held að það sé bara liðin tíð. Ég veit ekki, Lesið þið í blöðun? Ég les blöðun, já, ef ég kemst í þau, já. En ég held að sé svo les með okkur alla blaðmenn, bara að einhvern veginn það sé svona nostalgist en líka, já, ég veit ekki, þetta er auðvitað mjög þægilegur miðill, sko. En ég bjó í Englandi og þar eru góðar almenningssamgöngur og þar er dagblaðið ennþá lifið góðu lífi vegna þess að fólk grípur það með sér og leiðin í lestina. En er ekki fólk með bara símann og horfa? Nei, það er einhver minkun á því kannski væntanlega en þetta er samt sem áður og er miðillin ennþá mikilvægur sko. Við erum kannski bara of einkabílavædd þjóð til þess að standi því. Þannig að við þurfum einhvern veginn að svona endurný okkur. En ég sakna Fréttablaðsins. Ég varð ástfangin af blaðamennskunni þegar ég byrjaði. Það var bara stórkostlegt að ég mætti sko. Að ég mætti bara að vera sem blaðamaður og þá geti ég bara hringt í hvert sem er og með þess að við verið gefnir lyklarnir af samfélaginu. Það er gott þú nefnir þetta. Og ég var alltaf mjög hrifinn af blöðum og ég tók alltaf mikið þátt í sko, umbroti og hönnun á blöðunum og til dæmis á pressunni og tímabili þá voru við eitthvað starf í einhverju blankeitum og hættur umborðsmaður og brautið það líka og eitthvað svona og ég var ráðinn inn á Fréttablaðið til þess að brjóta þannig að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á blöðum og alls konar pælingar að hæja og flettingunni og hvernig skipulag á blöðum eigi að vera vissi ekkert sko fallegra hljóð heldur en að prentvél að fara í gang og lyktina af prentsvertinni hún er stórkostleg og bara finna hvernig húsið hristist aðeins og minnst það allt stórkostlegt svo fór ég bjó í 1 ár út í París og vandist af því að lesa blöðina því ég gæti að stauta mig út úr franskunni svona virti sirka, já, þetta fjallar alsýr eitthvað svona rétt aðeins en svona íslensk blöð og svona las ég bara á netinu. Þegar ég kom heim að þá hef ég valla að opna blað. Þú veist, maður er ekki lengur að losna við venja sig af þessu heldur en þetta bara. Ég kaupi mokka rafrænt. Ég nenni ekki að bera blað heim til mín til að fara út með það aftur þegar ég les bara á netinu. En mér var svo gott að þú skildi nefna sko galdurinn og auðlegðina sem felst í því að vera blaðamaður, að fá lykil að öðrum. Og mér finnst við alltaf vera að tala niður þetta jobb. Það er verið að tala að þetta sé ekki best borgaða jobb í heimi. Who the fuck cares? Það er hellingur af þýðingamiklum störfum sem er rosalega gaman að vinna sem er ekki hálunarjobb. Og mér finnst blaðamennskan sem starf, það er alltaf verið að tala hana niður. Ég hef verið upplýsingafulltrúi sjálfur. Ég get ekki verið upplýsingafulltrúi. Ég get ekki gert neitt annað en að vera blaðamaður vegna þess að þrátt fyrir tilvinnuna sem var fyndin hérna í upphafi þáttarins þá er þetta náttúrulega skemmtilegasta starf í heimi. En það var það allavega, en þetta jobb... Ég finnst að ég er svona sumuleita stund af blaðamennsku eða þú fjölmiðla minnst þetta ennþá skemmtilegt sko. Það finnst mér líka. Já, eins og frelsi sem er hér. Ég hef aldrei kunnað að gera eitthvað sem er minnst leðilegt sko. Nei, en sko eigum þá aðeins að fara... Þess vask ekki upp nema vegna sem minnst gaman að vaska upp.
Einmitt. En ef við aðeins að fara í það hvað breyttist í íslensku samfélagi fyrir 2 árum upp á dag þegar Fréttablaðið fellur. Hvað hérna, ef við byrjum á þér, Sigurjón Magnús? Ég veit það ekki. Það er breyting. Það er gat. Já. Það er gat, já. Það er náttúrulega, dagblöðunar fækkaði bara helming. Það er ekkert annað það. Og voru 2 fyrir, voru 2 þá og 1 á eftir. En hérna... Svo erum við bændablaðið sem kemur út einu sinni í viku og viðskiptablaðið sem kemur út einu sinni í viku. Hálsmánalega bændablaðið? Jú, fyrir ekki það. Bændablaðið, hálsmánalega og viðskiptablaðið einu sinni í viku. Það er best að nefna þessi blöð. Já. Bændablaðið er flott. Ég fletti því alltaf ég kemst í það. Viðskiptablaðið síður. Nei, ég veit ekki. Mér fannst, ég kom hérna einu sinni í viku á Fréttablaðið því ég var með þátt sem var tekin upp hérna á Hringbraut. Já, alveg rétt. Og stundum oftar. Og mér fannst þetta bara, það sátu allir þegjandi. Blaðamenn voru ekkert að tala saman og sat bara hver og skrifaði eitthvað, og það heyrðist aldrei mannsins mál. Áður? Nei, þarna, undir lokin, þegar ég var að koma þarna. Mér fannst það ritstjórnin verið svo dauf, það var ekkert samtal milli blaðamann sem segði viðunni sem hann á djefa fyrir gamla daga að ef ég var að skrifa ykkur að frétt sem var eitthvað flókin þurfti ná í fleiri þá kom aður og buðust til þess og svona, svo keppniskap en þarna fannst mér bara einhvern veginn, kannski var þetta bara tíðarandinn en mér fannst vanta þetta. Það var endar erfitt hjá okkur þessa síðustu mánuði af því það lá í loftinu og það gekk mjög illa. Okkur var að fækka, við vorum alltaf að segja upp starfsfólki hver mánaðamót, þannig að þú kannski gengið svolítið inn í svona drungan sem að fylgdi þarna síðasta skeiðinu. Já, það er alveg klart mál. En mér fannst að ég man að þegar þetta gerðist að þá, hvort ég skrifaði eitthvað á svona Facebook, var svona hissa yfir að ég væri ekki eitthvað svona viðbröð, ég var ekki varðið neitt og að það einhver leiti fannst mér að því að þetta var langur aðdragandi að þessu og þú veist, það var hann að tilraunin við að dreifa því ekki í hús og þú veist, hún var búin eða ekki sem ég held að verið alveg það var ótrúlega nagli í líkistuna það er furðulegur misreikningur götu blaða pæling það var bara frá og með áramótunum síðasta árið sem að blaðið kom út þessi breyting verður í fyrsta tölublaði sem kemur út í janúar fyrir rúmum 2 árum það átt að dreifa sér sjálft í búðunum. En að því að segja þetta, því að svona maður, skýrti að ég finnist ekki neitt harmur. Það er út af þessu. En svo þegar tími líður, þá sér maður náttúrulega afleiðingarnar af því að hafa bara 1 dagblað á Íslandi eru náttúrulega. Þannig að á í augnablikinu þá sér maður það ekki. Nei. Nú er ómögulegt að opna eða starta öðru dagblaði. Það er Morgun keypti prentvélina sem að Fréttablaðið var prentað á, búta hana niður og bara í hringrás með hana. Þannig að það er alveg vonlaust að keppa. Einmitt. Ég man að ég var eins og kallað fyrir samkynnseftirlitinu þegar það var hugmynd að sameina prentsmiðju Moggans og Ísafjölda prentsmiðju eða eitthvað svoleiðis. Og ég mælti bara, sagði að þetta væri bara grundvallaratriði að hafa 2 prentsmiðjur. Af því að blöðin sem ég hafði unnið á voru öll á hinni prentsmiðjunni nema náttúrulega þannig tímabili þegar ég var á DF af því að það var prentað hjá Mogganum. En hitt var allt algjört lykilatriði að hafa aðgengi að annarri prentsmiðju. Ég man ég veit ekki hvað að þið munið það. Þetta endaði þessi önnur prentsmiðja var eins og hjá Odda. Og þeir keyptu sérstaka prentvél sem var til þess að prenta símaskrána. Þannig allt í einu stækkuðu síðurnar einhverja 5 cm og þannig að heilsíðu auglýsingar pössuðu ekki í síðuna. Það var einhverju tímabili. Það er alltaf lykilatriði að hafa aðgengi í annarri prentsmiðju. Þeir voru þá að velta fyrir sér pressunni. Ég var boðar á fund á þessum tíma að þá vildi þeir opna nýja endurstarta pressunni að þeir hefðu einhvern veginn eignast útgáfu. Ég held að hún hafi endað þar pressan eða helgapósturinn, ég man ekki hvað þetta hétt pressan. Eftir að Páll Viljánsson hafði meðal hans verið ritstjóri sem er kannski tími sem allir hafa gleymt. Kennarinn í Fjölbraut í Garðabæ. En ekki dúkkan í stundin okkar En vinnan á þessu blaði eins og öðrum blöðum hún er náttúrulega öðruvísi heldur en þetta yfirborðskennda
þessi yfirborðskendi mokstur veffréttamiðla samtímans að bara búm, búm, búm þú veist, spotta eitthvað copy-paste, setja það í einhver orð fyrir svo búm áfram blöðin eru náttúrulega á ykkar árum gullaldar tíma, þau eru að grafa, þau eru sami blaðamaðurinn fær nokkra daga stundum í mál Já, til að fylgja eftir máli og það fylgir alveg, og sko það er gríðarleg vinna sem er lögð oft í forsíðufréttir og svona helstu fréttir sem, sko. Ég var á sínu tíma sko, maður gætt sagt sko, ég vil helst ekki gera neitt annað en það svona, á hans að nefna það sem maður alltaf var að gera, þá var maður að vinna í ykkur frétt sem krafðist mikil sko af manni og það var aldrei, nei þú hægt á því það var bara aldrei sko ekki nefn eitthvað bara, þú veist, kæmi eitthvað gós eða eitthvað sko Ég man eftir svona framleiðslupressu því að hún var komin þegar ég var að því að vísir þetta var komið sko þannig að framhaldsumfjöllunin hún fór yfirleitt fram í blaðinu þannig að við vorum oft að sko eldast við vísisfréttir út daginn og svona, þú veist, tókum svona framhaldið á þær svo þessi daginn eftir. Allavega á löngum köflum þá gefst tími og rými fyrir gríðarlega umfangsmikla greiningar vinnu sem að samfélagið hefur svolítið orðið af. Það var alltaf, sko, það var aldrei til nóg af tíma, sko. Nei. Og ég man alveg eftir því að þegar maður var ritstjóri og svona, þegar fólk komið svona hugmyndur að ef ég fengi viku þá myndi ég gera eitthvað betur. Ég var svona frekar svona, já, reynsla segir það nú ekki, sko. Ég fekk einu sinni viku til þess að vinna frétt. Það er ekki fyrir en eitthvað komið svona virkilega í gang og þú sérð að þetta er svona work in progress. Þá getur gefið tíma. En svona, við varum frasi sem maður nota stundum að blaðamennska er að gera eins vel og maður getur og það er tíma sem maður hefur. Og tíminn er alltaf, sko, deadlineið er alltaf hangandi eins og öx yfir haustum á okkur. Já, kallar á gríðarlega naga en þetta er líka verður svo mikið samvinnuprójekt maður er kannski, maður fær einn dag í rosa stórt mál og maður er með kollegana maður getur flett upp í þeim og þú veist, það eru margir sem að koma að þessu og svo bara búm, er hún þarna daginn eftir og breytir heiminum það er náttúrulega ekki til stórkostlegri tilfinning Ég átti við hérna að sko, maður þyrfti kannski ég átti mjög gott með að ná til mín heimildamönnum hér og þar og stundum fann ég það að ég þyrfti ég vil að kíkja heimsókn að svona eitthvað tregur í síntalinu og eitthvað svona þá þurfti maður bara, erum maður ekki koma bara að drekka kaffi með þér svona til að styrkja sko tengslin á milli heimildamanna og blaðamannsins og blaðamaður sem hefur ekki heimildamenn hann er bara ekki mikils virði Svo það, ég heyrði eitt daginn af því að þú varst í löggufréttunum ekki? Fyrst, jú. Já, og þá er það náttúrulega mikið atrið að ná trausti varðstjóra. Þetta er eitt sem ég bara erfiðast með. Þú held áfram. Það var sagt að Hallur Hallsson hefði náð góðum tengslum með því að færa þeim marmaraköku. Ég veit ekki hvað þessi svo. Ég sagði að við Helga Dan einu sinni, það var ekki nú og nú segir mér ekki neitt maður en Halli alltaf, hann kemur alltaf með bakkelsi til hún, kemur hann með hvað? Helgi var svo skemmtur. Var Hallur Hallsson með marmaraköku? Ja, það var alltaf sagt sko, en núna skils mér á fólki sem er að vinna að vísi að þau fá ekki að tala við varðstjórann. Þau er bara að lesa eitthvað Facebook síðu, eitthvað dagbók lögreglu. Dagbók lögreglu er send út af lögreglu einu sinni á dag. Það kemur tölvupóstur inn á ritstjórna meilið og svo er þetta uppfært allavega uppfært á lögreglan.is líka og þetta er oft, ég meina þegar við vorum að mæta klukkan 7 og vorum að koma morgunvaktin helgar þá vorum við með sko með tíuna á bylgjunni, svo vorum við með sko blaðið og kvöldfréttatíman, við vorum svona 3 og mættu klukkan 7 og við vorum að fara kannski klukkan 8 bara búin að öllu en þá var það þetta, maður tók þessu fegins hendi, sko, þessum lögreglufréttum en svo var ofta ekkert endilega, þú veist, færðu þeir aðeins í stílinn og svona og það var eitthvað tíma, var ég að vinna á ritstjórn þegar það kemur í hausin á okkur, sko, að það er lögreglan ákveður að segja eitthvað svona gamansögu af einhverjum manni sem lendir hann í einhverjum vandræðilegu að því að hann festi við pungin í eitthvað svona, þetta var eitthvað svona, þú veist, þetta var eitthvað að vera fyndin, sko, og fyrir vikið þá var maður alltaf inn farin að flytja einhverja falsfréttir fyrir hönd lögreglunar og það var þarna sem að ég kannski allavega svona áttaði mig á því hvað þetta var undarlegt samband, sko. Það með þetta að vera dæmi svona ákveðna eyðileggingu. Við verðum að hafa samtal í samfélaginu og það er samkomulag, held ég, að fjölmiðlafólk
viðhaldið því. Og þar alveg skiptir máli fyrir lögregluna að hafa gott samband við blöðin og öfugt, því að það eru blöðin sem þá sögumenninir til þess að segja það. En þetta bara farið. Núna bara hver stofnun fyrir sig sendi bara einhverja sínar upplýsingar og einhvern veginn eiginlega vonlaust að búa til eitthvað svona samhengi eða því það ekki þannig. Það þannig að löggan sé best í að segja sjálf fréttir af þeim málum sem hún nei, það ekki. Og ég held að það hafi hjálpað okkur rosalega mikið þarna í fortíðinni. Þetta voru stórar og fjölmennar og öflugar ritstjórnir og það þýddi ekkert fyrir þess að gæja að ætla að reyna að þagga okkur niður Það annað að núna svo mikið svona einsmanns og tveggja manna fjölmiðla og þú veist bara slagkrafturinn svo lítill. Það helst Ríkisútvarpið, Sýn og Mogginn sem eftir svona með mikinn slagkraft. Ég held að við séum líka bara svo duglega, við erum svo duglega að grafa undan hvort öðru og fjölmiðlum. Fjölmiðlufólk náttúrulega mjög gagnrýnið á samfélagið sitt og það bara þannig að fjölmiðlufólk gagnrýnir fjölmiðlufólk en eins og þú segir þá það kannski ekki endilega best til þess fallið að ekki frekar en lögreglan að gagnrýna störf lögreglu en annars gerir það engin annar svo sem en ég held að að því að það var ákveðin, það var mikil virðing í því fólkin að geta sagst vera blaðamaður. Það ekki neikur það? Ég veit það ekki. Mér finnst einhvern veginn blaðamenn ekkert vera neitt voðalega stoltir af því að vera blaðamenn. Það má ekki skilja þetta þannig að maður segja að við höfum verið mikið hæfari til að vinna sér störfældur þeir sem eru núna. Það ekki þannig. Það var allt annar andi. Já, ég held líka einmitt að öflin sem vinni á móti eru orðin svo óbúslega sterk. Og einhvern veginn fjölmiðlarnir að því að þeir eru einhvern veginn að breytast og þegar fólk fær Facebook og orðið sinn eigin fjölmiðill og þá maður einhvern veginn komin í fréttakeppni við við alla þjóðina í rauninni. Það var einhver þingmaður sem sagði daginn nú eru allir blaðamenn og hann hélt að hann væri að fara með rétt mál. Þannig að það búið að eyða mörkunum á sérhæfingunni sem felst í því að vera góður blaðamaður og bara segja að það getur hver sem gert þetta. Það allir blaðamenn. Það hefur samt að því að umhverfið hefur breyst mikið eins og við erum að tala með Vísi og Fréttablaðið. Þannig að það er rosalega munur að vera bara með linnulaust deadline eins og á netinu eða þú veist að þú getur gert þetta einu svona dag. Það er rosalega slítandi líka. Það svona ákveðin bara núna þetta ábyggilega yfirvegun sem að lengi getur leyft sér að það að gefa út blað einu sinni á dag. En það líka þetta með að til dæmis bara síminn hefur verið ótrúlega valdeflandi fyrir almenning eins og til dæmis svartir í Bandaríkjunum sem að taka upp lögregluofbeldið. Þetta náttúrulega bara allt annar raunveruleiki og ég reyndi nokkur sinnum að hvetja eldra fólk til að taka mynda matnum sem þið hefði gefið. Eða krakka, sem eru ekki tekist. Ég ætla að bíða því að... Heyrðu, ég á nú reyndar svolítið seríu fyrir þig. Ég bara að vinna á grund. Það sem að kemur fram. Ég tók velta mynd. Og þetta er rosalega jákvætt að svona almenningur eiginlega bara komin inn í frétta umhverfið og þetta þurfa blöðin eða blaðamenn að aðlagast að því. Og líka öllu þessar yfirlýsingar, það allir með eiginlega svona Facebook síður, það er mjög gaman að fylgjast með Facebook núna sem ekkert í fréttum, svona eftirhréttur af rektorskjörinu, það sem hefur verið að halda því fram að þar hafi verið svona kerfisbundin notað svona undirróðu til þess að grafa undan tilteknum frambjóðanda sem ekki náðu kjöri. Þetta fylgist maður bara með á Facebook og ég sé ekki alveg að neitt fjölmiðil nái að svona utanum þetta. Ég var fyrir aðeins búin að grípa þetta upp, held ég. En þá það bara með að segja þessu, hann segir, hún segir, hann segir, hún segir. Já, þetta hann segir, hún segir er eitthvað sem að mér hugnast ekki alveg í fjölmiðlum. Það getur stundum oft bara alveg fullan rétt á sig. Já, þetta svona, þegar þú veist, mér hefur verið stilt mjög oft og ítrykkað upp í einmitt svona fréttum, það sem Marja Lilja segir versus þessi segir og svo er ég alltaf Já, Marja Lilja hjólar í eitthvað og svo allt í einu ég komin eitthvað hávaða rifrildi á þess að vera nokkuð að rífast, og þetta er svolítið vand með farið, Ertu ekki að tala munn á lýsandi og greinandi fréttamennsku? Akkurat. Lýsandi fréttamennska er bara hann segir, hún segir. Ríkisútvarpið því miður, almanna útvarpið okkar hefur algjörlega brugðist á vaktinni. Já, þau eru bara meir og minna í þessu. Hann segir, hún segir. Sá fjölmiðl sem ætti að vera með mestu burðargetuna til þess að vera með greinandi blaðamennsku, fréttamennsku hverjum einasta degi. Það er afleitt, gjörsamlega.
Sko, nú kemur nýr fjármálaráðherra og hann hérna, ég er ekkert að segja þetta sér raunverulegt, heldur bara nýr fjármálaráðherra, hann hérna segir bara í þinginu eitthvað forvera sín í embætti og svo blaðamaðurinn tekur þetta og hringir svo í hérna fyrrvendi og þá kemur það sko eða eins og bara Sigur Ingi var að tala hérna hvað hann væri búin að vera duglegur að hérna með í vegakerfinu eitthvað og svo kemur ný samgöngur og segir þetta bara vitleysa, þetta allt í klessu hérna. Þá er þetta skilið eftir sem tvær fullningar, gagnsæðar fullningar. Hlutverk blaðanna að fara og kanna það. Hvað gerði hérna Sigurður Ingi? Og ég hef alltaf verið hrifnastur af því að blaðamenn fari bara og skoði eitthvað mál og setja það inn í sig og segi frá því sem vitni eða þú veist. Ég hef alltaf hrifnastur af því. Þú er kannski með 2 viðmælendur. En akkur ekki hlutverk RÚV að athuga hvað gerði Sigurður Ingi í vegakerfinu? Ég var nú reyndar ekki að hugsa svona öfluga fréttastofu eins og þeir eiga að vera sko. Ég var nú ekki að því sko. Heldur, það getur komið upp ágreiningur milli tveggja. Það er ekki alltaf vont að vera með 2 viðmælendur sem stangast á. Það sjálfsög ekki. Nei. En á endanum er það hlutverk fjölmiðlanna að svara því að stundu segja þetta sé svona samingið því að þegar þú horfir á kvöldfréttirnar á RÚV og svo Stöð 2 þá farið endalaust af fréttir. Þetta er að gerast í Gaza og þessi fundur þarna í Frakklandi og Trump er að gera þetta. Og þú verður bara fyrir svona áreiti af einhverju fréttum. Það er enginn að segja þér hvað til samhengi þessara viðbrigða. Nei. Ég hef alltaf talið, þetta er hluti af því sem sko fjölmiðlarnir vinna við að gera. Og ef það er ágreiningur vegakerfið, þá finnst mér að RÚV eigi bara druslast í það, mæla kílómetrana sem voru lagðir og af hverju er slitlagið að tæmast, er það út af auknum vöruflutningum eða er þetta lélegra efni sem er notað núna, er þetta afleiðing af útvistun í vegakerfinu. Þetta er hlutur okkar að segja frá. Ekki að bíða eftir í eitthvað ringi í okkur til að segja þetta. Þetta kallar á hugrekki, sjálfstæða dómgreind og stundum rísa einhverju blaðamenn upp og þeir skrifa bækur og þá er það stimplaði reiðir. Of reiðir til þess að vera marktækir. Já, ég er nú alltaf mjög reið. Þú fyrst það í Kiljunni? Ég fyrst það í Kiljunni. Velkomin í hópin fyrir minn. Þetta er já, bara reiðafólki. Já, erum við reiðafólki? Erum við öll bara of reið til að vera marktækir? Þetta er stundu verið notað sko. Já, þetta er mjög oft notað til þess að smætta það sem konur hafa fram að færa. Það er alltaf svo reiður og tilfinningarsamar. Mér var einmitt hugsað til þess að konur voru stemplaðar hysterískar og þegar bara hent út á borðinu þá höfðu til tilfinningasemi þeirra þegar höfðu eitthvað að segja. Mér leið bara eins og konur sem bara stempluð bara með hysteríu. Þegar ég var vitni að þessari umræðu, nei alveg tala. Af hverju var ekki efnislega umræða það sem var verið að skrifa? Það er að því að það fer svo lítið fyrir efninu, það er eins og þú varst að segja, það er ekki efnislega umræða neitt, nema kannski við samstöðar. Þetta er svolítið notað, ábyggilega verið sagt við mig, þú veist, hvort að ég líti aldrei glaðan daga þegar maður verið að gagnrýna eitthvað svona, þú veist, sem er bara, kannski Hannes Holmstedt segir þetta, hægri með þeir alltaf í svo góðu skapi eru bara, hvað er að grilla á daginn og græða á kvöldin, en vinstri mennir eru alltaf svo púlir eitthvað, þetta sé svona, ég þekki bæði hægra fólk og vinstri fólk og ég veit ekki, þú veist, það er ekki þannig að félagskapur hægra fólk sé einhvern veginn áberandi skemmtilegra Nei, en það sá ég sérstaklega ástæðu eftir þessa einhvern Egils Helgasonar sem er kollegi okkar af því það hér var að tala ósamstöður blaðamanna og hvernig hvernig við höfum stundum verið sjálf okkur verst í einhverju bara furðulegum kýtingi að ég svaraði bara daginn eftir á Facebook með því að ég væri bara mjög glaðsinna ungur maður kannast ekki við alla þessa reiði. Þetta talandi ósamstöðu blaðamanna af því að einhver leyti þá byrja ég er mest fyrirhluta á svona jaðarmiðlum eins og Helgapóstunum og svo pressunni og pressan fékk náttúrulega rosalegar móttökur, ekki síst hjá blaðamönnum og við höfum nú oft talað það, að vísa í það að það var síðanemdi bara afgreiddi og þá var mokkin bara átt í blaðamannafélagi og stefnuvottar komu og þannig að við fengum bara það var alvarleg tilraun til þöggunar sko, ef fólk er að tala þöggun í dag þegar rifja upp þennan tíma. En það er alltaf verið hluti blaðamanna sem að finnst svona
vilja helst vera svona í partíinu svolítið og vera hluti af valdinu. Framlegging á valdinu. Sem að fjölmiðlar eru náttúrulega. Fjölmiðlar eru hluti af valdinu og ég vitna oft þegar við höfum talað þetta í myndina Spotlight sem ég hvet fólk til að horfa á, sem að fjallar virðist vera á yfirborðinu að fjalla stórkostlegt afrek rannsóknarblaðamennsku í Boston Globe. En raunverulega fjalla myndin þöggun Boston Globe í 20 ára á þessu máli og hvernig þeir fórnarlömb prestanna reyndu að fá áheyrn aftur og aftur og aftur, en það kemur svo vel í ljós að yfirstjórnin í blaðinu og raunverulega meiri hluti blaðamannana tekur þátt í því að verja valdið gagnvart þeim sem eru gagnrýnandi. Og þannig, það ekki hægt að skilja sögu Morgunblaðsins nema horfa á fjölmiðla þannig. Þetta fyrst og fremst það sem hefur verið að þegja yfir, það sem hefur verið að reyna að kontróla og hluta blaðamennum alltaf vilja vera þarna og við urðum varfið að við vorum að skemma partíið. Mér fannst eiginlega þegar að Fréttablaðið keypti þrótt á DFF og gaf út svona götublað og Mikki og Jónas voru ritstjórar og skrifuðu meðal annars kynferðisafbrotamann á Vestfjörðum og Einhentur kennari. Þá var fólki sem var á Fréttablaðinu. Sumir áttu bara ótrúlega erfitt með að þetta væri bara sömu lóð, ritstjórn DFF. Það var einhver sem sagði mér daginn að, ég held að það var ekki Helgi Seljan sem þurfti að koma með skilaboð eitthvað að dóttir mín var að ná í mig eða eitthvað svoleiðis og hann þorði alltaf að fara í gegnum frétta af því það voru hluti, alls ekki allir og ég menna einn orða þetta svona þegar það er svona þá slettist á okkur hinn sem að byrju hvað það? Nei, Smári, þetta var líka við vorum í sama húsi opið á milli og einhverjir að gefa fliðinu hefðu heyrt hvað við vorum að gera og fóru tóku af okkur málið eða þá veru og það var rosa svona mikil reiði að geta ekki talað frjálst í vinnunni. Já, en ég að vísa í það sem var líka þarna sem að var svona að þetta væri ekki fín blaðamennska. Já. Ég hef alltaf litið á þetta, þetta er bara, þetta er bara eins og tónlistasagan. Þú verður að hafa punk og svona, þú getur ekki haft bara eitthvað Dixieland í hótellobbíinu. Þú verður að hafa fjölbreytileika í þessu. Og mér finnst mér blöðin sem ég hef tekið þátt í að búa til og fjölmiðlarnir, mér finnst þetta allt svona eins og að stofna hljómsveit. Það skiptir máli svona hvernig, tónnin og blærin er Alltaf bara vera trúr blaðamennskunni. Bara hafa alltaf reyna samvisku fyrir því sem að gera gagnvart þessu starfi sem maður að vinna. Þeir fjölmiðlar sem eru að huga að þeim sem standa veikast og þeir fjölmiðlar sem eru svona að hugsa almenning og snauðan almenning sá slagkraftur hefur náttúrulega minnkað ansi mikið. Það er mjög áhugavert að lesa Viðskiptablaðið, fjölmiðlarýni í Viðskiptablaðinu og hvernig þar er verið að ráðast gegn stofnunum almennings sem eiga að bæta kjör okkar í samkeppni og svona, hvort sem það er neytendur eða samkeppnisstofnun eða hvað það er Morgunblaðið hefur nú ekki verið þekkt fyrir að vera þarna koma sterkt úr þeirri áttinni. Ríkisútvarpið mjög valdsækið undanfarið, allt og varfærið, þau eru allt og hrætt að lenda í einhvers konar deilum, þannig á hverjum degi virðist vera keppikeplið að segja sem minnst, að skrifa sem minnst af því sem ég geti kallað á einhver viðbrögð. Ég veit fyrir mér hvaðan þessi hræðsla Ríkisútvarpsins kemur þú veist, af því að nú er þetta bara mjög valdamikil stofnun með mikla fjármuni og bara fínasta mannauð og við hvað eru þau hrædd? Þetta er sumt gott sem þau gera en það bara það er svo ég veit það ekki. Já, þetta þess að vera með neytendaþátt, er ekki í danska ríkisútvarpi með það var svona, nú er ég að vísa í kannski í liðin tíma, en það var mjög bara stofnun í dönsku samfélagi sem var neytendaþáttur. Minnst RÚV, og það, að þú ert að tala þetta, færa sjónarhornið, við erum að fjölmiðlar geta hort frá valdinu, og ég held að Mokkin gerir það og mér finnst RÚV gera það sérstaklega ýktist upp í COVID það er Adam Curtis sem gerir heimildamindir og vann hjá BBC árum saman hann orðaði þetta eitthvað svona þegar það var búið til ríkisútvarp þá velti fólk sér hvað er það? Það hlýtur þá að vera að endurspegla sjónarmið þeirra stjórnvalda sem að verða til í lýðræðislegu ferli í samfélaginu og þannig var BBC þangað til að verður þessi lýðræðisbylting sem er oft kennt við 68 en er á sér lengri rætur að þá verður hugmyndin nei
hlutverk ríkismiðls hlýtur að vera það að horfa með sjónarhorni almennings. Ég held að Jónas hefði alltaf orðað þetta svona almennings skattgreiðenda og neytenda. Þess vegna var alltaf mikil áhersla á neytendur í DFF í upphafi og alla tíð meðan Jónas var. Og þá er búið til svona sjónarmið. En þetta er líka þess að þú ert að vísa til. Og þá verður opnast allt annar skonar heimur. Og að sumuleyti verður þetta það sem að endur lífgar sko blaðamennsku. Þegar við erum að tala um góða blaðamennsku, þá er það frá þessum tíma. Svona frá svona snemma á 7. áratugnum, hvort sem maður í Bretlandi eða Bandaríkjunum. Þessi bylgja kemur til Íslands kannski 74, 75, 79 er Helgapósturinn stofnaður og þegar bylgjan byrjar að hún er hluti af þessu og það er svona inn í ríkisútvarpinu löngu til að fylgjast þessu og vera þetta. Þetta var til dæmis eina svona, hvað er fréttablaðið? Fréttablaðið horfir á heiminn frá þessu sjónarhorni, ekki frá valdinu. Þegar það eru endalausir ráðherrar inni í settinu á RÚV, það er að segja fréttir, fréttum þetta helst og svo segir, hér er heilbrigðisráðherra, hvað er að frétta? Þetta er bara eitthvað bilun. Þetta er svo mikil tímaskekkja. Það voru 2 ráðherrar í Kastljósum daginn og það var snörp og skemmtileg umræða, Hanna Katrín og Sigurður Ingi. En þar var einmitt eftir því tekið að Hanna Katrín, hún talaði mannamál og sem sagði manni fram á hvað er langt síðan við höfum síðast heyrt einhvern ráðherra að tala mannamál. Og með svona hreyfingar og svona... Já, hvaða gagn er þá í því fyrir fjölmiðlana að kalla til ráðherra sem segi ekki neitt? Og afhjúpin og Sigurður Inga þar sem hann er að verja grátkorinn, það verður bara svo niðurlegend að horfa á stjórnmálamann sem hefur selt þessu fólki í sálsína. Já, hann skulle ekki gera sér grein fyrir því að þeir eru bara með 5 þingmenn, voru með 13. Þeir töpuðu 8 þingmennum og hann best á hæl og naka til að vera formaður áfram. Með því að verja stórútgerðina. Já, og hugsið ykkur, hann heldur eftir 5 þingmönnum og hann bara segir ekki bara á næsta fundi þá bara segja að mér. Þú væri búin að skrifa leiðar um þetta eða þú værir á fréttablaðinu. Kannski að Kaupfélag Skagfirðinga bara, þetta er línan sem kemur þaðan, Kaupfélag Skagfirðinga. Og kannski það. Það er mikil áhrifamaður í Framsóknarflokknum. Og ég held að Framsóknarflokkur sé aldrei með neina stefnu einu máli sem kaupfélagsstjórinn í Kaupfélag Skagfirðinga samþykkir. Já, ég held sér líka hérna í Höfn í Hornafirði, ég er ekki líka svolítið svona arleið Halldórs Ásgrímssonar þar svona. Ég held að það sé líka svolítið mikið Framsókn. Þetta væri nú fín fréttaskýring í fréttablaðinu núna. En sáuði það er svo margt sem að við söknum. Sáuði hérna þegar að SFS, hérna LIU, þegar þau skúpa ríkisstjórnin boðandi blaðamaður kl. 13 og þau leka út innihaldinu og sínum sjónarmiðum og taka yfir hátíðsfréttirnar. Kvöldfréttunum þá er líka SFS. Já, einmitt. Bæði beltu og haxlabönd. Já, ég meina, mér finnst þetta, þarna er RÚV. Þetta er ekki til lagi. Nei, þetta er ekki lagi. Og hvað er SFS? Það eru svona 15 fjölskyldur, kannski svona samanlagt 150 manns sem eru að geta hagsmuna. Hinum einn hvað eru við mörg orðin hérna, 397.528. Þannig að, talsmaður SFS ætti, ef þetta væri svona lýðræðislegt, sko, þá ætti hún að fá að koma hann einu sinni og 3 ára fresti. En þetta er öfugt. Almenningur kemst aldrei að hérna erum við með almenning, sjómann eða fiskvinnslukonu sem að misti vinnuna því að var keypt ný battervél eða eitthvað. Við erum aldrei með þannig. En það er alltaf einhver viðskiptaráði, SFS, samtökum atvinnulífsins, inn á gafli hjá Ríkisútvarpinu. Já, endalaust. Ég held þetta að segja, og það er ekki furða þetta, þetta virkar ekki, ef þú þetta reka þess að þú þetta segja, það verður að vera heiðarlegur alltaf stund að blaðamennsku. Og það er viðkvæmt að búa til hópinn til þess að við getum unnið saman og borið traust hvort til annars, þá verðum við að hafa svona sameiginleg markmið. Þú þarft að hafa trúnað við almenning. Já, trúnað við hvort annað, trúnað við almenning, en ef verið að svíkja það, alltaf verið að koma inn einhverjum sérhagsmunum, þá bara hrynur kerfið og ritstjórnin sem á að styrkja þannig að við verðum stærri hvert fyrir sig í hópnum, að við verðum bara minni, við verðum bara lélegri í hópnum, heldur við verðum bara stök. Þessi úlfúð sem er á milli fjölmiðla og fjölmiðla fólks, ég velti fyrir mér, er þetta baráttunum brauðið eða er þetta bara svona einhver grundvallar ólík sýn sem við höfum á hlutverk blaðamannsins? Þetta er pólitík.
Bjössi? Já, Heldur bara þetta sé 50% blaðamanna hér á landi líti bara á sig sem einmitt framlenging á valdinu, þau eru bara að gæta einhverja hagsmuna sem eru ekki almannhagsmunir, heldur bara einhverjir sérhagsmunir, eru bara í jobbi við það, fá aðgang almenningi í gegnum það. Eða hvað er þetta? Ég veit ekki. Þau eru kannski bara rómatísk. Svo bara aðrir í stjættinni sem segir ég vinn við að dreifa upplýsingum, ég tek upplýsingar hér, matriðar í frétt og senda þær út. Það er mín vinna. Hérna þegar ég var svona síðast að afla frétta, fréttamaður í venjulegu starfi, að þá kannski var aðstofamaður ráðir eitthvað og ég sagði bara alltaf, ég tala bara við aðal. Ég verði að fá að tala við aðal, ég bara tala ekki við þig, ég vil fá að tala við aðal. Og þetta gekk yfir alltaf upp bara. Það var bara nóg ákveðin, beitti þessar röddu, ég tala bara við aðal og það bara gerðist í trekka. Og spurðir auðgrændi og varst ekkert að ritskoða spurningarnar? Ég var á fréttatímanum og ég þegar var að vera að vitna í aðstoman, ég sagði bara, við vitnum ekki í það. Þetta er bara hired gun. Maðurinn er ekki að segja það sem honum finnst. Þannig hann er bara óheiðarlegur í starfinu. Þannig að hann verður að tala við annarkost forstjóran eða ráðherran eða eitthvað svoleiðis. Við tölum ekki við aðstofamenn. Þetta minnum að það var ekki eitthvað okkar að reyna að ná í borgarstjórun daginn og það voru 3 aðstofamenn sem voru vikir þannig. Jú, ég er búin að vera í sambandi við 4 mismunandi aðstofamenn og upplýsingafulltrúa, en það er nú komin að segja frá því að hún Heiða Björg ætlar að koma hingað til okkar í næstu viku, þar næstu viku. Já, þannig að þú komst í gegnum alla þessa upplýsingafulltrúa og aðstofamenn. En það er alltaf langur tími, sko, þannig til að dagbókin er greinilega þétt skrifuð. Já, hún er þétt skrifuð, sko. Fram á haus. Akkurat. Þetta rifjar upp hvað við höfðum sterka stöðu. Það bara engin ráðamaður komst upp með það nema Davíð og Davíð farnaðist ekkit rosalega vel, hann var bara fyrstur, man ég sem blaðamaður, til þess að fara að handvelja þá blaðamenn sem hann talaði við og setja þá í fristinn. Hinn er bara, þeir töluðu allir við mann sama dag og maður sendið þeim fyrirspurn. Hann boðaði fréttablaðið aldrei á blaðamannafundi. En ég sagði oft, sko, blaðamann sem skilja eitthvað, farðu bara neða stjórnarráðshúsi og býttu þar, því að Davíð sér aldrei nei þegar, sko, þegar þú hittir hann. Hann var þannig, sko. Hann var erfiður, en ef maður, sko, hitt á hann, og þá vildi hann alltaf tala, sko. Svo þetta mér í huga, sko, þóttir, sko, þeir voru drullu fúlir yfir því að maður var alltaf að trufla þá og maður var alltaf að spyrja þá, en þeir hringdu samt tilbaka og það minnir mig á kveðjur hérna Björns Bjarnasonar. Hann heilsaði aldrei, það byrjaði alltaf þegar sími hringdi, maður bara með borðsíma, maður tekur síman, hvað vilt þú? Svona byrjuði alltaf viðtölum við Björn Bjarnason, hvað vilt þú? En hérna varandi upplýsingafulltrúana, þá er þetta líka annað sem við breyst, af því að við erum kannski að horfa á svona eldri tíma. Og frasi sem ég notaði þegar ég byrjaði í blaðamennsku, þá voru kannski svona 250 blaðamenn og 1 upplýsingafulltrúi, Jón Hákon Magnússon. En núna eru líklega sko 1000 upplýsingafulltrúar, en bara kannski 100 blaðamenn. Já. Þetta er svo sláandi. Þú veist, það sem að við fórum kannski, ég líkt þess að við svona á, að þú ferð og ert að móka upp úr henni upplýsinga, en upp eftir ánni, að það er bara alls konar liðbúin að sulla, alls konar eitri í þessa á. Þannig það er orðið rosalega flóki og þess vegna er ég að tala um þetta sem er Ríkisútvarpið sem ætti að horfa á að við lifum á mjög sérstöku tímu með öllum að bara viðhalda blaðamennsku og fréttamennsku að vera með svona stefnu og svona hugmyndur hluturk okkar sem að hæfir þessum tíma sem er allt annar. Þú getur ekki farið bara og mókað upp ránni og hvað ætlar að láta þú eru trúnagakvart hlustendum og áhorendum, ætlar bara að segja þeim að þetta sé raunveruleikinn. Þetta er ekki raunveruleikinn. Þú verður einhvern veginn að greina þetta í sundur, sko. Þú veist. Það er eitt sem ég sakna svolítið á fjölmiðlum og sko, sem að Fréttablaðið syndir mjög vel og það eru svona löng helgarviðtöl. Það sem þú getur setið með, sko, þú veist, þú getur byrjað að lesa helgarviðtal bara á sko, laugardagsmorgni og þú getur verið að lesa það svona í gegnum daginn af því að það var svo langt og ítalegt og við eitthvað svona eina mannesku eitthvað, þú veist, bara eitthvað. Og það voru stundum 2-3 svona stóru viðtöl, þú veist, og svona raðast einhvern veginn þannig í blaðið og ég held að þetta sé það sem að, og ég bara ef ég tala svona úr mínum kreðsum, þá er þessi fjölmiðlun eitthvað sem fólk saknar. Vísir gerir þetta, Jakob Bjarnarís og fleiri á Vísi sem
Við náttúrulega hérna í helgispjöldinni, ég hlustaði á hérna... En það er svo erfitt að lesa svona löngu viðtöl að skjá. Gyrði Elíasson var svo rólegur og svo íhugull að ég var að við ættum að selja þetta viðtal sem svona íhugunardisk. Það var bara rosalega hollt fyrir sálinn að hlusta á Gyrði Elíasson í tæpa 2 tíma í gær. En ég sagði hérna í upphafi í kynningu á þættinum og við erum kannski komin á þeim punkti núna í umræðinni að hérna hvort sem að fall fréttablaðsins á mikinn þátt í því eða ekki, þá eru mörg okkar núna og margir í hópi almenning sem að upplifa fjölmiðlun á Íslandi sem skakkari, sem hlutdragari, sem pólitískari og sem lélegari, hreinlega, heldur en hefur verið. Það verður gaman að fá hérna sjónarmið ykkar það. Blaðamennskunum sé lélegri. Og pólitískari og þessi minna traustgagvart. Það er þess leifa sem eftir, sko, það hérna við vitum og erum búin að vita alveg frá því að Davíð Oddsson var ráðinn ritstjóri á Morgunblaðið, þá var bara sagt hvers stefna væri. Þar á bæ. Já, það er ekki breyta kvótakerfinu, ekki hreyfa stjórnarskrána og íslenska krónan og utan Evrópusambandsins. Það var þessi og þau hafa barist bara þannig. Þetta er stefna Morgunblaðsins gagnvart þjóðinni og þess vegna finnst mér að efni sem er ekki gert af þessum pólitísku hvötum, mér finnst það bara falla með hinu. Sko. Mér finnst það, ég nenni ekki að lesa nema sumt í Morgunblaðinu. Ég hef bara efasemdir hvað bjóða baki, blaðinu sem ég er með, og það er svona, finnst mér, mér finnst þetta ekki nógu gott. Þetta er bara, þeir eru bara agendar fyrir þetta. Og núna þegar að Smári sagði daginn að við mig allavega að næst myndi moggin ráðast á Viðreisn að sjá að flokkur fólksins er að íta þessu bara frá sér og Inga Sæland var í gær og hún bara hlóaði þessu og svona og þeir byrja í morgun að eitthvað Jón Gnarr vill láta breyta mannanafnalögunum og þá sögðu þeir hann hét Jón Gnarr Kristinsson og þar áður Jón Gunnar Kristinsson og kom með þetta fúla aftur eins og þeir halda að geti gert hann reiðan eða eitthvað en þetta er ekkit þetta er svolítið líkt móðgónum, það er svona byrjaðins að pota í Viðreisn eins og var nú spáð bara í gær held ég að þið myndið fara að byrja á. Já, við tölum við Ingu Sæland í gær og þau tekið eftir því að það hafi verið rosalega látið með og við höfum svolítið rætt að hvort það sé vegna þess að þetta fólk þykir ekki, það hefur reynað komið að okkur, þetta er ekki nú bara fínt fólk til þess að fara með völd, Við höfum að hafa svona Björn Bjarnason típur í öllum stöðum. Hann er búið fín. En einhver leiti það er ekki til nú margir svo en einhver leiti er það ekki að virka og þess vegna vorum við svona spáði ég man ekki hvort það var í þættinum eða við vorum svo miklu stuði Inga og sagði frammi hún hefði ekki verið svona stuði sinni í kosningabaráttunni það var svo gaman að koma að þá voru spáð því að næst myndi Morgunblaðið snúa sér að Viðreisn reyna að hóla það innan. Já, þú sagði þetta þættinum ég maður og það byrjaði í morgun? Já, svona á Jón Gnarr En Inga hefur liðið svona vel hérna í gær vegna þess að þetta hefur verið fyrsta skipti frá kosningum sem hún var í öruggu rými því að mjög margir fjölmiðlar hafa bara stokkið á hana eins og úlfar á öklan á henni einmitt af því að þú ert svolítið að segja það hún kemur þeirri átt og þau koma þeirri átt að þau virðast liggja engar vel við höggi sumra fjölmiðlunga sem að bara rífa þau í sig og það er ekkert annað en framlenging á einhvers konar hefðar, stjættar, yfirvaldi sem að blaðamenn eiga ekki taka þátt í. Ég hef upplifað þetta svolítið eftir að ég kom hingað og ég svona eftir að ég klára viðtöl og ég fylgi viðmælendunum mínum út og segja wow, þetta var allt öðru sem ég sá fyrir mér. Mikið var þetta gott og ég er svo fegin að þú einmitt grillaður mig ekki. Þá er það bara, þú veist, ég meina maður spyr þetta spurninga og það sem að manni svona dettur í hug til þess að eiga í samtali en það er þetta, maður þurfi alltaf að vera að stjaksetja viðmælendur sína. Má ég aðeins hún í gær, þá var hún náttúrulega bundin trúnaði út af þessu fjármálaáætluninni en sagði þetta, þið muni sjá þetta, þið sjáu þetta og núna er það þannig að félags- og húsnæðismálaráðuneyti segir að í fjármálaáætlun fyrir árin þessi 2026-30 sé stór tíðindi fyrir öryrkja og eldra fólk
og þetta skora fólk bara að lesa þetta og áætlunum marka vatnaskil og þetta, það sem hún svona gat ekki sagt okkur nema svona bara undan ofan að því að þetta var alveg rétt hjá henni. Hún sagði, hún væri að ná miklum árangri og ég get ekki betur sem þetta er risastórt mál og stórkostlegt að sjá að það verði að veruleika. Kjaragleðinu, almannatrygginga og launa verði með þessu loksins úr sögunni og fólkum all land nýtur góðs af. Þetta er bara, hún sagði þetta svona, sko eins og gat að því hún var bundin trúnaði það til í dag, sko. Og það, hún var svo glöð með þetta, hún átti ekki bara, þetta er svo gaman í þessari ríki, svona allir svo, En þessi dagsetting, ég fann að því hvernig Kastljós talaði við Ingu fyrir löngu síðan, þegar Einar Þorsteinsson var þarna. Og mér fannst þetta að vera svona ekta, eitthvað sem að telur sig vera hluta af valdinu var að segja hvern anskotar þú að vilja upp á dekk og þú ert bara ekki nógu góð og þú veist bara að það er allt öðru þessi trítment sem að Inga fékk og að sumuleyti píratanir heldur en til dæmis Bjarni Ben, það sem að sko fréttastofan var alltaf bukt og beit og mér finnst þetta bara niðurlægjandi fyrir að vera fjölmiðlamaður og horfa upp á svona. Síðan er þetta með stjaksettingarnar að hvar er þetta mest notað í fjölmiðlum og það er í Bretlandi og sumuleitt er þetta gegnum BBC. Það er ótrúlega stéttskipt samfélag og það er ekki þannig að þetta trítment fari, ég fylgdist með kosningunum var ekki 2017 eða ekki, í þessum að Corbyn leiðir fyrstur og fylgdist svolítið með bresku fjölmiðlum og fekk bara áhuga á þessu af því að ég hafði bara aldrei séð ég hef aldrei bara séð þetta áður sko. Það sem að tala við forystumann í íhaldsflokknum og það er bara voðalega pent alls saman. Svo kemur nýr forystumaður í verkamannaflokknum og það tala við hann eins og sé algjör astni. Og ég hugsaði bara, hvað gerði þess fyrir BBC? Ég man að ég var að fylgjast með BBC fyrir svona 10 og 15 árum, þetta var ekkert svona. Það var bara komin eitthvað svona furðuleg stemming og það var ekki fyrir en að komu kannanir sem að sýndu að stefnuskráin sem að kratarnir lágu og átt að grafa undan Corbyn, hans eigin bandamenn, eigin flokksmenn, að komi ljós að almenningur var bara fylgjandi megnin að þessu. Að þá breyttist aðeins tónni svona síðustu svona 6-8 dagana í þessu. Og þá var ég hugsa þessa staksetningu. Eftir hrun að þá var rosalega reiði í samfélaginu og sumuleyti tók Kastljós þetta að sér að taka valsmenn og tala við það á svona hörku og Helgi Seljan og Sigmar Guðmundsson eru svona mistarar í þessari tegund. Jafnvel Egill Helgason í skammastund í silfurinu. Reiður í korter. Já, þótt að honum farið ekki eins vel og Helga því að Egill vill ekki eiga í ágreiningi við fólk sko. Það er alveg augljóst þegar hann er að sýna hörku. Og þetta hélt áfram. En núna er það Einar Stefán sem heldur þessu á lofti og að hverjum ræðst hann? Hann ræðst að þeim sem að eru að gagnrýna valdið, eru að gagnrýna stórútgerðina og auðvaldið og hamast á því eins og það sé ómerkilegt fólk. Og hvað er hann að tala? Er hann að tala um pólitík? Nei, hann er að skrifa um einhverja gamlar bloggfærslur, hann er að, alltaf að reyna að sýna það að fólk sé bara, sé ekki nógu gott fólk til þess að vera þarna. Og ég held að þessi umræði í samfélaginu, hún verður að linna, sko. Þetta er algjör steypa, sko. Það sem að við erum aldrei að ræða eitthvað sem að skiptir máli, heldur að alltaf verið að ýja því að sá sem er að gagnrýna, langoftast, því að þetta beinist sjaldan að þeim sem er raunverulegt valdafólk. Þetta er og þeir læra það á RÚV, eða þú sér það í, hvað heitir þátturinn Kveikur, að það er ekki lengur verið að fjalla um Samherja eða eitthvað svona raunverulegu öfli, það er alltaf að vasaþjófa og búðaþjófa og eitthvað svona, þannig að fólk læri þetta og mér finnst þetta eitt af því sem að blaðamenn ætti að vera að hugsa um, á fókusinn að vera að segja almenningi að Ásta Lóa vegna ástamála hennar sem að, eðlilegt að sé að ræða um, er það þannig að hún getur ekki verið ráðherra sem eftir ævinar? Er það málið? Nei. Ég bara, er við í þannig samfélagi að eitthvað sem að, gerir ekki eitthvað sem að, erum við svo, óbrisk öllsum, að við getum bara dæmt alla til þess að þeir verið aldrei gegna neinni opinberri stöðu. Þú getur aldrei verið hitt og þetta, aldrei komið fram
neinstaðar. Vegna þess að hérna, varð eitthvað á eða skrifaði eitthvað sem gagnrýnisvert og þessi harka, þessi stjaksetning er núna komin í hendunar á stór útgerðinni. Og ég heyri bara fólk vera að tala að Stefán Einar standi sér svo vel og svo góðu blaðamaður. Ég bara, mér finnst það bara hlægileg hugmynd. Já, hann er ekki góðu blaðamaður. Vegna þess að þú segir, ef það væri einhver mannamunur gerður, þá skildi maður ætla að blaðamenn myndu sækja fastar að þeim stjórnmálamönnum sem að hafa gríðarlegan auð á bakvið sig og tengslanett. Það er að segja, með öðrum orðum, Ríkisútvarpið eða Morgunblaðið, ef Morgunblaðið var ekki pólitískur miðill, þau ættu að hafa sýnt manni eins og Bjarna Benediktssyni miklu meira aðhald heldur en einhverjum þingmönnum Ástu Lóu hjá Flokki fólksins eða Maríu Lilju og Semíu og Solaris eða það. Það er bara, það er svona mál. Nú er ég auðvitað mjög til því. Það var ríkissaksóknari eftir ykkur. Já, ef ekki bara að ræða það eins. Jú, við getum alveg gert það. Hvernig sko... Já, það er auðvitað, hefur ekkert breyst, það hefur ekki komin einn í gögn, það er lögregla búin að vísa þessu frá núna 3 sinnum, þessar rannsókn og allt það. En það sem er áhugavert er að það hefur engin fjölmiðill hringt í mig. Engin, en þetta er, ég veit það bara sjálfa, þetta er stór frétt. Það hringir engin fjölmiðill í þig, en fólk fjallar fréttafólk hefur einhver leiti fjallað þetta mál samt og það pikkar frá blokkfærslur bara út frá þá á einhverjum ástæðum þá verðist alltaf leka út hennu opinberu gögn sem stíliðir á mig og sem öllu og þau byrja á því að birtast í Morgunblaðinu og svo einhvern veginn svona fer þetta svona eftir því sem dagurinn liður. Ég held við verðum að rifja aðeins upp þetta mál þannig að allir hlustendur og áhorfendur skilji þetta snýst sem sagt björgun ykkar 3 á fólki frá Palestínu sem kemur hingað til lands og þið voru með fjársöfnun og þið og það er sami einstaklingur sem hefur í 3 kært ykkur. Já, hann sem sagt kærir og svo áfrýjar hann alltaf þessu, lögregla vísar alltaf málinu frá vegna þess að það eru engin gögn sem benda til þess að þessi áburður mannsins sé bara sannur. Þetta er fyrrum hæstaréttarlögmaður Einar, hann er pabbi Diljár meistar, þingmanns, þótt það komi henni mögulega ekkert við, þá var það samt bara staðreynd og þú upplifir þig sem hundelta vegna þess að hann vil meina það að þið hafið mútað sem sé glæpur og fjársöfnunin hafi verið Fjársöfnunin hafi verið ólöglega því að við ringdum ekki í sýslumann áður sem er eitthvað lög frá 1977 sem voru áður en að internetið var hélt utan fjársöfnunin að stærsta leyti. Þetta er það er mjög margt í þessu. Það er einmitt og svo auðvitað þetta fjármögnun hryðjuverkasamtaka og ýmislegt, þetta er fjármögnun hryðjuverkasamtaka. Já, þetta er engar smá ásakanir. Og þú náttúrulega örmagna að þurfa að þola þetta hvað eftir annan? Já, það er ekkert skemmtilegt að sitja undir því að vera með réttastöðu grunaðs bara núna í heilt ár fyrir fjármögnun hryðjuverka. Þegar þú ert í því að bjarga mannslífinu og Palestínu. Og þetta er bara, en þetta er svolítið merkilegt, því að þetta er auðvitað hluti af miklu stærra mengi og við erum að sjá það eins og í Bandaríkjunum. Það sem er að gerast núna er að fólk sem hefur staðið fyrir mótmælum, fyrir fólkið á Gaza, nemendur í þessu stærstu háskólum sem voru með tjaldbúðirnar fyrir fólkið í Palestínu, það er verið að pikka þetta fólk upp af götunni og fangelsa það án dóms og laga og það mér líður á mörgu leyti eins og það sé verið að reyna þetta nákvæmlega sama, það er að kippa undan okkur fótunum, Solaris, mér og Semi Erlu. Og fjölmiðlarnir taka þátt í brennumerkingunni eða jaðarsetningunni með að ringja ekki í ykkur og taka ekki við til lög? Það talar enginn við okkur. Það hefur, ég sá einhver hringdi í lögmannin minn á einhverjum tímapunkti sem hann alltaf bara svarar hlutunum eins og lögmaður. En sem er svo sem alveg ágætt, hann er fín. En það vantar dýptina í þetta, sko. Það er svona, hver er þessi maður, hvað liggur þarna baki, þessar ásakanir, hvernig getum við einhvern veginn svona, rótað því upp, hvaðan koma þessar ásakanir, hvaðan koma þessar hugmyndir þessar manns sem á ekkert
skylt við þetta verkefni. Hann hefur enga hagsmuni, ekkert. Hvaðan koma þessar hugmyndir hans það sem að við vorum að gera? Hvaðan koma hugmyndir saksóknara að halda áfram rannsókninni sem nýbúin að lýsa því yfir að þeir hafa ekki peninga til þess að saksækja stjórnendur í eimskip og samskip fyrir að hafa haft af almenningi 10 milljarða. Og með nýjustu greinagerðinni. Hækka vexti og fleira með okri sem hefur leitt út í það lánin okkar á að hækka. Þeir hafa ekki peninga til þess. Þeir hafa peninga við að elda Maríu Lilju og Semverl. Þetta er ógeðslegt Ísland. Já, þetta er það. Þetta er nefnilega, og þetta er mjög merkilegt og ég meina það sem að saksóknari gerir að hann, núna nýjasta útspilið að það er þessi 10 blaðsíðna greinagerð þetta mál, þetta í rauninni, það er einhver maður út í bæ sem að hugnast ekki það sem við gerðum vegna þess að þetta varpaði ákveðnum skugga á Bjarna Benediktsson og Katrínu Jakobsdóttur og þeirra ríkisstjórn. Þetta var hálfvandræðalegt fyrir þau. Þessi maður, tengdur flokknum, fer og leggur fram kæru og lögreglu. Hann hefur enga hagsmuni í þessu máli, enga. Kannski gaf hann í söfnununa, ég veit það ekki, en hann hefur allavega ekki lagt fram kvittanir fyrir því. Það sem að gerist að það bara tekur við eitthvað svona bolti og þetta er auðvitað bara áhyggjumál. Ég meina þetta er eitthvað sem fjölmiðlar ættu að vera að skoða, hvernig dómsvaldinu er bara beitt ítrekkað af þeim sem að sterkari eru. Við þekkjum þetta á samstöðinni, það voru þetta fjórsterkir aðilar sem að fóru mikinn og reyndu að ná fé af stöðinni og blaðmönnum hér. Og þetta er orðið vopn. Þetta er ljótt mál. Já, þetta er ljótt mál. Þetta er ógeðslegt. Þegar þú nefndir blöðin eins og viðskiptablaðið sem birtir svona sjálfshælnis umfjallanir viðskiptamanna sjálfan sig. En svo kannski með 8 eða 9 dálka í hverjum nafnlausa dálka sem eru í því að grafa undan öllum þeim sem eru að halda lofti einhverjum almanna hagsmunum gegn auðvaldinu. Og þar til dæmis verið að hæðast að Maríu Lilju og Semverl sem er ekki alveg síðasta sorti í íslensku samfélagi. Fólk sem að bjargaði fólki úr helju. 200 manns. Það tekur það enginn af þeim. Prósent þjóðarinnar Hvað höfum við 3 bjargað mörgum manns? Nei, bara 90% þjóðarinnar taka ofana fyrir þessu fólki. Það linnulaust verið að naga skóna til þessi svona Ragnari Þór Ingólfssyni, Sólveigu Önnu. Ég meina, þeim finnst Ásgeir Brynjar Torfason sem oft kemur hingað og fjallar efnahagsmál svona út frá einmitt þessu sjónarhóli almennings. Það er ekki alveg að vera vitlausasta fólk sem til og dónaskapurinn sem í þessu dálkum svo yfirgengilegur. Svo getur maður hlusta á þetta í svona hægra podcastinu og hættur að hlusta á þetta. Þeir eru alltaf að tala við sjálfan sig og þetta svo endurteknar plötur Þar fá þeir peninga til að halda úti alls konar svona podcasti sem meira og minna það að tala hvað allir eru vitlausir og hættulegir og lélegir pappírar sem eru með einhverja gagnrýni í þessu samfélagi. Svo tóku þau opnu í svona að gera grína að þessum fjölmiðla þætti hjá okkar á samstöðinni á mánudögum og þeir birtu mynd af mér þar sem ég með svona mjög astnalegan svip eins og ef þú leitar þú ert að horfa á vídeo, þú býður bara þangað til einhverju mjög astnalegur svipinn og þar tóku þeir skjáskot en svo voru með Stefán Einar alveg hreint í sínu glæsilegasta stússi, hann í bláum fötum, hér þessi rauði bakgrunnur og það var verið að gera grína mér en lyfta Stefán Einari Já, þetta er taktískt og þetta er mjög oft gert úr konur einmitt. Sem það væri alltaf lægi, þetta væri svona átök en öðru megin eru bara peningakallar sem hvað útgerðin búin að henda mikið í mokkan og Einar Stefán og ég meina og svo fáðu ríkistyrki ofan á það til þess að halda Stefán Einar Satt ákveðin styrkur ég að muna ekki nafn Nei, ég hef sagt þetta áður ég þekki mann sem heitir öfugnafni og þetta bara ruglast Viðskiptablaðið fær líka styrki sem alltaf ævintýralegt rugl það haldið úti af menn borga bara skattana inn við að vera auglýsingar, það verið ekkert gildi auglýsingarnar í Viðskiptablaðinu til þess að halda þessu, viðhalda þessu En á hverju bjargaði ríkið ekki Fréttablaðinu?
Af því það var bara ekki óvinveitt. Já, óvinveitt. Ætli það ekki. Gátt ekki ráðið. En sko, mér langar aðeins til þess að staldra við það Ég er endilega ekki þetta myndi ég ekki endilega mæla kannski með því að ríkið myndi berga. Sammála því. En mér langar aðeins að staldra við það sem að þú sagðir áðan. Sko, ég fylgdist með þér og leit upp til þín, bara sem blaðamanns. Þú ert ekki einn það. Lengi. Og aldrei hefði mér dottið í huga að spyrða þig um einhver pólitísku öfl á þeim tíma sem þú starfaðir, bara mikinn trúveruleika. Það sem þú varst að segja núna er það að eina dagblaði sem eftir er á Íslandi, þú getur ekki treyst í, vegna þess að það er útgerðar. Ég er næstu búin að segja mafían, ég má sennilega ekki segja það, ég verður að nota eitthvað annað orð. Það er útgerðar... Mafía er þetta og mafía skal það heita. Það er útgerðar ólígarkarnir sem að standa á bak við það og núna er herferðir í gangi. Þannig að eina dagblaði sem eftir er á Íslandi, það er ekki nema að hluta að marka fréttaflutning þess. Svo erum við með almannaútvarpið sem vorum að tala um áðan, sem hefur væga sagt lifað betri daga. Við erum með Sýn, þar sem að síðast í þætti ykkar í gær komu fram einhverjar vísbendingar frá formanni flokksfólksins að útgerðar elítan væri að kaupa sér sterkari ítök þar, ekki satt? Já, í Sýn. Já, í gegnum Skeljung, eða Skel heitir það vist. Þá eru eftir svona litlir miðlar sem að hafa mismikinn slagkraft. En hvað segir þetta stöðu blaðamennskunar? Sko, ég var vel hlutlaus í því að samstöðin, hún er bráðnauðsynleg í þessu samfélagi. Hér, sko, þetta er pólitíska skoðun Gunnar Smára, en við fáum ykkar fólk úr öllum flokkum. Þú ert aldrei það að geta að spyrja Gunnar Smára hvort þú ætlar að boða einhvern í viðtal. Nei. Það er bara, við bara bókum inn viðtölin okkar. Já. Og við hleypum að í öllum þessum þáttum sem eru sko margir í hverju viku, margir viðmælendur, við hleypum að fólki alls staðar að úr samfélaginu. Við reynum að fá, við vorum býðir að fá Þorgeiri Katrínu og svona, þetta fólk svona að leiðinni til okkar og er ekki Inga fyrsti ráðherra þessar ríkisstjórnar sem kemur. Kristrún Frostadóttir kemur næsta föstudag til okkar. Já, en þetta sem sagt, og henni leið mjög vel, sko, Ingu, sko. Og Inga glannalega fyrirsagnir sagði svo eitthvað sem var frammi að kveðja okkur, sko. En nei, þetta sko, þetta miðill sem að hirðir ekkit hvað þú kemur, bara hefur eitthvað að segja. Þess verið að tala við þig. Og er mjög mikið í því að tala við almenning. Já, svo það. Sem svolítið lykilatriði. Sem lykilatriði. Því að almenningur situr í sama stólnum og forsetinn og forsætisráðherrann og biskupinn. Sem strandur ríkisútvarpið. Að þær eru með fína fólkið í Kastljósi og í fréttasettinu. En síðan fær almenningur röddina með því að rekið upp í mikrofón í lok frétta eitthvað stöður. Markvist eitthvað þetta skiptir máli sko. Að þú veist og þegar verður að tala um einhvern sem stendur höllum fæti í ríkisútvarpinu. Ég man eftir einhvern tíma var farið að tala við fólk sem var í þessum búsetuúrræðum fyrir útigangsfólk og þá var farið inn til hans og það er svona óumbúið á bakvið og er þetta gert við dómsmálaráðherra, farið inn í svefnherbergi til hans að taka viðtal og mér finnst sko ríkisútvarpið verði að gerir það sig í brók, eins og sagt er. Þú getur ekki verið með hennan linnulösa mannamenn. Mér finnst það skipta máli að við höfum verið með útigangsfólk sem er sittið í þessu sæti sem þú sittur í og er að tala um það þeirra líf og fólk sem er að glíma við geðsjúkdóma og bara alls konar venjulegt fólk sem var líka bara vera líka með biskupinn og forsetann og forsetisráðherrann og bara í sama setti. Við tölum um það með sama hætti. Ég meina ástæða þess að samstöðin er til og er með mörg hundruð áskrifendur er nú kannski að einhverju leyti svo að fólk fær ekki það á neinum öðrum stað, það sem að fær hér. Þannig að það er svo sannarlega vilji þarna úti til að fá aðra tegunda fjölmiðlun heldur en hefur verið ráðandi. En ef að klára þetta spjall okkar svona... Má ég skjóta inn í saman þetta, því að ég var að tala um hvernig fréttablaðið var hugsað sem svona struktúrin á því, var að reyna að svara ykkur. Að sömuleyti er hugmyndin hér að leyfa fólki að tala
sem eiginlega svar við því að það sem að svona í línulegri dagskrá, það sem alltaf þess að þeirðin hefur því miður komist ekki lengra með þetta mál og allt þetta, að það eiginlega vegna þess að fólk hætt að horfa, aukur að horfa á línulega dagskrá, en stór hluti bara sækir efni það sem og þess vegna það sem að við gerum að bara láta ekki undan einhverju svona ímyndaðri pressu að við verðum að við getum mist áhorfandan að við leifum þeir að tala aðeins lengur, sem að held ég sé bara miskilningur. Þannig að við leifum okkur það. Þannig að sumileit þetta bara það að gefa viðmælandunum færi á að segja sitt sjónarmið. Svo heyrum við líka stundum frá fólki sem að horfa á okkur að það kannski eins og núna svona löngumræða, það kannski þarf að gera eitthvað annað, þá ferða bara því þetta, en svo þetta í hringrásinni hjá okkur alltaf, það kemur aftur og ég heyri þetta í fólki, það bara var meira spennandi sem kom fram eitthvað svona, þetta kemur fyrir að fólk þarf að gera eitthvað annað, þá við samt alltaf það alltaf svona efni í gangi alla sólarhringinn, þannig að þessi lengd sem komin á þennan þátt, þetta svona 9 til 11 kilometrar í skokki, ég nýbyrjar að skokka og ég hlusta alltaf á ykkur á samstöðinni, þeir eru að skokka, ég nenni ekki að hlusta á okkur á kvöldin. Nei. En ég þarf að hlusta á okkur, þannig að ég bara tek það í skokki. Og það þarf ekki að klára, þannig ef að fólki finnst þetta á langt, þá getur það bara ímyndað sér að þú segir, hafi sagt fyrir 10 myndum, því miður komist ekki lengra. Þú mátt slökka bara þú vilt, sko. Það nefnilega má. En ef að fara að slá botnin í þetta, svona bara svo við klárum þetta aðeins með pólitíkina og með skarðið sem að var til með falli Fréttablaðsins, við treyst, ekki tilfinning ykkar að þú hefur náttúrulega nefnt að Gunnar Smári hvað blaðamönnum hefur fækkað opbúslega mikið og það sem verst að blaðamannafélagi getur ekki svarað þeirri spurningu hve mikið þeim hefur fækkað vegna sín í sama félagi eru upplýsingafulltrúar, almannatenglar og blaðamenn. Þetta nú ekki það margir, það væri alveg hægt að pikkað út úr skráni. En allavega fjölmiðlun á Íslandi, hún á niðurleið, hún hefur verið það bara, það urðu tímamót, það urðu vatnaskil þegar Fréttablaðið féll. Það hefur ekkert komið í staðinn, Morgunblaðið hefur ekki sýnt sitt besta andlit eftir að það einrátt á markaði og það vantraust í gangi, almenningur veit ekki hvað hann á að leita að góðum upplýsingum. Er þetta ekki vandamál? Það eitt sem dettur ekki í hug í þessu samhengi. Það úling í MR og þar fara alltaf fram þessar kosningar og þar meðal annars ritstjórn á lokalaufi að sinni sem blað, skólablað sem gefið út sikkur megin við áramót og það annað skólablað sem að ég man nú ekki hvað heitir og þetta þetta mörguleiti og þetta mjög mikil og spennandi barátta. Ég veit að mín stelpa var í þessu, þær syntu þessu af mikilli alúð og byggu til kynningarmyndböndum hvert þær ætluðu að leiða téð skólablað og fengu kosningu og ég svona velti fyrir mér, þú veist, ég meina að þú ert að tala pólitík og ritstjórnir og svona, þetta, þú veist, við getum bara tekið alla leið, svona svolíkandir, við getum bara kosið ritstjórnir á RÚV. Ég ætla bara að segja það missir af Fréttablaðinu en ég myndi ekki vilja skipta á því samt og samstöðinni. Nei, ég held að við erum öll með svo mikla reynslu og við erum kannski með einhvern hjá okkur sem að hefur eitthvað að segja til þess að ráð þeirra ting, eitthvað bara að þá spyrjum við alveg svo það að vera að skrifa hvort við spyrjum og það fer bara strax út eða hvort við tökum viðtal og skrifum eftir á. Þetta sama fólkið og þessi miðill bara ódýrari og jafnvel persónulegri. Þannig að ég myndi ekki vilja skipta. Sömuleyti þetta sami að því að við erum að tala svona lengdin á vitunum. Sömuleyti það senda út það sem hefði verið bara hráefni í helgarvital. En það bara kom í ljós einhvers staðar bara í podcastinu, ekki á Íslandi, þetta bara út í Ameríku, kom í ljós að það efni var bara áhugavert. Að fá það bara svona beint á kúnni. Og þannig þetta svona sumuleyti þetta sama en sumuleyti þetta ólíkt. Og
Ég veit, ég myndi það svolítið ólíkt sko fréttablaði og hérna samstöðin, þannig ég er svona stúm yfir það myndi að segja. Nei, ég segi, þetta er svo lifandi hérna, þetta er svo lifandi. Og við erum 5 hérna og jafnvel ólíkara manneskjur allar og með... Vantar Oddnýju Eir Ævarsdóttur. Já, í hópinn. Já, hér í þessu umræðu. Þannig að, sko, við erum ekkert endilega mjög líkir, sko, sem blaðmenn þó að séu blóðskyldi, sko. Þið bræður? Já. Nei. Að þó er þetta svona... Nei, við erum mjög ólíkir, sko. Og ég fæ nú stund... Nei, alveg, við fórum mjög ólíka brauti í blaðamennsku, sko. Og svona hvernig við unnum sem blaðamenn, sko. Já, ég fæ nú stundum á baukinn hjá vinum samstöðurinnar að ég sé alltaf mikill framsóknarmaður. Nú, já, að þú ert sveitamaður. Já, eða ég veit það ekki. Ég er kannski ekki nú punkaðar á köflum fyrir suma hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar á sama tíma og Egill Helgason segir að ég sé alltaf reiður. Já. Let me live. En eitthvað í pólitíkina, Já. af því að ég er í Sjálfstæðisflokknum og mér finnst það skemmtilegt að hafa verið að þróa það þegar maður er alltaf að hugsa meðan maður er að gera þetta. Og mér fannst það bara, ég man ekki hvernig þetta byrjaði einhvern veginn, að þá fannst mér allt í einu að þessi svona hugmyndum að maður er að koma og fara bara í sloppin sem hlutleysu, verið að leika hlut. Að ég sagði, kannski með allri þessari samfélagsmiðlun og þessari opnun og svona, kannski þetta bara liðið. Þannig að ég er í Sjálfstæðisflokknum og það vita allir, áhorfendur og viðmælendur og allt saman og af hverju ætti ég að þykjast ekki vera það. Nei, og svo segi ég eitthvað, nei, við sósíalistar höfum nú sagt þetta og ég sé ekki alveg hvað er að því, sko. Þannig að, og mér finnst það sömuleyti af því að þetta sem við erum að tala um þessa vakningu sem var í fjölmiðlum kannski svona snemma á 7. áratugnum og 7. áratugnum að það verður til svona rosalega dómkirkjur, sko, eins og við horfum til, þú veist, Washington Post og New York Times og Berlínske og svo veist, allt þetta á hápunkti sín að sömuleyti var þetta leiðilegt. Þetta var svo þetta var svo mikið svona sannlega segiður í fréttum. Það rengdi svolítið upp í nefið á þessu. Alveg eins og væru með sannleikan og að sömuleyti þegar þetta hrundi allt saman og ég upplefði, ég fekk að taka þátt í að vera inn í þessari sko dómkirkju og ég fekk pröfa sko prédikunarstólinn og segja sannlega segiður í fréttum þetta helst. Að sömuleyti var ég bara fegin þetta væri hrunið og að blaðamennskan hefði bara gott að því að fara svolítið út á mörkina og endur uppfinna sig og koma tilbaka með eitthvað erindi sem á meira, þú veist, brýnna erindin í okkar samtíma, sko. Þannig, og það er það sem ég var að tala um áðan með RÚV. RÚV verður að fara í eitthvað svona hugmyndalega bara endurfæðingu, sko. Til hvers er RÚV? Ekki er það til að verja valdið. Nei. Í alvöru. Og ég myndi gjarnan vilja sjá blaðamannafélagið vera leiðandi í alvöru vinnu öll þessi álitamál sem að við höfum verið að fjalla hérna þessa mánudaga allt frá áramótum og við munum halda áfram að gera það, koma á mánudögum og formannin til þín. Já, hún átti að vera hérna í dag en hérna er með Gubbi Best. Heyrðu, hérna kæra þakkir fyrir komuna, Sme, Marja Lilja, Gunnar Smári. Við höldum áfram rauðaborðinu, ekki fara langt, þetta er rétt að byrja. Samstöðin er í eigu hlustenda. Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur að það er mikið rifist það sem að ríkisstjórnin kallar leiðréttingu veiðigjalda. Eitt af því sem tekist er á er hvort gjöldin séu skattur eða við maður kalla þau eitthvað annað. Það er svona retorist skilgreiningarvald, það er verið að berjast það þessa dagana. Gísli Tryggvason, lögmaður, hann ætlar að hjálpa okkur að finna út úr því hvort það er við hæfi að kalla veiðigjöld skatt eða afnotagjald og hvaða máli skiptir, hvaða hugtök eða hvaða skilgreiningu við notum yfir svona hugtök. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Sko áður en lengra haldi þá segir nú í drögum af frumvarpinu að það segir orðrétt ágreiningslaust er að veiðigjald er skattur í skilningi 40. og 77. greinar stjórnarskrárinnar bla bla bla. En eigi að síður þá eru jafnvel talsmenn ríkisstjórnarinnar sem taka debatt á internetinu það að þetta sé ekki skattur. Geturðu sagt okkur hvað er deilt?
Já, best ég byrja á því að segja að nú ég tiltölulega nýgiftur maður og giftur inn í sjávarútvegs fjölskyldu og mér finnst rétt að það komi fram vegna þess að þegar ég var í stjórnlagaráði fyrir 12-13 árum síðan þá var ég eins og mjög margir aðrir fylgjandi því að setja í stjórnarskrá ákvæði réttlátt endurgjald fyrir þessa auðlind þjóðarinnar og ég hef ekki breytt minni skoðun en bara svo maður hafi allt upp á borðum. Má ég segja áður þú heldur áfram að þetta finnst mér til mikillar fyrirmyndar að þú skulir halda þessu til haga, þessi fyrirværi. Já, takk og þetta mættu fleiri gera, fyrst þú nefnir þetta, það er til dæmis einn af þeim dómum sem að ég nefni hérna á eftir að þar gamall lærifæði minn, Viðar Már Matthíasson sem að dæmir og mér finnst ekki hann vera hæfur til þess að dæma í máli þegar kemur í ljós eitthvað sem ég vissi ekki fyrir löngu síðan að hann væri bróðir eins mesta útgerðar, risa landsins, Guðbergar Matthíasson. Það er nefnilega það. Já. En hvað það, að efni málsins, í þessu tilviki held ég að svari sé það sem að mér leiðist nú yfirleitt að heyra, svarið já og nei. Lögfræðilega engin vafi að þetta skattur í skilningi stjórnarskrárinnar eins og ríkisstjórnin sjálf nefnir í drögum og frumvarpi og það eru fleiri en einn hæstaréttardómur sem að taka á þessu enda skattur skilgreindur sem eitthvað sem að ríkisvaldið ákveður einhliða og ekkert sérstakt endurgjald kemur fyrir og rennur til hins opinbera. Ef hins vegar væri að ræða til dæmis bara afnot af einhverju öðru en þjóðarauðlind, ef það væri bara verið að tala afnot af húsnæði eða bíl, þá væru aðilar að semja það bara jafn réttháir og myndu semja eitthvað sem héti leiga. En að því að ríkisvaldi leggur þetta á með valdi sínu og það sem hægri menn myndu kalla ofbeldi, að þá þetta skattur. Og ég held að því ekki að deilum það, meðan að því að ríkisstjórnin sjálf bendir á það. En í eðli sínu... Þetta svona lögfræðilega. Já, þetta lögfræðilega. Hins vegar, ef menn horfa á þetta pólitískt eða hagfræðilega, þá finnst mér, þó ég sé ekkert góður í hagfræði, þá finnst mér nokkuð augljóst að þegar að ræða endurgjald fyrir afnot af óumdeildri þjóðareign, þá þetta í eðli sínu afnotagjald. Þannig að mér finnst ekkert að því ég myndi að kalla þetta frumvarp eða lög veiðigjald. Til þess að afmarka þetta þá frá öðrum sköttum sem eru skattar á tekjur mínar eða virðisaukaskattur á innkaup mín, það ekki í neinu skilningi afnotagjald. Nei. Ætli hitinn sem fer í rifrildið hvort þetta skattur eða ekki, þetta einhverju leyti, af því ég get líka spurt í pólitíska spurninga, þar sem að þú hefur sjálfur tekið þátt í pólitísku starfi og leitir lista dögunar, það ekki rétt hjá mér, fyrir mörgum árum, að erum við þá að ræða svona stimplanir, brennimerkingar eins og ríkisstjórnin farin af stað með skattahækkanir sem hún lofaði yrðu ekki og eitthvað svoleiðis. Þetta eitthvað þannig eða? Mér finnst það nú reyndar ekki. Ég meina ríkisstjórnin legið hálsi núna fyrir að kalla þetta leiðréttingu en mér finnst það nú bara ágætlega rökstutt hjá ríkisstjórninni að þarna verið að tala að leiðrétta skattstofnin af því að skattstofnin hefur verið lækkaður með hæpnum hætti að mínum mati að það rangt viðmiðunargjald notað og þá það bara leiðrétta þann skattstofn. Þannig að þetta finnst mér vera ágætlega rökstutt sem leiðrétting. Já, og nú hefur þetta mál varpa ljósi á eign kvótakónganna á allri virðiskeðjunni og spurt spurninga alls konar hluti sem jafnvel sumir getur kalla bara óhreina þvott. Þú ert búin að setja fyrirvara, þessi andstaða
hvað finnst þér hana á meðal útgerðamanna og hvernig hrópað sketsin hennar Eddu kannski rammar þetta inn þegar hún hágrætur yfir því að nú muni útgerðamenn lepja döðan og skil. Já, það kannski ekki mitt að dæma ég á eftir að sjá þetta skemmtilega sketsi á Eddu en ég hef heyrt vikið að því. Já. En ég meina, það eru þetta eðlitt í lýðræðisríkja hagsmunaaðilar berjist fyrir sínum málum og gegn málum sem að beinast að þeim. En ég held nú að ríkisstjórnin hafi bæði góðan málstað og góðan meirihluta til þess að koma þessi gegn. Já. Og svo nú mikil þörf á herri tekjum í ríkissjóð til þess að gera alla þessa góðu hluti sem ríkisstjórnin segist alla að gera. Já, eins og fær voru rök fyrir bara í morgun þegar fjármálaráðherra Daði kynnti fjármálaáætlun. Hann talar að þessir peningar sem að komi úr hafinu aukalega eða leiðréttir, þeir fari í vegi. Já, vegi fyrir á landsbyggðinni. Já. Það er ekki vanþörf á. Nei. En sko það má alveg fara nánar út í þetta ef að fólk hefur áhuga á sko, af hverju þetta skattur. Það er mjög skemmtileg ritgerð sem ég get nú alveg mælt með. Það einhver skemmtilegasta lögfræðiritgerð sem ég lesið í afmælisriti Gauks Jörundssonar frá 1994. Hún heitir Ættarmark álögunar. Í fyrsta lagi hún nú mjög skemmtilega skrifuð eins og fyrirsögnin bendi til og svo hún afar vönduð lögfræðilega og þar hægt að fara yfir það ef einhverjur efast enn af hverju hitt og þetta skattur og eitthvað annað ekki skattur. Það aðgreint frá alls konar öðrum álögum sem að ríkið leggur á. Já, þannig að þú mælir með því að við sem að viljum fræðast betur þetta við... Finnið þetta afmælisrit Gauks Jörundssonar og þetta eftir Gylfa Knudsen. Já. Fyrir nördana. Já. En sko, ég minnist þess þegar þú varst sjálfur í væringum við Samherja. Þú varst frambjóðandi, var ekki sagðan þannig að þú vildir bara koma fram og fá að tala og þeir vildi ekki sjá þig og gerðu greinamun á þér og fulltrúum annara flokka. Jú, það var eitthvað svoleiðis. Ég var oddviti dögunar í þingkosningunum 2013 í norðausturkjördæmi og ég held að það sé rétt munað þegar. Ég var nú eitthvað farin að ryðga í þessu að ég vildi koma á fund hjá Samherja og tala við annarkvort stjórnendur eða starfsmenn og það var eitthvað afturkallað. Já, og þú hefur mjög oft tala röddu almennings, verið í þeim herbúðum. Núna finnst mann eins og það hafi, ég var aðeins að fjalla þetta í bókinni Besti vinur Aðal, en mann finnst að það hafi bara myndast rosalegur veggur, það sem annars vegar útgerðin og hins vegar almenningur. Mjög miklar áhyggjur margra af uppkaupum þessi auður sem hefur orðið til að því að fá að nýta hafið okkar og fiskistofnana til þess að auðga svona mikið. Hann hefur verið notaður mjög miklu leyti til þess að kaupa í öðru atvinnulífi og svona kannski ekki akkurat þær forsendur sem ég kallaði þig til þegar ég baði að koma og ræða hvort þetta væri skattur eða ekki en þetta ekki allt saman svona mikið umhugsunar efni hvernig það hafi myndað skjá á milli þeirra sem að nýta þessa auðlind og okkar og eins og við sjáum á viðbröðunum. Jú, ég hefði nú haldið, mér minnir ég hefði nefnt það þegar ég var annarkvort í þessari baráttu fyrir dögun eða í stjórnlagaráði að ég hefði talið að skynsamir stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja ætti að vera löngu búnir að ná sáttum við stjórnvöld og þjóðina eðlilegt endurgjald til þess að stefni ekki hættu að einhver róttækari breyting yrði gerð því að mjög margir, jafnvel þeir sem vilja einhverja breytingar, eru sammála að kvótakerfið sé hagkvæmt og skynsamlegt og jafnvel til fyrirmyndar öðrum þjóðum en annmarkarnir eru þannig að það alltaf umdeilt og þessi þessi krafa sem að Davíð Oddsson var held í fyrstur til þess að setja fram að það sem tæki við þyrfti að vera í meiri sátt það held ég sé reyndar hægt að finna en það á ekki að vera krafa held ég að finna bara lægsta samnefnar, eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn eða útgerðar menn sætta sig við, það þarf að gefa eitthvað eftir að mínum mati.
Já. En ég hefði haldið að það væri bara skynsalegt að tryggja líka hagsmuni sjávarútvegs fyrirtækina af því að verði ekki gerðar róttækjarbreytingar. Já. Þetta bara hætta í bókhaldinu, myndi ég segja, eða hætta í efnahagsreikningi fyrirtækina ef það alltaf einhver óvissa hvað gæti gerst. Því að mjög margir eru sammála að það ekki hægt að ákveða bara einhverja stórkostlega breytingar frá degi til dags. Það einhvern aðdraganda. Þess vegna var Samfylkingin held ég einhvern tímann með fyrningarleið og með langan aðdraganda, aðrir með uppboðskröfu. Það þarf að ná einhverju langtíma samkomulagi meðal sjávarútvegs vegna. Já, nú það til hugtaki í lögfræðinni sem meðalhóf og meðalhófsregla. Þetta ekki það drastískt skref að manni sýnist að það setji eitthvað svoleiðis í uppnám. Nei, skattlagningarvald, þetta nú skattur, eins og ég sagði. Skattlagningarvald ríkisins einhverjum takmörkum bundið en ekki miklum. Það til dómar í gegnum söguna sem að sýna að ríki getur gengið mjög langt í skattlagningu og þá öðrum álugum ef þetta eitthvað á mörkum við eitthvað annað. Þannig að meðalhófsregla sem svona innbyggð í flest mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, hún að mínum að ekki brotin við það að svona leiðrétting á skattstofnirun eða gjaldstofni nær fram að ganga. Nei. Nú býðum við svolítið eftir því að sama gerist eins og fyrir allmörgum árum að bara flotinn sigli í land, sjómenn séu bara í krumlunni á þessum gæjum á útgerðinni og þau séu jafnvel þvert geð taki þátt í mótmælum. Það þín tilfinning líka? Að floti muni sigli í land? Já, útgerðarmenn muni beita fyrir sér sjómönnum. Þeir eru núna búin að tala að þetta muni beita á landsbyggðinni, þeir þurfa að loka einhverju vinslum og ég man nú ekki hvenær þeir gerðu það árið en við hvað tilefni, en ég efast að þeir gangi svo langt núna vegna þess að þetta vel rökstutt að mínum mati. Þetta vel rökstutt að þínum mati, já. Og ég hefði haldið að menn myndu nota svoleiðis stórskotalið í stærri, grófari tilvikum og eiga það inni. Ég held líka Þórir Snær Júlíusson hafi síðast bara í gær hér við Rauðaborðið í þætti bræðrana Gunnar Smára og Sme bent á að eftir breytinguna verður svona hagnaður í greininni ef allt eðlilegt miðað við síðustu ár miklu meiri heldur en í flestum öðrum greinum. Já, hann náttúrulega mjög mikill en auðvitað veit maður aldrei og auðvitað þarf útgerðin að taka áhættu og svona. Nú var loðnu brestur, ekki í fyrsta skipti, var annar ári í röð, minni mig, og það auðvitað ávísun á eitthvað lægri heldartekjur bæði greinarinnar og þjóðarinnar. Þannig að það má heldur ekki ganga of langt en ég ekki það góður í tölum að ég geti nefnt eitthvað varandi hagnaðinn eða þetta sem þú nefndir með fjárfestingu í öðrum greinu. Ég bara lesið það sem að hefur komið fram það og ég vissi að Samkeppniseftirlitið var að reyna fyrir að þetta vera að greina en var gert aftur ekki með. Já. Fyrir mér þá komist hlutir í svona nýtt samhengi þegar annar blaðamaður benti mér á að þegar ég keypti mig kaffi þá ég að styðja Guðbjörgu Matthíasdóttur útgerðar kvóta drottningu í Eyjum. Það var svona 1,5-2 ár síðan hann benti mér á þetta og þá fór ég svona að skoða eignatengingar í sjávarútvegi og þá kemur eignatengingar sterkra fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum fyrirtækjum og þá kom á daginn ég setti mig í samband við Artin Kjartansson á Heimildinni, blaðamann og þeir höfðu mappað áttu frábæra mynd sem að ég notaði einmitt í þessari bók Besti vinur aðal þessi eignatengsl en svo gerist það að það verður breyting fyrir 2,5 ári sem að torveldar okkur í rauninni að sjá eignarhald og alls konar svona kóngulóa vefi. Þannig að það eitt af því sem að hefur kannski leitt til þess að við erum ekki á hverjum degi við blaðamenn að fjalla þessi síauknu tengsl en þau eru þarna, það alltaf verið að kaupa. Og hvernig tengdist þetta kaffinu, segirðu?
tengdist þannig að hún Guðbjörg var sem sagt farin að flytja sjálfinn og búin að kaupa inn umboðið eða merki eða fyrirtæki sem að sýsla með kaffi og þau eru bara með allan fjandann sko. Já. Og þá spyr maður sig sko, hérna, þegar þau eru búin að eignast, ef þau eignast segjum bara þorra atvinnulífsins, alls atvinnulífs, þá eru þau búin að höggva verulega nærri tjáningarfrelsi okkar vegna þess að ef það alltaf einhver sem að er í okkar fjölskyldu eða okkur nálægur sem að starfar hjá fyrirtækjum sem að þessi nýríki hópur, ekki svo fjölmenni hópur hérna ræður yfir, þá er stór ákvörðun að gagnrýna þetta fólk. Já, eins og þú hefur nefnt í þinni bók og við þekkjum líka frá Akureyri sem norðan menn að þá er erfitt í svona litlu samfélagi eins og Akureyri að hafa sterkar skoðanir á til dæmis Samherja. Já, það er þannig á Akureyri, get ég sagt, eftir 25 ára búsetu, að ef þú ætlar á kaffihúsi að tala með gagnrýnum hætti Samherja, þá viðmælendur og allir í kring, það er lært viðbragð. Ef þú ætlar að tala með gagnrýnum hætti Samherja á kaffihúsi, þá lækkarðu rödd eða fer bara út undir horn. Þannig að en hins vegar ef þú talar vel Samherja, þá getur þú beitt fullum raddstyrk. Og hækkaru róminn. Þú mátt það. Og þannig verður þetta náttúrulega. Já. Og kannski er bara Ísland full lítið samfélag til þess að fungera vel að þessu leyti. Kannski. Og Akureyri er náttúrulega bara svona parallel universe við höfuðborgarsvæðið og hérna það er ekki að undra að sko mörgu okkar líði eins og að þessi breyting sem er nú ekkert svakaleg, munar einhverjum milljörðum á ári fyrir útgerðirnar, að það sé svona tákgrænt skref. Hið fyrsta sem stigið er að einhverju leyti gegn ofríkið þessara gæja sem hefur alls ekki aukið, sko þetta er náttúrulega, það er ekki að taka fram að þetta er hæft fólk og harduglegt og allt það og vel glæsilega rekin fyrirtæki, mörg af þessum fyrirtækjum en það bara má ekki verða þegar ræðir eitthvað svona sem að við teljum okkur öll eiga eins og auðlindir þjóðfélagsins að einhver einn lítill hópur af fólki sjúi allt upp og ítök hópsins verði meira og meira á öllum sviðum. Það er þú sem borgari og lögmaður hlýtur að geta tekið undir það að það er. Já, annars held ég að sko frumvarpi hafi kannski ekki þennan tilgang sem þú varst að nefna heldur kannski bara þennan tekjuöflun tilgang og leiðréttingar eða samræmingar og svo fyndist mér að því þú nefndi fyrsta skref sjálfsagt að skoða þá í kjölfarið sko önnur auðlindagjöld. Það er mjög gott að það verið tekin skattur eða auðlindagjöld af öðrum auðlindum þjóðurinnar. Vindi og hafi og orku annari. En sko tilgáta mín bara svo það sé á hreinu, hún er svo að þetta sé ekki bara til að auka tekjur ríkisins heldur sé þetta sko margir í hópi almennings líti líka á þetta sem tákgrænt. Tákgrænt skref fyrsta skipti sem að almenningur og ríkið nær aðeins að hvað maður að segja, rétt úr bognu bækinu sem að Já, það má vera. Ég hef ekki séð þess merki á ríkisstjórninni samt. Nei. En Gísli Tryggvason, þakka þér kærlega fyrir að koma hér og ræða þetta mál. Við munum halda umræðu leiðréttingu veiðigjalda áfram og þú munt sinna þínum störum. Alltaf gaman að fá þig hér að Rauðaborðinu, alltaf fróðlegt að heyri þér. Og ekki fara langt, áhorfendur góðir, við höldum áfram dagskráni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við ætlum að ræða breytingar á veiðigjöldum sem er eitt af allra stærstu málum ríkisstjórnarinnar og var kynnt fyrir helgi.
og verið svona í umræðinni síðan þá. Mætt harðri andstöðu stórútgerðarinnar sem að beiti fyrir sig SFS, samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, hart gegn þessu og við svo sem sjáum það líka á moggunum að það verið að draga upp kunnuleg stef í andmæli við þessu. En hingað komin Arnar Atlason sem framkvæmdastjóri Tór fiskvinnslu en líka formaður samtaka fiskframleiðenda sem að maður skýtur oft við svona til útskýringar að það séu fiskvinnsla sem að ekki útgerð á ekki kvóta. Þannig að þú vinnur í fyrirtæki sem kaupir allan fisk á markaði? Allt okkar hráefni kemur á fiskmarkaði. Já. Og kannski að þú ert að skjóta inn í að þar að leiðandi greiðum við hæsta verð fyrir fisk sem greitt á Íslandi. Já, og en eru samt í fiskvinnslu á Íslandi? Við erum eingöngu í fiskvinnslu á Íslandi og talandum að skjóta inn í við skilum hagnaðið af okkar rekstri. Já. En hvernig líst þér á tillögurnar svona almennt og yfirleitt að breyta reiknireglunni á bakvið veiðigjaldið? Hvernig slæri þetta þig? Ég hef lýst yfir áður að ég styð frumvarpið þó svo að þetta sé ekki leiðin sem að ég hefði valið. Stóra atrið í þessari umræðu allri það að þannig viðurkennt að stærstu útgerðir landsins sem að halda á veiðum, vinnslu, veiðiheimildum og þessari löngu samþættu virðiskeðju að fá afslátt af fiskverði. Og akkur þessi viðurkenning á þessu svona mikilvæg? Jú, það vegna þess að þannig eru leiðir eða þetta orsök þess að þjóðin snuðuð þjóðarhaginn. Hún snuðuð í formi þess að veiðigjöldin minnkuð, það það sem til grundvallar frumvarpinu, sem sagt verðlagningin vitlaus og það svo margt í sjávarútvegi sem reiknað út frá þessu verðlagi eða verðlagningu. Þessari vitlausu verðlagningu. En þetta hefur ýmsar birtingarmyndir. Ein svona gagnvart ykkur sem í kaupi fisk á markaði og þurfið að vinna hann og selja hann að það háu afurðaverðið að skilið hagnaði. Men hliðin á okkur kannski fiskvinnsla sem að kaupi fiskinn á töluvert lægra verði. Getur munað miklu? Það munar mjög miklu. Gefur mér það svona aðeins hugmynd hvað gæti það munar miklu? Já, byrjum á grunnunum í þessu. Að í síðustu kjarasamningum sjómanna sem að mínu viti eru svona hálfgerðir nauðungasamningar eða nauðasamningar vegna þess að sjómann hafa alltaf skekta samningsstöðu að mínu viti. Við búum við gamla skiptikerfið þar sem að þeir fá ákveðin hlut á aflaverðmætinu og þar alveg þetta það launagreiðandanum, útgerðinni til hagsbóta að uppgjörsverðið sé sem lægst og ef að þeir þyrftu að greiða laun samkvæmt markasverði þá væru launakostnaður þeirra hærri. Í síðustu kjarasamningum var samið það að afsláttur sem þessir aðeilar fá sem að landa hjá sjálfu sér væri 20%. Að viðbættu 5% sölukostnaði, þess að 25% afsláttur, það samið það í síðustu kjarasamningu sjómanna. Þannig þetta svona... Þannig þú ferð á markað og kaupir þorsk, segjum að ég eigi bæði fiskvinnslu útgerð og ég sjálfur mér á 25% lægra verðið heldur þú kaupir. Já, sem sagt að 500 króna verði sem ég greiði fyrir þorskin, segjum það, eða 600, getur leikið okkur að því, yrði þá 450 króna verð í vinnsluna sem þú heldur úti, sem eigandi lóðrétt samþættarar útgerðar. Þannig að ég þarf að borga mun lægra hráefnisverð. Við erum í samkenni, býst ég við. Ertu í samkenni við fiskvinnslu útgerðarinnar? Við erum það sjálfsögðu. Við erum bara öll starfandi á sama markasvæðinu. Mismunandi vöru auðvitað. Við erum í stöðunni eins og naktakonan að neyðin hefur kennt okkur að spinna og þar að leiðandi eru þessar vinnslur eins og við erum að reka. Það eru allar búin að búa sér til einhvers konar sérþekkingu, finna sér einhverjar hólur og spila á markaðin eins og mögulega unnt. Og þannig aðstaða okkar ólík heldur en þeirra en auðvitað eru öll í samkeppni. Og þið búið þá til vöru sem að vinnsla útgerðarinnar sinnir ekki eða nýtir hráefni sem að hentar kannski ekki í svona stór vinnslu þeirra?
Af því að meginþorrin fer í gegnum fiskvinnslu sem útgerðin á. Já, mikil ósköp. Við búum við það í dag á Íslandi að það eru búið að sveifla svona í kringum 100.000 tonn á ári sem selt á fiskmörkuðunum og það hefur verið á undanförnum árum í auknum mæli bæði þaðan og frá vinnslunu, samþættu vinslu útgerðarfyrirtækjunum að fiskur að fara í auknum mæli í útflutning, óunnin úr landi. Þannig að meiri sig á fiskmarkaði. Þannig að koma einhverjir og kaupa fisk á markaði og flytja nú til vinslu erlendis. Já, það er að aukast og það er enn annað dæmi sem hægt að ræða í öllu þessu samhengi. Það eru uppi, myndi ég segja, hótanir frá þessum samþættu útgerðar og vinnslufyrirtækjum að með hækkun veiðigjalds þá munu þeir ákveða að setja bara fiskinn. Af því þetta er bara ákvörðun. Þetta er ekki stjórnvaldslegt eða markaðslegt eða eitthvað slíkt. Þeir eru bókstaflega að hóta því að þeir munu setja meira af fiskinum. Þeir eru að tala og eru að hóta því að þeir munu skerða þjóðarhaginn. Af því að þjóðarhagurinn er bein afleiða af því hversu mikið er unnið hérna innanlands. Ekki bara hversu mikið er úthlutað í veiðiheimildum, ekki bara hversu mikið er veitt við landið, heldur líka hversu mikið við gerum úr auðlindur okkar. Og þá áttu við að það fer út í laun til fólks og ýmiss konar annars kostnað sem að hríslast samfélagið sem að myndi hverfa ef þetta er flutt til útlanda. Við getum bara að leikja rökin eru þau að þau segja ef að við að borga markaðsverði að þá getum við ekki rekið vinslu með hagnaði. Þess vegna verðum við að bara selja þetta út úr landi þar sem að laun eru lægri og það er hægt að búa til afurðir sem að standa samkeppnismarkaði. Ef við eigum að borga fullt verð og íslensk laun að þá gengur þetta ekki upp. En er þetta ekki akkurat það sem að þið eru að gera? Það er það sem er svo ergilegt og eiginlega ekki ergilegt heldur bara, mér vantar bara sterkari lýsingar orð. Þetta er bara, gerir mann virkilega sáran og reiðan. Að ef að við búum við þannig kerfi sem er með þessum hætti sem við sjáum núna í dag, að þetta eru svona lóðrétt samþættar undirverðlagningakeðjur sem að undirbyggja allan íslenska sjávarútveg, að ef að fiskvinnslu hluti þessara samþættu fyrirtækja er svona lélegur, að þá kannski er það staðreynd sem blasir við að þau eiga ekkert að vera standa í fiskvinnslu. Þá eiga þau kannski bara láta einhverjum öðrum það í té. Kvótin er á röngum höndum. Miðað við þetta. Og við búum við skortmarkað og fiskmarkaði. Við fiskmarkaðinni komu til sögunar á 9. áratugnum og í dag er það þannig að ég get farið yfir félagsmenn mína og hort inn á við mörg þessi fyrirtæki er að keyra kannski á 20-30% mögulegum afköstum miðað við húsnæði, tækjabúnað og annað slíkt. Þannig að ég hef kallað eftir því að stjórnvöld taki svolítið svona ákvörðun, taki svolítið í taumin og segi, við ætlum að sækja hér 10 milljarða í viðbót í gegnum veiðigjöldin. En ætlum við ekki bara að sækja svo einhverja aðra 10 milljarða eitthvað á einhvern annan máta, til dæmis með því að slá á puttana á þessum aðilum og segja, við ætlum að hætta að vera hráefnisþjóð, við ætlum að vera allur pakkin, okkur vantar meira í ríkissjóð. Það þátt að tala að sé við löndun að sé skilda þetta verið unnið á Íslandi eða hvað? Það er ýmsar leiðir. Eða einhver hlutfall sem að megi flytja út ferskt sem að sannanlega er þá flutt ferskt á neytendamarkað en ekki flutt út til vinnslu. Til dæmis væri þetta ein hugmynd, ívilnun til handa fyrirtækja sem væru að vinna fiskir innanlands, sem væri að búa til verðmæti. Þessi 50.000 tonn sem er svona tala sem hefur verið hent á loft, þetta er kannski hráefni upp á 20 milljarða. Og ef þú tala við fulltrúa þessa aðila erlendis, til dæmis út í Grimsby eða Hollandi eða hvar sem er, þeir horfa á þennan fisk upp á 20 milljarða sem kemur óunnin til þeirra sem brjálæðislegt tækifæri til verðmætasköpunar, atvinnusköpunar, en akkur getum við þá ekki snúið aðeins tilbaka og horta á þetta sem sama brjálæðislega tækifærið hér heima. Ég bara kalla eftir því hjá stjórnvöldum að þau horfi á þetta og velti fyrir sér í hvaða stöðu erum við í dag. Við hreyfum við einni jöfnu og þá virðast allt tappborðið fara af stað
og hótunin eru uppi að ákvörðun verður tekið að setja meiri fisk í gáma. Vegna þess að nota bene markaðslögmálunum hefur verið treyst fullkomlega til þess að skila mestri afkomu inn í ríkissjóð. Það má líka líta á veiðigjöld sem ákveðna uppgjöf stjórnvalda gegn því að tekjuskatturinn eða afrakstur af auðlindinni sé ekki nægjanlegur. Það er típist þannig hjá stjórnvöldum þegar þeim finnst þau ekki fá nóg að þá eru þau oft í svo erfiðri stöðu að þá er settur á flatur skattur eins og veiðileyfagjöldin eru. Skilurðu hvað ég er að fara að Að þú myndir vilja að sjávarútvegurinn yrði öflugri innanlands og þann myndi skila inn alls konar tekjum inn í ríkissjóð. Já. Og þá þyrfti kannski ekki að vera með veiðigjöldin væri alltaf ekki að vikta jafn þungt og þau gera núna í umræðinni. Er það meira það? Það er akkurat það sem ég meina. Ég er ekki hagfræðingur en það litla sem ég veit hagfræði er að þegar þú skekkir þessi öfl þá verður einhvers konar allra tap. En við höfum svolítið talað einhvern veginn var svo krafa og sjómenn hafa haft hana að allur fiskur á markað og áður en við komum að því að raunverulega eru tillögur ríkisstjórnar ekki það heldur eru þær að reyna að hafa viðmiðun á markaðsvirði á þessu markaði. Ef að stjórnvöld myndu taka undir þá kröfu allur fiskur á markað þannig að allar vinnslur eru þó bara að keppa á markaði hráefnið. Myndi það ekki leiða til þess að afurðaverð eða til ykkar, þessu hráefnisverðið myndi lækka? Ef allur fiskur fær á markað, þá er þið ekki, að því hann er einhver leyti yfirspenntur markaðurinn núna vegna þess hversu lítið kemur inn á markaðinn og þú ætti að segja að mörg af ykkar fyrirtæki gætu verið með 20% meiri framlegð og fleira. Ef það hefðu nægt hráefni, þá reikna ég með að markaður sé svolítið yfirspenntur. Myndi það ekki leiða til svona að það fær ekki niður í 25% afsláttin sem útgerðin fær, heldur einhver staðar kannski eitthvað aðeins niður. Nú er það þannig að í dag er fiskvinnsla án veiðiheimilda rekin með hagnaði og það er grundvallar atriðið og almennt er það þannig í góðri samkeppni eins og við erum að óska eftir og eins og samkeppniseftirlitið hefur ýtt að stjórnvöldum að tryggja að þá keyra fyrirtækin almennt að svona þolmörkum. Þannig ég sé fyrir mér að til skamstíma myndi verð lækka. Þegar þú eigur framboð þá lækkar verð til skamstíma. Til lengri tíma þá sé ég ekki að það myndi gerast. Já, ég vil hækka vegna þess að það eru fleiri sem hefur möguleika á að þróa fiskvinnslu sem að gæti staðið undir hærra verði. Já, og það er þrýsta verðinu. Algjörlega. Og það er best í þessu sambandi að benda á það að áður en fiskmarkaðinni komið til sögunar, svona í kringum 1980, þá var ekki þessi vinnsla í gangi sem að er í dag. Það var ekki verið að vinna hverskins tegundir sem að eru unnar í dag og seldar háu verði erlendis. Það var ekki verið að setja fisk í flug og svo fram til göttunum. Meira minna bara afgreitt í blokk. Já, þannig að tækifærin koma úr framboðinu. Já, og selt í eins og var á Bandaríkjamarkaði sem að fóru oft í fangelsi og skólamötuneyti. Já, þannig að ég segi eins og ég sagði að neyðin kennir naktri konu að spinna og hráefni hverskins er tækifæri. Það er rótin að nýsköpun. Það er endalaust hægt að greiða fólki fyrir einhverja nýsköpun en raunverulega nýsköpunin verður þegar tækifærin gefast. En nú eru tillögur ríkisstjórnar ekki það að allur fiskur fari á markað, ekki að viðskipti fari fram á markaðsverði, heldur bara útreikningurinn á veiðigjaldinu. Já. Sem er svolítið sérstakt. Já, því að þá segir ríkið að við erum hlunnfarin í þessu verðlagningu sem að þið eru með ykkar á milli, það sem að sami maðurinn að selja sjálfum sér. Við erum hlunnfarin og við viljum fá það leiðrétt. En það eru miklu fleiri sem eru hlunnfarnir. Það eru sjómennirnir, það eru hafnagjöldin. Það má halda því fram að það komi fram meðal hans í útvarpstekjum og þessu sveitafélögin sem að verði af. Þannig að þetta er svolítið sérstök svona leiðrétting þar sem að bara veiðigjöldin eru leiðrétt en margt annað er skilið eftir óbætt hjá Garði. Ég fagnaði náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld er að viðurkenna það að þessi tvöfaldaverðmyndun í landinu er óeðlileg. Ég fagna því fyrst og fremst og mér finnst mikið atriði að taka undir
það... Þú vilt ekki andmæla frumvarpinu? Mér illa við að gera það. En það samt eflaust að leiða líkum að því að þetta sé fordæmisgefandi. Að í kjölfari komi með þessir aðilar eins og fulltrúar sjómanna, eins og fulltrúar hafnasamlaga, nú eins og fulltrúar ríkissjóðs eða sveitafélaga hafa náttúrulega einhverju leyti gert. Og það svona, mér svona umhugsað það að því vorum að tala hennar gámútflutning, að við erum með einhver 50.000 tonn sem kannski hráefnisverð ef við gefum okkur að það séu 20 milljarðar. Og þá getum við farið ennþá lengra og ímyndað okkur að þetta hráefni upp á 20 milljarðar gæti orðið að vöru fyrir 30 milljarðar. Og það myndi þá skila sér bara lóðbeint sem einhvers staðar á bilinu 2-3 milljarðar í tekjustagatti, staggreiðslu, útsvari og tryggingagjaldi. Þannig ég að segja þar voru það 10 milljarðar og það alveg að sama eins og þetta sem að ríkið að koma með, sömu 10 milljarðarnir. Þannig að ég hefði valið þá leið að það væri bara farið í að leiðrétta, það væri bara eitt verði grundvallar eins og segir í lögum kjarasamninga sjómanna. Það myndi hafa gríðarlegar afleiðingar, það myndi hafa afleiðingar á laun til sjómanna og þar með útsvarstekjur sveitarfélagana, það myndi hafa áhrif á hafnagjöld, en það myndi líka hafa áhrif á uppbyggingu fiskvinnslu í Íslandi þar sem að væru fleiri fyrirtæki að keppa afurðunar á sanngjarnari hátt sem myndi líklega leiða til hámörkunar á afurðaverði ef að menn trúa á eitthvað svona frjáls markaðar. Við trúum því öll að ykkur leiti. Við höfum mjög sterka trú á markaðskerfinu. Við höfum bara mismunandi trú á hvort að markaður sé frjáls. Oftast það bara það sem á mesta peningi sem stýrir hún. Versti markaður sá sem sagður vera frjáls en svo alls ekki frjáls. Af því að þá ertu komið alls konar faktor inn í og veist ekki engan veginn að hverju þú gengur. Og ég held að almennt væri það best, en ég ítreka það sem ég sagði áðan, að stjórnvöld eru oft komin upp við vegg og ég upplifi það eins og Hanna Katrín og Daði komu með í kynningu daginn á frumvarpinu. Að þau voru algjörlega furðu lostin yfir því af hvaða tekjum ríkið hefði orðið. Þannig ég skil vel að þau vilji bregðast við með mjög snöggum hætti. En ég ítreka það líka sem ég sagði þannig að ég held að þetta sé fordæmisgefandi og við munum sjá bara að verði uppgjöri þessi markaðsverð versus afsláttarverði í innviðaviðskiptum muni nálgast hvort annað. Ég held að þetta sé fordæmisgefandi og muni leiðréttast á löngu tíma. Já, það ekki kannski líka þannig að stjórnvöld munu neyðast til þess að ýta undir það að allur fiskur fara að markað því að það verður ábyggilega mjög mikil lögfræðileg flækja að ætla að sýna fram á það að skattlagning af ímynduðum viðskiptum sem ekki fóru fram haldi. Já. Ég held að séu margar lögfræðideildir núna alveg á fullu tilbúnar. Og það að viðmiðunin á þegar var seldur einn farmur af loðnu á Fáskrúðsfirði að viðmiðunin við veiðigjald viðkomandi skips miðist við verð sem var í sölu á loðnu sem var landað í Tromsö. Það mikil sóknarfæri held ég þarna í að lagfæra þessa verðmyndun í heild sinni og sko ég hef ekki talað þannig að allur fiskur eigi að fara á markað. Mér hefur fundist eðlilegra að segja að allur fiskur eigi að seljast á markaðsverði. Sem eiginlega kerfi sem átt að vísa í sem í Noregi, þar sem að þeir eru með svona að þegar að viðskiptin eigi sér stað þá taka þau mið að markaðsverði. Já, í Noregi... Með ýmsum svona frávikum út af byggðasjónamiðum og þannig að það óendanlega flókið kerfi, en það samt, sko, hugmyndin svo að viðskipti fari fram sem næst markaðsverði eins og hægt er. Já, sko ég svolítið horfa á galla beggja kerfa og það er ekki heldur eins og vísa til fullkomið í Noregi frekar en hjá okkur. Hjá okkur er hagur handhafana af því að halda afkomu útgerðar niðri og þar að leiðandi sjáum við útkomu tölurnar byggðar á því. Í Noregi það öfugt farið.
að þar er vinnsla nánast kyrð niður á 0 út af þeirra kerfi. En munurinn samt sá að þar greiða menn miklu líkara verð fyrir hráefnið heldur en við erum að gera hér. Við höfum séð allt upp í 45% verðmun á markaði og í beinu viðskiptum og það getur ekki talist annað en óeðlilegt. Og sko það sem að mér finnst líka oft verið að drepa málin og dreif, ef við hugsum bara venjulegt launauppgjör að þá og það á við lang flestar útgerðir landsins að þá eitthvað launatímabil, oftast mánuðurinn eða kannski skilin eftir síðustu dagarnir í mánuðinu, segjum bara 27. til 25. Og þetta gert upp mánaðamót til þess að sé smá tími til að gera launauppgjörið. Markaðsverð á fiskmarkaði liggur fyrir samdægurs. Þannig að það þarf ekkert að vera eitthvað svona, eiginlega mér að sletta delay eða senkun á því að reikna það út. Það liggur fyrir samdægurs. Þannig ég að segja að við hver mánaðamót þá engin ástæða til að bíða eitthvað og halda fundum eitthvað fiskverð eitthvað staðar norður á Akureyri. Þá geti ég spurt sko, því að þetta er að leggja til að öll viðskipti miðist við markaðsverð eins og það á hverjum degi. Sjómenn hafa lagt þetta til. En markaðurinn nógu öflugur til þess að það sé raunsætt verð? Ef við segjum að nú er ég að tala sem fulltrú SFS, sem að segja það að vísir að landa hjá sjálfum sér og það duttu þarna inn bara sára lítill fiskur sem að þú og félagaðínir voru að keppast og verðið var alveg upp í rjáfri, að þá ég neyddur til þess að selja sko sjálfum mér verða á því háa verði og greiða hlutin og hafnagjöldin og allt saman út frá því sem ekki raunverulegt markaðsverð. Hvað myndirðu segja við svona rökum sem að þú örugglega heyrt áður? Raunverulegt markaðsverð náttúrulega það verð sem að hægt að fá fyrir hvers konar vöru hverju sinni. Það getur verið svona mikið sem fór á markaðinn, en ég var að landa svona miklu. Sko. Það samt staðreind að við erum að selja 100.000 tonn á markað á hverju ári sem ansi stór partur af þessu öllu saman. Og við þurfum að komast út úr því umhverfi að það sé hægt að drepa málum og dreip á þennan máta. Það í hæsta máta óeðlilegt að það sé ekki best að selja gegn hæstaverði. Það bara í hæsta máta óeðlilegt. Og það þarf að sjálfsögðu eins og nefndir á hann að leita jafnvægis en þetta ekki rök sem halda. Ef markaður með hrávöru og menn kjósa að selja á lægra verði þá bendir það strax til þess að markaðinu sé mengaður. Það sé eitthvað í ólagi sem að blasi við hjá okkur. Já, og óbreytt kerfi þegar það að skoða eins og þú segir að ráðherrarnir hafi orðið hissa þegar sáu hvað það var stórkostlegt, að þetta náttúrulega gríðarlegt tap fyrir sjómenn, þetta gríðarlegt tap fyrir sveitarfélögin, þetta gríðarlegt tap fyrir þjóðarbúið allt á að hafa kerfið eins og hefur verið hingað til. Við erum að tapa sko 20 milljarða. Já, ég reyndar finnst þetta eiga við margt annað hjá okkur. Mér finnst það bara svo ríkjandi krafa sterkra fyrirtækja að þeirra ansvar til þjóðfélagsins sé að skaffa atvinnu og við heyrum allt of oft í umræðunni að fyrirtæki ekki að tala eigin gjöld til hins opinbera. Þau fara alltaf að tala hvað? Skattasporið, vinsalegasta orðið í umræðu í dag þetta blessaða skattaspor. Veist, ef við ekki bara hægt að tala frekar þetta skattaspor. Ef starfsmaður að vinna hér, þá eins og fyrirtæki orðið skattin hans. Hvað alltaf þetta enda? Ætlar líka að taka virðisaukaskattin sem að var af brauðinu eða sjónvarpinu sem starfsmaður keypti og halda svo endalaust áfram. Þetta mjög ótrúlega skringileg hugmynd þetta skattaspor. Hvað ef að nefna pósturinn eða ríkisútvarpið, eru þeir með skattaspor? Þetta ég held að þetta sé algjörlega, þetta eitthvað sem þarf að ráðast á, þetta nánast eins og meinsemd til að slá ryki augun á fólki, skattaspor og afvegaleit störf. Rosalega skrítin umræða. Við erum með auðlindirnar okkar og við eigum að gera þá kröfu að það skili okkur hag í heimilisbókhaldið okkar. Við erum bara smá þjóð sem eigum að geta gert þessa kröfu. Eins og það var miklu meira í
það voru miklu fleiri sem unni í sjávarútvegi hér bara fyrir stöðu síðan. Það var náttúrulega velvæðing og í fiskvinnslunar og fleira sem að útrýmdi störfum og eitthvað fleira. En maður myndur nú kannski halda að þróunin geti haldið áfram, að atvinnugreinin geti samt haldið áfram að byggjast upp. En ég ætla að spyrja það einu, það er annað sem að ríkisstjórnin er með hérna á takteinunum. Það eru 48 dagarnir í strandveiði. Hvaða gildi hafi strandveiði fyrir ykkar starfsemi? Ég efast að við værim í rekstri ef að strandveiðar hefði ekki komið til. Strandveiðarnar sérstaklega núna eftir þessa breytingu eru gríðarlega jákvætt innskot í þessi viðskipti í heild sinni á gríðarlega mikilvægum tíma sem er sumartíminn. Eftirspurn eftir ferskri sjávarvöru er mjög mikil og sérstaklega úr þessum nýveidda línufiski, því að þarna erum við að tala svona ferska neytendavöru sem mikið er beðið En ég hef heyrt svona fulltrúa SFS og fólk svona sem að er með þeirra svona orðræðu í samfélaginu að það sé þvert á móti þannig að verðmæti afla sem að stórútgerðin fangar sé miklu meira heldur en smábátana, það sé illa farið með aflaðar, það sé illa ísaður og þetta sé hráefni sem að það er. Þú ert ekki saman að þessu? Nei, ég bara skora á sömu aðila að bera saman. Þú hefur heyrt þetta er bara linnulega statið fram. Já, þetta hefur nú heldur gefið eftir og það er mjög mikil aukning á því að einmitt aðilar innan SFS kaupi strandveiðaflann í stórum stíl, komi þegar þeir eru með eigin útgerðareikunleiti í stoppi eða slíkt og kaupi aflann til að fylla upp í vinnsluhólur hjá sér. Og ég veit það alveg, ég bara veit það eigin reynslu að þetta er í mjög mörgum tilfellum betri fiskur en aflinn sem þeir eru að koma með eigin skipum. Og ég hef mjög ítrekkað að því hann er nýrri og að því að veiði aðferðin fer betur með fiskinn. Algjörlega. Þetta er ekki flókið mál. Þú ferð aldrei út í fiskbúð og sér þar 5 daga trollísa. Það bara stendur ekki í auglýsingum þeirra sem er að selja fisk. Það er aldrei talað troll og það er aldrei talað að það séu kannski alltaf vika frá því að fiskurum var veiddur. Það er ákveðin atriði sem við viljum ekki nefna. Við sjáum það líka bara á auglýsingum stórútgerðarinnar út í heimi að það er alltaf mynd af trillusjómanni. Það er ekki mynd af verksmiðu togaranum sem að... Nei. Ég er hrifinn af fjölbreyttum sjávarútvegi, en ég er ekki hrifinn af því þegar er verið að beita fyrir sig fölskum rökum og gagnrýni á strandveiðarnar eru að mínu viti fölsk rök. En ef það er verðmætara hráefni og þar af leiðandi hægt að búa til verðmætari afurðir, gæti það ekki verið bara þjóðhagslega hagkvæmt að ýta aðeins meira af aflanum af togaránum yfir í smábátana? Ég get snúið þessu við og spurt þig að hvernig er kerfið í dag? Kerfið í dag setur það í hendurnar á handhafa veiðiheimildana hvernig hann sækir aflann og kerfið í dag setur það ekki í hendurnar á handhafa veiðiheimildana að skila verðmætasta aflanum. Hvað er það sem hann stendur frammi fyrir? Það er að skila sem mestu í hans eigin vasa. Það er eina skilyrðið sem honum er sett til þess að spjara sig í samkeppni við aðra. Ég hef ekki séð rannsókn á því hvort að fari saman þjóðarhagur og best afkoma útgerðarfyrirtækja. Það ætti að vera hægt að reikna það út með því að finna út hvert er endanlegt afurðaverð og það sem þú ert að vísa til að segjum að við ætlum að reyna að ná súsugalli í afurðaverð að það getur kostað 800 krónur að búa það til. En ég gæti hins vegar sett lakari vöru á 800 krónur sem að kostaði mig bara 500 kall að búa til. Þá fengi ég 300 kall í vasan. Þá er þetta að vísi það. Það er nákvæmlega að segja. Það ætti að vera eitthvað hvati í kerfinu til þess að afurðaverðið er sem allra mest, þó svo að það er meiri kostnaður á leiðinni því að sá kostnaður hríslast hagkerfið með ýmsum hætti. Það er landlægt hérna á Íslandi að það er oftrú á því að sjávarútvegurinn sé bara spjara sig svo vel að það þurfi ekkert að huga að honum. Þetta sé bara eina mjólkukúnum og þetta bara spjara sig sjálft og við eigum bara láta þetta í friði og láta þetta bara dafna. Einhverju leyti hugsað á réttan máta. Ef að þessi mjólkukú væri að skila því inn í ríkiskassan sem að ríkiskassin þarf og vill, við höfum heyrt umræðina núna, þetta dugar ekki fyrir hafrannsóknum og veiðieftirliti.
alveg ótrúleg staðreind en sko mér finnst vanta bara að stjórnvöld setjist niður, búið sér til stefnumótun og komi einmitt inn á þetta. Hvort það þjóðarhagurinn eða afkoma fyrirtækjana sem við viljum horfa á. Það ekki endilega sama sem merkið þarna á milli. Þetta eru 2 stór mál sem eru veiðigjöldin sem ríkisstjórnin með og svo strandveiðar. Það annað mál sem að ég held að sé einhvers staðar á leiðinni sem byggðakvóti sem var í tillega í nefndinni, stóru nefndinni hennar Svandísar var nú eiginlega að láta hann hverfa inn í stóra pottin einhver leyti. Það var rætt það svona, háaða sömustu rættina voru í þá veru. En við höfum eftir að sjá hvernig ríkisstjórnin allra, það svona óleyst mál, því að byggðakvótin hefur ekki reynst, stórútgerðin hefur fengið hluta á honum og hann hefur svona eiginlega farið inn í það. Hefurðu sjónarmið það, hvað er að gera við byggðakvótan? Mín persónulega skoðun svo að strandveiðarnar hafi virkað miklu betur heldur en byggðakvótin. Þannig fella þessi 2 kerfi saman. Mér hefur þótt það mikið eðlilegra og það hefur verið búið til mjög undarlegt viðskiptasamband víða út á landi þar sem að er að ræða fáa útgerðarmenn og svo fáa vinnsluaðila. Þannig að viðskiptasambandið eða hversu mikið útgerðarmaðurinn er byggður undir þann aðila sem heldur á byggðakvótanum býr til mjög svona annarlega hvata í viðskiptaverðinu. Þess vegna hefur mér fundist mikið eðlilegra að styrkja strandveiðikerfið. Við sjáum það bara hríslast allt land hvar þeim afla landað og það á líka að vera þá einhvers konar nýsköpunargrundvöllur og mætti þá mikið frekar velta fyrir sér einhvers konar ívilnunum eins og vorum að tala á hana ýta undir vinnslu hér innanlands. Það myndi hríslast mikið meira út úr samfélagið. Ég hef heyrt mjög undarlegt svona umtal þennan byggðakvóta. Hann hefur alls ekki allstaðar tekist vel. Nei, það hefur stundum verið bara ábendingar eitthvað sem að lítur út eins og bara spilling. Það sem verið að deila út svona gæðum. Eitt í varðandi strandveiðarnar, ef ég ber á borð svona mótrögg, þá hefur verið sagt að þeir sem eru á strandveiðum, þetta getur nú verið að vera ykkur í kennar fyrir sunnan sem að koma þarna og Borgarfjörð Eystri eitthvað yfir hásumarið og það kemur ykkur fiskur inn og þarf þá að vera í ykkur vinnslu sem að síðan fær enga fisk yfir veturinn og þetta er auðvitað bara skekkir alla svona uppbyggingu sjávarútvegs. Hvað segirðu þessu? Get ekki alveg verið kennarar og leigubílstjórar borði í frystutogurinn landsins? Nei, það er nú mest svona atvinnusjómenn. Strandveiðisjómenn eru náttúrulega stundar strandveiðar að atvinnu. Já, ég segi það allan á þessu sving. Já, akkurat. Það gríðalegur fjöldi kennara útskrifaður úr kennaraháskólanum. En þeir eru ekki allir að vinna sem kennarar og mér hefur alltaf fundist þetta hálf undarleg rök. Það verið að reyna að tala svona atvinnugrein sem hálfgett svona hobby og sé ekki ekta. Já, en sko ég held að eigum mikið frekar að stuðla að þessu og ég held að Og þú horfir fyrst og út á bara afurðaverðin og hráefnið betra, afurðaverður herra. Og ímyndin betri líka. Við mögum alls ekki gleyma því. Við stóðum frammi fyrir þessum svokallega vatneradómi fyrir orðið allmörgum missurum þar sem að Mannréttindadómstóllinn ályktaði atvinnufrelsi. Og þetta svona einhverju leyti leið stjórnvalda til að verða við því, ég veit ekki hvort á að kalla ákalli eða hvað skal kalla það, og ég held að heildarímynd íslensk sjávarútvegs væri og miklu betri ef við erum með þetta strandveiðikerfi og reynum frekar hlúa að því heldur en að tala það niður. Ég held að það sé sterkara fyrir heildina af því ég vil ekki bara tala fyrir sjálf mig og þá sem ég stend fyrir en maður dettur alltaf í það auðvitað í þau skref sko. en ég held að það væri farsælast fyrir allt og alla sem í greininni starfa. Arnar, gott að fá þig til að tala þessar miklu breytingar sem eru framundan í
bæði sambandi við veiðigjöldin og svo strandveiðarnar og kannski mun ríkisstjórnin halda áfram. Mér finnst það svona hljóma svolítið að þegar þau eru búin að stíga þetta skrefa þá hljótaðu einhvern veginn að leita einhverju skrefi til þess að ýta markaðsverðinu eða þess að öll viðskipti verði á markaðsverði. Það skildi vona það. Kæra þakkir. Kæra þakkir. En við ætlum að vera hérna áfram við rauða borðið að reyna að skilja þetta samfélag og þennan heim sem við lifum í sem alltaf verður að breytast. Við reynum að hanga í skottinu. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Unnur Andrea Einarsdóttir, listakona, tónlistakona, aktivisti. Vertu velkomin. Takk. Við erum nú svona hingað fyrst og fremst komnar til þess að ræða frumsýningu myndarinnar No Other Land í Bíóparadís. Þetta er mynd sem að fjallar umfyllunarefnið er svona þér og mér hugleikið og ansi mörgum, en þetta myndi fjallar landtöku hérna á Palestínu, í Palestínu þarf að segja, og svona þessa hérna, hvað var að segja, það er bara þessa ógnar ofbeldisöldu sem að gengið yfir fólkið á Vesturbakkanum núna bara í 76 ár. Og hérna, myndin gerð af palestínsk ísraelskum hópi, en hún fjallar yfirtöku ísraelska hermanna á Masafer Yatta á Vesturbakkanum og bandalagið sem myndast á milli palestínska aðgerðasinnans Basel og ísraelska blaðamannsins Yuval. En hérna, þetta mynd sem vann Óskarsverðlaun og hérna hefur verið svona mikið í hérna deglunni. Núna fyrir nokkur dögum síðan barst fréttir af því að handritshöfundur og leikstjóri myndarinnar annar tveggja eða þriggja hérna var tekin höndum á Vesturbakkanum og hérna það var farið illa með hann, var laminn og fangelsaður af ísraelskum hermunum og landtöku fólki. Þú hefur hitt þennan mann? Já, ég fór 2022, þá fór ég á Vesturbakkann og fór þá með samtökum sem heitir Breaking the Silence, sem eru ísraelsk samtök með fyrrandi hermönnum, ísraelskum hermönnum, og þeir taka mann það Vesturbakkann og hérna, já, raun og veru sína manni, þú veist, hernamið og bara aðskilnaðin og allt þetta. Og það eru nokkra ferðir sem eru með og þessi sem ég fór í, hún var að einblína á þetta svæði, South Hebron Hills, eða þessi suður, hérna, þessi svæði sem Masafer Yatta á líka. Og hérna, við fórum þá og hittum, fórum heim til hans Hamdan Balal. Já. Og hérna, og heyrðum söguna hans og hann var að segja okkur frá bara sinni reynslu, þú veist, hann er búin að vera aktivisti í mörg ár og búin að vera dokumentert eins og við sáum í myndin í gær og hann lýsir því fyrir okkur hvernig, til dæmis eins og bara nýlega, þú veist, 2 mánuðum áður en við komum þangað, þá hefðu það er svona smá leiksvæði fyrir börn þarna, þetta er svona lítið, það sem hann býr bara svona lítið þorp, mjög lítið, mjög svona frumstætt, þú veist, það eru nokkur hús sem eru svona bara kannski svona 2 eða 2-3 svona hús, síðan eru líka hlutir sem eru líka bara hérna svona hellir sem að nýta sér líka, búa líka í og já, tjöld. Og svo er eitthvað leiksvæði sem fjármagnað af alls konar svona hjálparstofnunum og það höfðu svona landtökufólk komið svona eitthvað hátt í 40 manns hefðu umkringt þennan leikvöll og sonur hans var þarna sem var 4 ára og hann kom að þeim, hann var í vinnunni þá, kom að þeim og þá höfðu þeir bara neitað foreldrunum að hitta börnin og vera að hóta þeim og svona. Börnin voru bara lokuð innan á svæði? Já, inn í þessum svona húlíkan hóp, sko, og hérna, og hann getur náttúrulega ekkert gert, þú veist, hann er bara, en þeir reyna alltaf að hringja, þú veist, í herinn og eiga að fá hjálp frá hernum og vernd frá hernum, en herinn er alltaf, sko, meira og meira, þú veist, annarkvæmt bara horfir á, eða verndar, sko, landtökufólkið og ekki palestínumennina. Og hérna,
Og þetta bara svona reynslur eru bara, þú veist, daglegt brauð, náttúrulega hjá þeim, hjá Vesturbakkanum. Og hann líka að lýsa, þú veist, eins og til dæmis með leyfi, þú veist, þau eru náttúrulega búin að búa þarna í margar kynslóðir, þú veist, og þetta eru auðvitað, veist, þeirra land. Og til dæmis, það svolítið svona, á þessu svæði svona svolítið erfið veðrátta, veist, og stundum fíkur og þú veist að fjúka tjöld og svona og þá þurfum alltaf að byggja það aftur upp og hann til dæmis sagði já það fauk nýlega eitthvað og svo þurfum að byggja það aftur á nóttunni að því að annars kemur ykkur og segir þú veist, heyrðu, eruð með leyfi fyrir þessu og þú veist, þótt að það hafi verið eitthvað þarna fyrir og ykkur kemst að því eins og til dæmis var eitthvað tjald, þú veist, og þau var að byggja þetta upp aftur þá kemur ykkur og segir, heyrðu, já, þú veist, hvar er leyfin og þú veist, þið voru ekki með þetta tjald áður og það var bara málið að þeir hefðu ekki fundið efni við, eða í tjaldið í sama lit og þau voru með sem sama tjald var í áður og þau eru einhvern veginn að gera ykkur skýrslu það, þetta er ekki nýtt, þú veist, við bara fundum ekki, þú veist, sama efni við og það svona, þú veist, og þau eru að fara með þetta til ykkur lögfræðinga, það gert þeim svo erfitt fyrir bara að vera til og það er ekkert annað í kring, þú veist, þetta landtökufólk er bara, þú veist, þau eru ekki fyrir neinum, skilu, þú veist, þetta er bara svona mjög, mikið ofbeldi sem er sæta svona, þú veist, Já, og hann var sem sagt, þegar þú hittir hann þarna á Vesturbakkanum, þá er hann einmitt, hann er að lýsa þessum aðstæðum sem eru alveg hryllilegar og þessir félagar, þeir hafa svona verið að taka upp og dokumentera reynslu sína af þessu, ég meina það eru auðvitað bara þjóðarmorði í Vestandið í Palestínu og þetta er svona einn angi þess þó að sko, einhvern veginn svona slátrunin, hún er að eiga sér staðinn á Gaza en það sem er að eiga sér stað á Vesturbakkanum og þar í kring, ég er svo leimóls þar, það er alltaf svona að stigmagnast einhvern veginn. Já. Sko, þetta er mjög svipað svona eins og að Gaza, fyrir utan það að þetta er svona mjög hægfara. Þú veist, og þetta er búin að gerast svona það hægt, þú veist, þessi landtöku byggðir, sko, ég hef líka keyrað þarna með vinum mínum, hann var að sýna mér bara hvernig, sko, þeir byggja svona hægt og rólega, þú veist, í kringum palestínsku þorpin. Þannig að, þú veist, þá er það einhvern veginn umkringt landtökubyggðum og þá er auðveldara einhvern veginn að króa það af og, þú veist, kreista þig út eða, bara eins og Gaza er orðið, þú veist, það er einhvern veginn, það bara gerist hægar, það er raunin verið svona hægt þjóðumar og svona, hæg þjóðurnisreinsun en auðvitað eftir 7. október þá náttúrulega er miklu meira ofbeldi og, þú veist, miklu meira að fólk sé drepið, þú veist, og landtökufólkið bara sér einhvern veginn færu því að skjóta og, þú veist, þeir náttúrulega bara með rifla og það var jafnvel, sko, þeim að jafnvel úthlutið vopn af hernum, þannig að það nú eru allir, sko Já, einmitt, á Vesturbakkanum. Já, og það er allir líka að fókusera, þú veist, á Gaza, þú veist, þannig að einhvern veginn Vesturbakkinn verður svolítið svona eftir og við höfum bara náttúrulega í okkar svona þú veist, já, okkar aktivism að fókusera svo mikið þar en að meðan er einhvern veginn geta þeir bara svona tekið hitt svona í turbó á Gaza. Og ég meina þetta er auðvitað svona sem að ástandi byrjaði á Gaza, þetta byrjaði með þessu gríðarlega ofbeldi og svo er mokað undir, þú veist, einhverja öfgahópa og þú veist, og þá verður til þess að, einhverja réttlætingar að loka svæðinu alveg og fangelsa það og allt þetta, þú veist, þetta er, maður hefur séð þetta. En það er sko, það hefur farið rosalega lítið fyrir einhvern veginn samtalinu Palestínu í Hollywood. Já. Það sem komur rosalega óvart að þessi mynd skildi einhvern veginn fá Óskarsverðlaunin. Það kom mér rosalega óvart. Þetta var bara virkilega, alveg magna, sko. Rosalega mikill sigur. Já, og maður hugsaði með sér, sko, hvort að ástæðan kynna vera að það er þessi blaðamaður hérna er ísraelskur sem er einn af höfundum myndarinnar. Þetta er svona eins og samvinnuverkefni. Já. Og það hafa einmitt líka margir verið mjög gagnrýnir á þessa mynd einmitt út af því að Ísraelar séu sko farnir að einhvern veginn svona hvítþvoksi í gegnum listina og kvikmyndalistina með aðstoð sko palestínskra listamanna einhvern veginn, þetta er svo flókið já, einmitt. Já, þetta er svona
og maður Já. skilur alveg þá reiði en líka á sama tíma þá áttar maður sér alveg á því að fólk auðvitað bara fólk og þú veist, misgott og vont og Já, þú veist. Einmitt. Mér finnst þessi mynd ekki vera svona sína hvítþvott sem sagt fyrir til dæmis þessi tveir hérna þessi ungu menn sem eru þarna aðal, segi ekki leikara en sem þarna fylgst með sko og þeirra vináttu og mér finnst ekki þetta koma neitt vel út fyrir Ísrael og ég held einhvern veginn að þessi mynd, þeir sem að þekki ekki til þessa ástands og hérna á Vesturbakkanum eða Palestínu, þessi mynd er ekki Ísrael í vil, þú veist. Og hérna, þannig að, og jú, það er alveg mörg dæmi það hvernig Ísrael er hvítþvo sig, þú veist, bara svona bleikþvo sig, þú veist, og allt þetta, en mér finnst myndin ekki verið þannig, mér finnst hún verið rosalega, sko lýsa svo rosalega vel og það er rosalega nálægt, fær rosalega nálægt fólki og svona, þú veist, hún er einlæg, þú veist, og maður sér einhvern veginn bara einhverja rosalega, þú veist, basic aðstæður sem fólk er í og einhvern veginn er að reyna að þú veist, að móða úr því sem það hefur. Hún er svona rá eitthvað. Já, hún er rosalega hrá og það er náttúrulega, þú veist, tekið upp á síma og þú veist, mikið hreyfing og svona, þú veist, og eða svona tekið upp í átökum og svona og mjög stund komið svo rosa vel til skila. Og svona bara eins og með, sko, já, hvað ætla ég að segja? Já, þetta kom mér rosalega óvart en svo kom okkur líka svo óvart og örugglega þér líka eins og það var hann handtekinn. Já. Að þegar maður veit að sko þú veist, Ísrael eru rosalega viðkvæmir fyrir bara að maður sé að fjallum þetta og allt þetta er alltaf hérna, veist. Þannig að, og svona það handtakan, ég hugsaði líka, fyrst sem ég hugsaði bara, vá, hvað þetta er bara heimskulegt. Já. Að sko, þú veist, þetta er versta PR move, nú er alltaf, þú veist, augu allra í Hollywood á, þú veist, þetta er bara þetta er fréttnæmt. En mig grunar sko að landtökufólki sem er svolítið svona óbeislað og bara fullir veringu, þetta er svolítið svona, þú sé ég segja, þetta er svona redneck stemning, svolítið, þú veist, sko, ég er nokkuð vissum að sko, hún var alltaf sleppt þarna fljótlega eftir eða 24 eða sólarhring eftir. Já. Ég er nokkuð vissum að það hafi verið svolítið svona, getum við ekki, þú veist, já, að herinn hafi bara ákveðið að það myndi ekki líta vel út. Einmitt. Ég meina að það er alltaf sama í rauninni ísraelski herinn, innrásarherinn þú veist, gaf frá sér einhverju yfirlýsingu að hann hefði verið partur af einhverjum átökum og svona, þú veist, maður séð þetta alltaf einhvern veginn spilast út áður og það er en sko, það sem er svo ótrúlegt við þetta er einhvern veginn að þessi bíómynd er hana og hún er, þú veist, á að endurspegla eitthvað ástand en svo er hann tekin höndum, þú veist, bara nokkrum, hvað er þetta, viku eftir hann vinnur Óskarinn eða eitthvað, tveimur vikur eftir hann vinnur Óskarsverðlaunin og hérna, og þetta er eitthvað svona ótrúlegt. Ég veit það, maður bara trúi þess ekki. Einmitt. Bara þú veist, það er ekkert nóg, þú veist, það er alveg sama hvað. Þeir verða samt alltaf einhvern veginn, þegar þessi eigi sér ekki, sko, þú veist, neitt tilverurétt, alveg, veist, og maður er líka, hugsa þetta svona þú veist, hvort þetta sé, þú veist, það sem að maður hefur verið að fylgjast með er að, þú veist, Ísrael virðist alltaf vera svona, ef að, þú veist, með, sko, fullri virðingu fyrir börnum, hérna, þá eru börn oft svona, þau eru alltaf svona að testa, svona hversu langt þau geta farið, eða bara, þú veist, en ég meina, eða bara, ofbeldismenn, ég meina þeir eru þú veist, þegar þú horfir á bara heimilisofbeldis mál sem að bara einhvern veginn ágerist yfir eitthvað tímabil, þá er það yfirleitt þannig að þú veist að ofbeldismadurinn hann svona byrjar að svona, gengur alltaf skrefi lengra sko, af því að ef hann kemst upp með eitthvað þá hérna gengur hann lengra næst sko. Og ég fekk allavega svona tilfinningu þegar hann var tekin höndum að þetta væri svona, þeir væri svona testa sko, þú veist, það væri verið að tjekka viðbröðin svona í veröldinni og ég meina þetta það komu reyndar, þú veist, ég var allavega ekki vör við það kemu einhverja gríðarlegar sko, kemur ykkur greiðlegu þrýstingu frá Hollywood eða Bandaríkjunum eða hérna að sleppa honum sko. Það var það aðalega bara, þú veist, litli fréttamílar sem sögðu frá þessu til að byrja með og svo einhvern veginn vatta upp á sig og þetta var, þú veist, komið frétt á RÚV og BBC eða eitthvað, en einhvern veginn svo ekkert meir sko. Engin fordæming og ekkert, þú veist
Nei, einmitt. Sko ég geti trúið því að það sé rosalega mikil meðvitund núna bara líka út frá því sem búin að gerast á Gaza, miklu meiri svona meðvitund hjá alþjóða samfélaginu og sérstaklega í Bandaríkjunum sem er svona lykil, þú veist, land eða það sem að maður einhvern veginn hugsar fólk ætti að vita meira um þetta sem þau náttúrulega bara borga fyrir. Eins og ég meina þetta þjóðmorð, en svo ég ímynda mér, þú veist, að fullt af fólki inn í Hollywood standi með Palestínu en þú veist bara ítökin og valdið til að þakka niður er svo rosalega sterkt að það einhvern veginn nái að, þú veist, svona já, að svolítið stjórna fólki. Þótt að innst inni þá er fólki, ef maður sér þessa mynd, þú veist, það er bara svo augljóst hver er að brjóta á hverjum, þú veist, en að já. Sko, já, þetta er sem sagt, ég er að lesa hérna Masafer Yatta, sem sagt þetta svæði. Já. Var skilgreint sem æfingasvæði fyrir ísraelska herinn á 9. áratug síðustu aldar og þá var íbúðum gert að yfirgefa svæðið og þá þetta voru bedóinarnir sem þeim voru svona stökkt og flott út í eyðimörkina. Einmitt. Og en það eru þessir hermenn sem mæta reglulega og rífa einmitt niður tjöld og bíla og eitthvað svona. En er eitthvað svona, nú ert þú búin að vera að fylgjast með þjóðamorði í beinni útsendingu bara hérna núna síðasta rúma árið eins og við svo mörg. Er eitthvað svona sem var, eða komið þér eitthvað sérstaklega óvart í þessari mynd? Í myndinni, nei. Bara alls ekki. Líka bara því að fara á Vesturbakkann og jafnvel sko því að fórðangað það var heldur ekkert mikið sem komur óvart. Nei. Það er svona, maður lærði svona ýmislegt bara kannski svona meira tæknilega atriði, þú veist, hvernig þeir fara að því að svona, að réttlæta þessu útskúfun, þessi niðurrif og sérst til dæmis þá, eins og þú veist að tala um þetta þessuna æfingasvæði, heitir hérna firing zones. Og það er eitt af því sem þeir segja bara, já, heyrðu, herinn þarf þetta landsvæði, þú veist, til þess að æfa sig og síðan bara eru ekkert endilega að nota þessi svæði, þú veist, þetta er bara svona einhver afsökun, svo getur endilega sagt, þú veist, já, við þurfum að víkka það út og þannig einhvern veginn fæður landsvæði, þú veist, og síðan er annað sem þeir gera til að segja, þú veist, það er eitthvað svona lög, þú veist, ef að það er ekki búið að rækta eitthvað, ólífutré eða eitthvað á einhverju landi í x mörg ár, hvort þessi 1, 2, 3 ár, ég manna ekki alveg, þá má það á ríki landið eða einhver annar má bjóða í landið eða eitthvað þannig. Og það sem að landtökufólki þá gerir, það passar, reynir að sjá til þess að hérna Palestínufólki næri ekki að uppskera það næri einhverju uppskeru. Þannig að það er að sabotasa og jafnvel kveiki trjám og svona. Þetta þekkst það líka mikið af fólki sem að fer og reynir að hjálpa þeim að vera svona einhvers konar svona skjöldur, þú veist, gegn þessu landtökufólki. Og eitt af þeim verkefnum, sko, eina ástæðan fyrir Fótur Palestínu sem tíma að því að mér langaði að fjalla þessar svona tilskipanir, þú veist, og hvað það bara þýðir að missa heimili sitt eða fá svona tilskipun. Og þá er það bara jafnvel orðið það auðvelt, sko, jafnvel svona í svona þéttbyggðum svæðum eins og í kringum Betlehem eða í Hebron að segja bara, heyrðu, húsið þetta er á öryggissvæði, þetta er öryggisógn, þú veist, ef við þurfum eitthvað. Og ein kona sem ég talaði við, hún sem sagt bara einn daginn það standa 40 hermenn fyrir utan heima hjá henni og eru með eitthvað skjal og segja bara, þú veist, við þurfum að rífa húsið. Hún fer ekkert að vita hvenar. Þú veist, og náttúrulega, hún getur ekki selt húsið af því að það náttúrulega er bara á þannig svæði. Þannig að þau eru alltaf búin að missa aðleiguna en veit ekki hvenar. Þetta er bara hrikalegt að, þú veist, lifa við þetta. Það sem ég langar að segja líka að hérna, já, það var ekki þetta sem komið mest á óvart, vegna þess að ég þekkti þetta svolítið svona, bara með því að hafa fylgst með því og svona áður en ég fór. En það sem að svona var erfiðast í þessari ferð var þegar ég var búin að vera í þessari hérna þessum túr með Breaking the Silence og fer síðan tilbaka og sem sagt ég átti nefnilega að hitta vinkuna mína í Tel Aviv, sem sagt hún ætlaði að koma frá Noregi og hitta mig þar og við ætlum að fara saman yfir til Palestínu og svo fekk hún COVID þannig að ég var bara eitthvað ein og var okkur ógeðslega hóteli ykkur 2 daga og síðan sem sagt var ykkur kunningi hennar sem var Ísraeli sem bauð mér að vera hjá sér og sem sagt
já, þau þekktist eitthvað og ég bara eitthvað, já, og þarna sem sagt, ég bara í einhverju rosalega fínni lúxusíbúð og kem heim eftir ferðina og svolítið svona, þú veist, ég vildi helst ekki segja að ég hefði farið að því að ég vissi þetta væri eitthvað svona, ég var eitthvað alls búin að fara inn á þetta svona að við varum að fara til Palestínu eitthvað kvöldi áður og ég fann eitthvað svona, hann var svolítið svona fór í vörn og ég eitthvað svona já, þessi vinur hennar sko já og hérna svo segi hann einhvern veginn svona, já, byrju, hvert fórstu? Og ég eitthvað, já, ég fór þetta með Breaking the Silence og hann bara svona stirðnar allir svona upp og bara svona hallar sig fram og bara I want you to know that everybody has an agenda. Og málið það með þessi samtök að þessi hermenn, þeir náttúrulega bara eru í þessu út af samvisku, þú veist, og þeir sem sagt fá náttúrulega bara hótanir og þessi sem var að leiða okkur segði að margir fjölskyldumeðlimir tala ekki lengur við hann. Þannig að þú veist, það alveg kostar þá eitthvað, þú veist, það ekkert að græða á því að vera í þessum samtökum en hann var að sannfæra mig að það sem ég hafði séð með eigin augum þú veist, í 8 klukkutíma að það væri bara, þú veist það væri ekki alla hliðar á málinu og þessi fræga gaslýsing þessi svona líka góða gaslýsing, sko, maður búin að vera eitthvað bara hjá fátakasta fólki þú veist, sem maður hefur hitt yfir einhver bara maður sem að segir að hérna þú veist, og hérna það sem var áhugavert var einhvern veginn að því hann hann búin að ferðast mjög víða, þú veist, hann hefur búið erlendis, þú veist, þessu margir Ísalar með 2-falt vegabréf og þú veist, það ekki eins og þau séu eitthvað í Kína þú veist, með eitthvað firewall og hafi ekki aðgang á upplýsingum. Hann segir til dæmis við mig hérna, já, þú veist, ég til dæmis elska Dalai Lama og mér langaði að setja hérna svona Dalai Lama límið á Tesluna mína en ég bara þekki ekki báða hliðar á málinu. Þú veist, og ég bara eitthvað, og það eitthvað svona jógatónlist í bakgrunni, skilurðu, og ég bara eitthvað, viltu ekki bara horfa á kort í 5 sekundur, þá serðu bara, þú veist, Kína á, þú veist, eða bara lesaði Wikipedia, þú veist, bara aðeins að skanna yfir og það var svona nokkuð ljóst, þú veist, en þetta var svo rosalega, þú veist, þetta augnablik, þú veist, þá gerði ég mér sem ekki grein fyrir því hversu rosalega, þú veist, þetta var svona defeat og hann sagði mér að segja við mig sko ég hugsa einhvern veginn ástæðverðin til að nefnda þetta með Kína og Tíbet þú veist, það því að innst inni veit hann þetta og hann bara skammar sín en þú veist, það samt einhvern veginn hann getur ekki viðurkennta og hann sagði mér að segja við mig þú veist, að ég ætti sko að ögra mér og ég bara svona, ok, ég kem hérna allar leið frá Noregi bara eitthvað, þú veist öruggasta land í heimi, þú veist, ég var líka bara eitthvað óluta á þessum tíma, það var ekkert eitthvað, það var svo óþægilegt moment, en þú veist, og ég var svo stressu, ég var næstu í einhvern veginn að bara, ég ætla næstu að ringi fólki og Breaking the Silence og vera bara eitthvað, vil ég útskýra það fyrir hún? Já, en hvað pointið með því sem ég ætla að segja? Sko, til dæmis eins og þegar hérna Bandaríkin réðust inn í Írak, þá voru einhvern veginn, sko, bandaríski vinnumanns, þú veist, voru alveg háværir það hversu mikið þeir var að móta því, þú veist, þeir gagnrýndu ein stjórnvöld en mér finnst það svo í Ísrael þú veist, það svo langt í það að einhvern veginn að almenningur sé tilbúin að horfast í augu við þetta og það fannst mér svo mikið sjokk og erfitt og meðan að leiðtogarnir eru sko þetta hryllilegir einhvern veginn og taka ekki skrefið þú veist, í að svona kollektíft einhvern veginn byrja að gera þetta upp og kannski stöðva þessa þróun sem orðin og að þú veist að þá einhvern veginn heldur fólki endurlust áfram að réttlæta. Það stundum sagt að ef að hérna þú sannfærir mannesku eitthvað með svona ákveð með því að þú veist að tellinni trúum það í eitthvað x langan tíma þannig til hún farin að trúa því þá getur næstu útilokað að fá hann til þess að skipta skoðun alveg saman þóttu komið sko gögn og leggir þau fyrir framan hana og ljósmyndir að þetta bara sko bara hugur manns leifir mann ekki einhvern veginn að fara þangað sko ef maður treystir einhverju og lærir eitthvað þá
þá er svo erfitt fyrir mann einhvern veginn að læra upp og nýtt og að því að maður þarf að brjóta niður þá bara allt sitt innra kerfi sko. Og hérna taka ábyrgð taka ábyrgð, ég meina auðvitað, þú veist, ég meina maður bara fæðist, það er líka eitthvað sem að ég hef hugsað og ég bara tek alveg tillit til, þú veist. Já, líka annan vin sem að ég hef núna bara þurft að loka á út af, þú veist, bara ákveðni retorík frá honum og hann var alltaf miklu nær mér sko. En svona, þú veist, þetta með að sko ég skil alveg, hann er fæddur í Ísrael, ólíkt kannski mörgum sem búa þarna, hann er fæddur, þetta er bara það heimili sem hann þekkir og ég ber virðingu fyrir því. En þú veist, maður er líka bara fæðist inn í aðstæður þar sem maður er líka bara með eitthvað svona kollektív arfleið, þú veist, og þá getur maður allavega séð sinn hlut og sagt, heyrðu, þetta er ekki í lagi, ég skal viðurkenna þessi vandamál, ég ætla að standa með, þú veist, þeim og berjast fyrir því að þeir allan hafa sín réttindi. En það, veist, það er það sem er svo lítið og já, það var erfitt að komast að því að þegar maður hefði haldið þess að þeir sem eru kannski meira menntaðir eða hafa ferðast eða svona almennt opnir, listamenn eða skiluru eða já, að það hefði verið öðruvísi með þá, þann hlut af einhvern veginn. Já, að því nefnir listamenn og þú starfar sem listakona, það varst í Berlín mjög lengi. Nú berast alveg hreint umurlegar fréttir þaðan, bara alveg svona oft og ítrekkað og það bara einhvern veginn uppgangur fasismans er bara, þú veist, hann er bara raunverulegur og bara að gerast fyrir framan augun á okkur. Heyrir eitthvað í þínu fólki þar? Já, það er bara, þú veist, það er bara rosalega þöggun. Ég meina þótt að kannski mikið með svona þinn almenna þýska listamann, en margir hafa kannski núna aðeins svona opna augun. En eins og ég var bara núna fyrir svona 2 vikum því ég var þarna, þá voru líka sumir að segja, þú veist, að það flestu sem eru í þessum mótmælum eru annarkvort sem sagt palestísk, eða ekki palestískir, fólk frá Arablöndum eða sem sagt múslimar sem búa í Berlín eða þá líka bara fólk annars staðar frá, þú veist, fólk frá öðrum Evrópuríkjum eða þú veist minna Þjóðverja, þótt alveg einhverjir, skilur, en þetta er einhvern veginn, þetta er bara svo rosalega mikið tabú og þeir eru nú bara svona í annað skipti að skjóta sig í fótinn, að þú veist, að vera bara, það er einmitt, ég verið að velta þessu svolítið fyrir mig, sko, með Þjóðverja og þú veist, og í bara svona samvikið við þetta sem við vorum að tala að þú veist, að gera upp hluti í sjálfum sér og taka eitthvað skonar ábyrgð, að þú veist, að það sem að Þjóðverja gera náttúrulega bara eftir seinni heimsstyrjöldina er að þeir bara leggja blátt bann við að fjalla sig nasismann og þau einhvern veginn bara afneita honum. Og þú veist að það sem gerist ef maður sópar bara hluturum undir móttina, að þú veist að þeir náttúrulega bara brjóta sér leið á einhverjum tímapunkti aftur. Og þú veist, það varð aldrei nein heilun eða lækning þannig á mjög brotnu veiku samfélagi. Nei. Nefnilega ekki, sko, það er einhvern veginn og það er svona, mín kenning er svolítið svona svo að því að maður hugsar, þetta er svona rótin af þessu, er þessi svona arfleið nasismans, en eins og kannski stjórnvöld og svona lönd oft virka, þú veist, gróði toppar alltaf móral og það sem ég held hafa svona gerst að því ég man ekki hvort að í hvað röð, veist, þeir sem er útluta eða selja Ísraelum vopn, það er fyrst og fremst Bandaríkjamenn og hvort að Þjóðverjar sinni með 2 eða 3. Og þetta eru Þjóðverjar, Bretar og Bandaríkjamenn eitthvað svona. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig ég held einhvern veginn líka að þetta sé, þú veist, að út af því að þeir eru með sérstök tengsl við Ísrael út af þeirra sögu og þá verða líka til viðskiptatengsl, þannig að þeir eru líka svolítið bara að halda í, þú veist, mjólka þá kú, eða það er svona mín kenning allavega. En svona eins og það var svolítið áverð eins og með Nan Goldin sem að koma þarna bara, Nan Goldin er rosalega frægur, ljósmyndari, einum frægustu bara ljósmyndurum fyrir það síðar. Hún var að opna sýningu í Neue Nationalgalerie sem er rosalega stórt og virkt safn þarna í Berlín og í Þýskalandi og hún byrja bara, hennar opnunaræða fjallaði bara Gaza og þjóðamöru þar og hún ávarpar þarna bara Þýskaland, bara Are you listening Germany? Segir hún aftur og
þegar hún búin, hún segir og lítið sýninguna ef nokkuð, þá kemur maðurinn frá sem formaður safnsins kemur svona alveg mjög þýskur útliti og svona we want to reiterate that this statement does not come on behalf of the museum eitthvað svona og svona segir að þú veist þeir get ekki tekið undir þetta og maður bara wow það er verið að myrða skilur börn í þúsundatali og þú þurft einhvern veginn að svona distansera þig frá statementi sem að listamaðurinn að segja á listasafni líka á listasafni með hennar á opnuna hennar sýningu að segja bara skilur þetta bara lýsi því hvað er í gangi þar og þú ert bara antisemitismus það er bara já og þetta er einmitt bara við náttúrulega hófum þetta rauða borð hér á að ræða Nóðurland bíómyndun og við erum einhvern veginn komnar til Þýskaland svo í listina en það er nefnilega málið þetta tengist allt nákvæmlega það er svona svolítið það er bara ákveðin rauður þráður þannig í gegnum allt saman og það er bara það eru vopna framleiðsla og kapitalismi þetta er bara svona það er einhvern veginn þetta er bara alltaf sama þetta er alltaf sama og líka bara svona eins og við höfum oft talað er einhvern veginn bara svona þessi svona ekki þegar maður væri svona alveg grætt fyrir því að kannski þetta tali mannréttindi ég meina að Vesturlönd væri eitthvað þetta væri eitthvað svona hvað segir maður, það væri eitthvað prinsip en að bara sjá þetta bara til syndigreita og þetta væri bara allt blekkingarleikur þetta skiptir engu máli að það hefur líka verið eitthvað sem maður hefur þurft að svona það er ekki sama hvar er verið að drepa börn, þetta sé og mér finnst þessi málstæmi Palestínu eins og það er oft spurt til dæmis eins og þessi ísraelski vinur minn hann spurði mig alltaf þessi sem ég þekkti í Noregi hann af hverju hefur svo mikið áhuga á þessu málefni þú hefur ekki þessu komið ángað og trúið mér, það skiptir engu máli eins og ég var að lýsa áðan en þetta er einhvern veginn þetta er arfleið Vesturlanda þetta sem er að gerast þarna er bara þetta kemur okkur við þetta er bara svona bein afleiðing af bara því sem Vestur heimi að reyna að tróða upp á aðra sínum gildum af því að það er alltaf verið að tala gildi vestræn gildi sem að enginn veit getur enginn sett fingur á hvað það er nákvæmlega en ekki núna en það er svona ef eitthvað er svona vestræn kúltúr þá er það þetta kapp og peningar og einhvern veginn svona þessi yfirgangur og það er svona með þessum yfirgangi er einhvern veginn verið að myrða fólk og þá kemur andspyrna og þetta er svona að maður sér þetta bara einhvern veginn svona beint og maður sér þetta svo ljóslifandi og þetta er svo augljóst og það er einhvern veginn, maður er svona eins og hrópandinn í eyðimörkinni einhvern veginn bara að það hlustar enginn Nei, nákvæmlega líka svo ávitt líka með þessi gildi eitt af því sem er alltaf sagt að fólk er eitthvað að tala Ísrael og þetta er oft yfirleitt svona sömu tuggurnar eða eftir sömu handbókinni að þetta er eina lýðræðið the beacon of democracy in the Middle East að því að allir hinn eru svo ömulegir að þeir eru ekki með lýðræði ég meina þetta er bara svo mikið lýðræði samt er einhvern veginn, samt er með aðskilnaðarstefnu og það eru vestræn gildi sem eru bara snúist bara peninga og lífskaplaup ég meina að auðvitað er alveg, ég er ekki að segja þessi ekki eitthvað gott í okkar heimi eða þannig en fungirandi lýðræði já en þá er eins gott líka bara að hafa það fungirandi Akkurat en þetta myndin verður sýnd aftur í kvöld í Bíóparadís og á miðvikudagskvöldi einnig og það er hægt að kaupa miða bioparadís.is og svo bara hafið hurðina en mér skilst að það sé nú hópar fólk svo leiðinni í kvöld og næstu fullt í gær Já, það er nefnilega er og verður mikil aðsókn í þessa mynd og Bíóparadís náttúrulega gerir mjög vel að sinna þessu kvöldbíói sem er svo ekkert svo mikið kvöldbíó þetta er orðið Hollywood velunna mynd Já, þetta er bara besta bíó fyrir og síðar bara á Íslandi Já bara mæli virkilega með að fólk fara að sjá þessa mynd líka Já það er virkilega góð mynd Ég bara svona ef
bara til þess að reyna einhvern veginn að svona átta sig á aðstæðum og það er ekki hægt að segja að þetta sé eitthvað svona ykt bæjast af því að þetta eru samvinnuverkefni Ísraela og Palestínumanna. Við mælum með bara áhorfi og bara fólk setja sig inn í. Kannski að lokum, ég spyrði að því ég veit að þú ert mikið í sambandi við fólk á Gaza. Ég var sjálf að fá fréttir af dauða fjölskyldu vinnar inn á Gaza bara núna fyrir klukkutíma síðan og þetta einhvern veginn orðið svona partur af tilverunum manns sko, að halda utanum vini sína sem hér eru og að missa fólki sitt. Þú ert, eins og ég segi, mikið í sambandi við fólk á Gaza. Getur eitthvað lýst svona þeirra aðstæðum þar? Það bara svona eiginlega ólýsanlegar. Þú veist, þetta einhvern veginn, til dæmis það ein fjölskylda sem að ég verið í sambandi við, þú veist, það kona, maðurinn veikur, hún með 5 börn, 1 barn með Downs-heilkenni og hjartagalla, ein stelpan 7 ára og var fyrir sprengju, þú veist, og getur ekki hreyft sig. Og þau verið fóru til Norður-Gaza og það haldið áfram að sprengja, þannig að þau þurfa að færa sig, þú veist, það ekkert að borða, það líka rosalega erfitt að þegar þau komast í peninga, þú veist, það var alltaf rosalega dýrt, en þú veist, það er samt kannski eina sem þau hafa. Og svo bara, sem þú varst að lýsa áðan, það verið að loka, verið að íta fólki frá Rafa. Já, nú verið að rýma Rafa, þá ég sá fréttir bara rétt áður en við komum inn, þá fekk ég fréttir af því og fekk mynd af svona miða sem sendur var á fólkið á Rafa svæðinu sem við landamærin hjá Egyptalandi. Þetta svona, þeir sem ekki vita þá Gaza svona svolítið eins og 3 borgir. Þetta 3 skiptur, Rafa 1 staður, Kanjónis hann í miðjunni og svo norður, þú veist, og Kanjónis og Gaza borg og svo og svo Norður Gaza. Þetta svona nokkur svæði, bara svona ekkert ósvipað höfuðborgarsvæðið. Ég held að sem svona ekki ósvipað í stærð. En já, það verið að rýma núna Rafa, en það sko þegar Norður Gaza var rýmt, þá var fólkið rekið í áttina að landamærunum á Rafa og það komst þar yfir svona 1 og 1 til Egyptalands þá þú veist, þú gætt fengið læknismeðferð sko ef og á meðan það var opið sú landamærastöð. Hún hefur nú ekki verið það núna síðan bara í 6 mánuði eða eitthvað. En þetta staðan. Nú búið að reka þau í annan endan og á eftir að fara að reka þau tilbaka. Og þetta bara svona, þetta auðvitað skelfing. Við erum að tala að þetta þú veist, nokkur 100.000 manns með börn og þetta eru einstaklingar sem eru vannærðir og virkilega veikir. Og bara, þú veist, vansvefta og allt þar á milli. Ekkert skjól. Það er ískallt þarna, þú veist, og líka bara engin snirti aðstæða. Þetta svo mikið svona, get ekki haft, þetta svo mikið svona... Sko, maður ef maður leiðir hugun að því, bara, þú veist, að fara blæðingar. Já, ég hugsaði þetta líka. Bara að vera kona, þú veist, að fara blæðingar, getur kannski ekki farið, þú veist, afsíðis eða skilurðu bara... Og bara þurrkað sig eitthvað neginn. Já. Og bara, þú veist, að fara í sturtu eða þvegi sér eða, þú veist, þetta er svo margir þætti sem óhugsandi, þú veist, bara svona eins og ég alveg aumingi, þú veist, mér óslega erfitt að fara í útilegu, mér bara alltaf kalt og eitthvað. Ég meina, þú veist, ég kvarta yfir í bakinu ef ég sofni í sófanum, þú veist, og maður svo mikill luxusgrís í samanburði við einhvern veginn, þú veist, fólki sem raunverulega að gangi gegnum bara helviti. Margir leirar, þú veist, og bæði, þú veist, allt þetta get ekki, þú veist, verið kannski með veik börn eða aldraða, þú veist, og síðan verið ekki með húsnæði og síðan þurfa alltaf að vera að færa sig. Já. Og síðan ofan að það vera með þetta tráma. Þú veist, ég fæ alltaf bara sendar, þú veist, bara eitthvað svona myndi, bara þeir eru bara, já, hérna eru þeir, og svo bara eitthvað svona myndi, eitthvað sprengjustjörnum, og þú veist... Og maður heyri bara alltaf í drónunum, svona hljóð, alveg konstant í allan sólarhringinn, bara svona drónuhljóð yfir, og svo og einmitt, úr þessu myndböndum sem maður fær senda, og þú veist, og svo oft hefur maður fengið bara, þetta örugglega mitt síðasta. Já. Þakka þér fyrir að reyna. Og allt þetta, og þú veist, þetta svo átakanlegt. Og líka bara, þú veist, þeir oft bara svo rosalega svona, það eitthvað svona auðmygt sem ég held að þeir fái svo mikið bara gegnum trúna, það bara eins sem eftir, þú veist, þau bara horfið inn í eftirlífið. Já. Þú veist, það bara þeirra frelsun. Já. Og þeir raunveru nánast dáin. Þeir segja það mjög mörg. Þannig, já.
og þannig að þau segja svo til dæmis, svo sem daginn þá sagði ég eitthvað, ég var eitthvað bara þú veist, ég man ekki hvað ég sagði, eitthvað í sambandi við að ég væri með samviskubit að geta ekki gert meira eða ég væri eitthvað að halda upp að ég man ekki. Svo segir hún eitthvað, nei, bara enjoy your life, don't think about us, bara enjoy, bara thank you for the help og þú veist, maður er eitthvað svona, þú veist, það á enginn þetta skilið, þú veist, og með þessu börn, þú veist, Einmitt, og svo hvað maður að segja bara er í lagi með þig þú veist og bara nei, auðvitað ekki en þú veist, ertu á lífi þú veist. Já, einmitt, ég hef spurt þú veist, ertu lifandi eða eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað maður hefur engin orð og ég meina hvernig hugga maður vini sína, ég hef sagt það hér áður, þú veist þegar þetta var einhvern veginn allt svona að byrja sko, þú veist, í október 23, þú veist þegar lætin sko eftirleikurinn var að hefjast og ég var með palestínsku þá sambýlismönnum mínum og þeir gengum gólf, þú veist, allan sólarhringinn og keðjureyktu og það var arabísk fréttavita í gangi og þeir voru í símanum að reyna að ná í fólki sitt alveg stöðut af því að þeir vissu hvað þetta þýddi og þó að ég held að þeir hafi ekki einu sinni gert sér í hugulund hversu hryllilegt þetta yrði en þeir vissu það sko að þetta yrði allavega mjög blóðugt og viðbjóðslegt og og það var svona moment þar sem ég var svona, þú veist, ég svona bjóðaði mig upp á meira kaffi við þjóðamorðinu Já. og svona og þú veist, maður svona, þú veist, þú veist, og við hlæjum af því, þú veist, af því að þetta svo náttúrulega bara verði að nefna það, bara eitthvað hvað asnalegt ég sé að bjóða ykkur meira kaffi með beinu útsendingur og morðinu af fólkinu ykkar, en þú veist, og ég meina, hvað getur maður sagt? Hvað getur maður sagt? Nákvæmlega, það er eitt sem ég reyndar vil segja, að því að þú veist, bara svona að því ég man bara svo rosalega vel því það var eitthvað augnablik því ég var þarna í þessari ferð einmitt eftir að hafa hitt hana mannarna og eitthvað ég hugsaði svo einhvern veginn þú veist, það er búið að gleyma þessu málstað þú veist, hérna er bara verið hægt og rólega að eyða þessu fólki út og það er engin að pæli því, þetta er náttúrulega málstað sem búin að vera til síðan að þú veist, bara allir muna eftir sér nánast þannig að núna er allavega fólk fyrir að tala Palestínu aftur og það er mun fleira fólk sem að veit af þessu og svo verið líka hlusta í gær á einhver mann sem var að tala um það þetta var svona þessi hughresta aktivista og allir þeir sem eru svona vilja hjálpa Palestínu að það hefur skilað sér mikið af mótmálum, mikið af umræðinu mikið af sniðgöngu hefur skilað sér og til dæmis í Ísrael efnaðaskerfið þeirra er alveg í mólum það eru mörg stór fyrirtæki búin að draga sig úr og ég meina eins og Netanyahu hans svona draumur er náttúrulega bara stríð með Íran þú veist og það er ekkert gott fyrir efnahaginn í Ísrael ég meina það eru fjárfestarir fyrirtæki að draga sig út og þú veist túrismin er í mólum og það eru margir þú veist sem bara eru með tvöfald vegabréf sem eru bara að vilja flytja, þú veist, það er oftast fólk svona sem hefur það val, þannig að þú veist, það er ekki alveg, það er eitthvað svona silver lining, þú veist, það er eitthvað að vinna líka með okkur, þú veist, þótt að sé mjög langt í land. Já, einmitt, og fórnarkostnaðurinn er einhvern veginn, þú veist, hann er gríðalegur og allt það, en þú veist, þetta er, það er ljósi punkturinn í þessu einmitt sá að fólk er svona, það er allavega það er að opna augun. Það er að opna augun og já, eitt sem ég líka vil segja bara fyrir palestínumenn, bara það að maður svona viti af þeim, þú veist, það gefur þeim rosa mikið, þú veist, að bara vita það að heimurinn standa með þeim. Þú veist, þótt að segja ekki nema bara einstaklingar að því að þeir hafa einhvern veginn svo mikið verið að berast fyrir því að fólk sé að hlusta og bara einhvern veginn, þú veist, það er rosa mikils virði. Ég held að það sé bara allt til að við segjum það hér að til dæmis bara ekki versla við Starbucks sem er ofn á lögunum og, já, til dæmis það og önnur fyrirtæki sem einhvern veginn móka peningum í þessa þennan hrylling bara sem að er að eiga sér stað. Já, algjörlega. Unnur Andrea Einarsdóttir, listakona og aktivisti, þakka kærlega fyrir að koma til okkar við Rauðaborðið og að tala bíó og svo bara einhvern veginn mannréttindi og heiminn eins og hann blasir við. Takk fyrir. Takk sem leiðist, takk fyrir að bjóða mér. Þú ekki við það er meira hér handa við hlýja. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau
sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leyendasamtökin.is. Já, þá ætlum við að snúa okkur að tónlistinni. Framtíð þessa lands, ef ekki bara segja bjartri framtíð þessa lands. Í morgun fóru brottfarar nemendur frá MIT, menntaskóla í tónlist, fóru þeir að spila á tónleikum, ef ég skil þetta allt saman rétt, í Hörpu og við fáum að vita meir þetta á eftir, en ef ég skil málin rétt þá það bara alla vikuna sem að útskriftar nemendur úr menntaskóla í tónlist eru að spila í sölum Hörpu og ef mér skjálst ekki þá frítt fyrir almenning inn á þessa tónleika, en mikil tímamót hjá mörgum glæsilegum hljóðfæraleikurum sem hafa lagt alveg ótrúlega mikið á sig til að komast á þann stað sem að þau eru nú. Og við erum svo heppin hér á samstöðinni að það eru komnir 3 ungir hljóðfæraleikarar eða söngvarar til okkar. Verið velkomin, öll 3. Takk fyrir. Og til hamingju með þessi miklu vatnaskil sem nú eru framundan. Takk fyrir. Sko, þú ert Fannar Árni Ágússon. Passar. Söngvari. Já. Rytmískri deild. Heldur betur, jazzbreytni. Vilt þú kynna þig og segja við hvað ertu að fást? Ég heiti Þórdís Arnardóttir og ég æfi á klassískt píanó. Já, og ég heiti Oddný Þóransdóttir. Ég á klassísku brautinni, bæði á fiðlu og í söng. Já. Sko, það sem sagt bæði hægt að vera á klassískri braut og rytmískri eða hvað, í mörgu eða hvað? Í þessu skóla? Já, það sem sagt... Og hver munurinn á klassískri og rytmískri? Sko, klassíska brautin, það klassísk hljóðfæranám og söngnám og hún inn í skipholtinu og svo rytmíska brautin í Rauðagerði, þar sem þú getur valið jazz eða poplínu, eða ekki Fannar? Jú. Já, það það sem við kallum rytmíska braut. Já. Og hvernig líður ykkur? Þegar þetta viðtal tekið, núna föstudagur, það eru 3 dagar í mánudaginn, eitt þá að hefja að mér skilst leik. Hvernig líður ykkur í dag, núna þegar þið hafið einhverja daga til þess að æfa ykkur síðustu sólarhringarnir fyrir þetta skref? Bara ágætlega, sko. Já, mér finnst þetta bara ótrúlega spennandi. Þetta svo gott tækifæri, sko. Mann alveg svolítið hent út í djúpilauguna að halda svona innleikar tónleika bara sjálfur. Mjög spennandi, en allavega fyrir mig það þarf maður líka bara svolítið að nýta helgina til að hvíla sig, sko. Já, algjörlega. Tekur alveg á. Þannig að þið kannski hvíla ykkur. Þeir eru þá sem sagt nú á þessum tímapunkti núna eru þið komin með búin að æfa allt sem þarf að æfa. Já. Ég hugsa það. Núna þetta tala klassísku nefndina hérna. Það alveg smá munur, sko. Ég verið að pæla smá í þessu, sko. Og þau byrjuðu líklegast að æfa, sko, í janúar. Já, vel. Alveg síðasta haust. Já, sko. Ég búin að taka núna 2 æfingar og svo ég með 2 æfingar viðbót. Ég byrjaði, sko, í mars. Þannig að þetta allt voða flæðandi hjá mér og þetta alveg yfirleitt svona heldur hjá rytmísku stúdendum, sko, að þetta allt bara gert sömu önn og bara þannig þetta alveg smá mismunandi, sko, þannig ég ekki mjög mikið að fara að hvíla helgina. En mun stressið gera vart við sig hjá ykkur þegar þið hefjið leik eða söng? Eða eru þið orðin svo rútineruð í að koma fram að þetta bara eins og baka heima í eldhúsið? Það náttúrulega alltaf stress, sko. Ég held að það sé aldrei hægt að venjast í algjörlega. En ég var að segja Oddný áðan að það eiginlega orðið þannig hjá mér allavega núna að ég verð mjög stressið áður en að ég fer að spila. En svo leið og ég komin í salin og ég byrja að spila, þá róast ég alveg niður og næ einhvern veginn bara tengja við salin og það mjög þægilegt. Ég vona að það gerist. Á útskriftartónleikunum. Og getur ekki hæfilegt stress verið gott líka? Jú. Jú, ég held að sé líka bara dálítið máli að, sko,
ég hugsa allavega oft þannig að ég verð líka alveg stressuð sérstaklega svona fyrir en að ég svona nýti stressi á góðan hátt þannig að það hjálpi mér bara að verða betri á sviðinu. Ég ætla þá að fara hringinn með ykkur, ekki bara byrja á þér, Oddný. Já. Geturðu sagt okkur hvað þú munt spila í næstu viku? Já, sko á mánudaginn þá ég með söngtónleika og þar verði að syngja alls konar tónlist, bara sönglög, ljóð, aríur úr óperum á nokkrum tungumálum, líka bara svona smá dægurlög og eitthvað úr söngleikum og já, það verður stemming og Hrönn Þráinsdóttir meðleikari verður með mér og Una vinkonu mín ætlar að syngja með mér í 2 lögum. Þannig já, það verður gaman og svo á þriðdeginum þá ég með fiðlutónleika. Þetta virkar nú bara alveg klikkuð vika. Já, þetta bara gaman. Og þá ég með kannski svona svolítið öðruvísi prógram. Af því að þegar ég var að velja þetta þá náttúrulega þú veist, þegar maður er með lengri stykki kannski eitthvað sem að tekur 10 mínútur að spila, það er svolítið öðruvís heldur en lag sem að tekur 2-3 mínútur en ég er með tónlist eftir Mozart, Bach og César Franck Félisónutu og Massenet, já, og ég er með klarinett kvintett með mér í einu atriði sem er Mozart klarinett kvintett mjög skemmtilegt og það er allt bara samnefnendur mínir í MIT við erum búin að æfa síðan í janúar þannig að það er líka gaman að hafa svona vini með sér Samspilið er stór þáttur í náminu. Já, mjög stór þáttur En hvað var þar söngin? Viltu droppa einhverjum svona nöfnum þar? Hvað er stærst ef við tökum tónskáld? Já, stærst er líklega Puccini. Ég er með 2 aríur hennar Mimi úr La Bohème sem ég er bara búin að æfa svona síðustu mánuði og sem að snert alveg mjög við mér sko, mér finnst það ótrúlega gaman að fá að syngja þær sko. Svo er ég líka með sönglög eftir Grieg sem eru rosa skemmtileg úr ljóðaflokki hans sem er á þýsku. Já. Og þú semst átt erfitt með að velja á milli filunar og söngsins þannig að þú bara valdir bæði. Já, í reyninni. Heyrðu, Þórdís, hvað ætlað þú að gera á píanóið? Ég ætla að spila íslenskt nútímaverk, Syndur eftir Þorkell Sigurbjörnsson. Það var saman fyrir 20 árum fyrir píanókeppni. Mjög sérstakt verk. Ég ætla að byrja á því, ég veit ekki alveg hvernig áhrifendur muni taka því, en bara skemmtilegt. Var það saman fyrir píanókeppni EFTA? Já. Sem er skandall að hefur verið að rekjast núna og frestað hvað eftir annað því að það finnast ekki 3 milljónir hjá einhverju ráðuneyti. Ég ætlaði mitt að taka þátt í henni núna í vor og byggði sko prógramið mitt fyrir þessu útskriftartónleika út frá, þú veist, þessari keppni. Einmitt. Því maður þarf að vera með svona ákveðin típur og lögum. Akkurat. Og svo einmitt var nú bara allt í einu fellt niður, hvað, þú veist, 2 vikum fyrir eða eitthvað. Ótrúlega skrítið. Virðingarleysi gagnvart listamönnum. Já. Bara ekkert annað. Já. Segi ég má segja það. Ég má ekki haft. Já. Svo tek ég svítu eftir Debussy og part úr sónut eftir Beethoven og Rachmaninoff og Arabesk eftir Schumann. Já. Og það er allt svona hefðbundnari klassísk verk. Einmitt. En tilkomið mikið prógram. Hvað eru tónleikarnir eitthvað langir að jafna því? Hámar klukkutími. Já, það með ekki verið lengur en klukkutími. Nei, þá byrjar bara næstu tónleikar. Sko. Ef að tónleikarnir manns byrjar klukkan 12, það er bara næstu klukkan 1 sko, í öðrum sal reyndar en þetta er stíft prógram sko. Einmitt. Og er þetta allan daginn? Já, byrjar 11 og er alveg til 8 mánudag, þriðdag og mikudag. Já, og þegar þetta er spilað þá er mánudagskvöld þóttu sem að tala saman á föstudegi en er þetta alveg fram á föstudag, vitið þið það? Nei, þetta er
mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Þannig að núna eru 2 dagar eftir, kæru áhorfendur og hlustendur fyrir ykkur að bregðast við og hlaupa í Hörpu og fylgjast með þessum meisturum. En þá komum við að þér. Hvað ætlað þú að gera fyrir okkur í vikunni? Ég með smáðurisuprógram með þau á Reykjavíkurbrautinni, þá erum við bara með nákvæmlega sama 50 mínútur til klukktíma. Ég að taka 8 lög, allt frá smá blúsað, jazzað upp í bara einhver íslensk dægulög. Þetta alveg fín blanda, sko. Líka Eurovision-lög, meira að segja. Já, viltu upplýsa hvaða Eurovision-lög? Já, ég skal gera það. Það Amor Pelos Dois, portugalska Salvador Sobral, voða fallegt lag, sko. Og búin að plata einhverja strengjanemendur að spila með mér og skemmtilegt. Þannig að þetta mjög spennandi, sko. Og já, hjá mér þetta, þú veist, bara sessónleikarar, þannig að þetta bara fólk sem að spila við á bara í miðbænum og svona, þannig að þau koma bara inn og spila. Já, geggjað. Akkurat. Þið eruð öll á aldrinum 18-20. Hvernig verður maður þið? Það að ljúka framhaldsstigi í músík stórt. Það fyrir marga þá bara töluvert erfitt að ljúka miðstiginu, en framhaldsstigið náttúrulega töluvert stökkbreyting frá miðstigi og ég veit að það þarf ofboðslega mikinn dugnað og ástríðu og tíma og löngun til þess að komast á þann stað sem að þið þá. Hver galdurinn? Ef við byrjum á þér, hvað varstu gömul þú byrjar að læra hljóðfæri? Ég var 8 ára að byrja að læra fiðlu sem að sumum kannski finnst seint. Það margir sem að byrja bara 4 ára eitthvað svoleiðis. Ég var að vera 9 ára, sko. Ég var bara svo lengi á biðlista nefnilega fyrir selló. Ég ætlaði að vera sellóleikari, sko. En svo var litli bróðir minn að æfa á fiðlu og hann komst þar. Fiðlukennarinn hans bauð mér bara tíma og svo var ekkert aftur snúið, sko. Þannig að ég búin að spila fiðlu síðan ég var 8 ára og svo var ég bara svona í kórum, þú veist, barnakór, svo var ég MH-kórnum og svona svo byrjaði ég bara í söngnámi sem auka hljóðfæri hérna í MIT þegar ég var búin með 1 vetur fiðlunámi hér. Þannig að ég var 18 ára þegar ég byrjaði að læra söng og já. Þannig að ég bara búin með 3 ár í söngnum. Það kemst alveg upp með það bara að byrja bara 18 ára að læra að syngja. Já, það aldrei á seint, sko, að byrja að læra söng, alls ekki. Þetta svo svona, þetta bara hljóðfæri sem inn í okkur öllum, sko. Þannig að, og mér hefur bara tekist að, kláraði framhaldspróf í söng í síðustu viku, eftir 3 ár að læra, þannig að... Glæsilegt. En það hefur verið ótrúlega gaman, sko, þótt að sé mjög krefindi að vera síðan með 2 hljóðfæri í gangi í einu, sko. Þá það samt bara svo ótrúlega skemmtilegt. Já, og erfitt að velja á milli ennþá, eða hvað? Já, það verður held ég alltaf erfitt, sko. En var engin tímapunktur, til dæmis með filuna, þegar þú svona hugsaðir með, það fann að fara allt mikil tími í þetta hjá mig, nú nenni ég skil lengur. Jú, ég held að flestir upplifi það, sko. Kannski svona í kringum, hjá mér var það kannski í kringum svona 15-16 ára, það sem að ég var alveg bara svona, ég var eiginlega hætt að æfa mig og var ekkert að, þú veist, ég var of cool fyrir þetta, hélt ég. Og ég ætlaði eiginlega hætta, sko, á hljóðfærinu og var að læra þess að í listaskóla Mósesbæjar og kennarinn minn þar, Vigdís, hún sagði bara, viltu ekki bara prófa að fara til einhvers annars kennara, bara nýtt umhverfi og svona. Þá sótti ég bara í MIT, það var einhvernig bara svona, það var aldrei eitthvað þá sem ég ætlaði að verða eitthvað alveg í tónlistinni, sko, en já, og hér ég útskrifast. Þórdís, hver þín saga? Ég byrjaði þegar ég var 5 ára. Mér langaði minni mig að æfa á klarinett eða eitthvað allt annað, sko, en pabbi minn var
rosa góður á píanó þegar hann var ungur og æfði alveg, tók einleikarapróf og allt. Já. Hann reyndar ekkert eitthvað... Ertu til að segja okkur hver það af því það alltaf einhver að hlusta sem vill tengja og eitthvað? Ok, hann heitir Árni Björn Árnason, hann ekki þekktur einleikar í dag, sko. En mamma vildi mjög mikið að ég myndi byrja að æfa píanó af því að hún vissi að það væri eitthvað svona natural talent, þú veist, í ættinni. Mamma var líka sjálf í söngnámi og æfði eitthvað örlítið á píanó þegar hún var lítil, samt ekkert mikið. Þannig og svo auðvitað fannst mér mjög gaman, sérstaklega þegar ég var yngri og ég tengi alveg á Oddni, ég lenti mjög oft í því að maður langaði að hætta einmitt af því að mér fannst ég vera of cool eða af því að mér langaði frekar einbætti mér á skólanum eða eitthvað þannig. En ég mjög fegin að mamma, hún bara leiði mér ekki að hætta af því að ég er búin að njóta mín mjög mikið MIT. Ég byrjaði MIT þegar ég var í 10. bekk og það var náttúrulega COVID, þannig að það var mjög lítið af félagslífi í skólanum og ég var líka kannski aðeins yngri heldur en flestir. Þannig að það var alveg erfitt pínu, en síðan þegar ég var á öðru ári í menntaskóla, þá 3. árinu mínu MIT, að þá loksins byrjaði ég að kynnast krökkunum í skólanum og ég held að það hafa alveg mótivitað mig mjög mikið að bara halda áfram og það er ástæðan fyrir að ég er að taka framhaldspróf og útskrifast svona almennilega. Ég glemdi að spyrja þig hvort það væri tónlistamenni þinni ætt líka, af því að það getur skipt máli með þetta að sé tónlist á heimilinu og þessi stuðningur og fólk hafi aðgengi að kunnáttu. Það náttúrulega skiptir óbáslega miklu máli að tónlistanemendur eigi foreldra eða einhver ættingja sem ég geta leita til og fengi aðstoð. Já, ekki satt. Jú. En einhver svona í þinni ætt? Já, sko, afar mínir báðir, sem sagt, afi minn mömmu megin, Ragnar Sigurjónsson, hann er trommuleikari, var í alls konar böndum, spilaði með Dubba og Steina og Mánum og Þetta eru hljómsveitir sem ég þekki. Já. Þessu gaman. og hinn afi minn sem sagt, var í tónlistarskólanum í Reykjavík þar sem hann átti bara að læra á fiðlu og hann var bara settur í það sem sagt. Afi minn Þórarinn Jónsson og pabbi hans, langafi minn, keypti handa honum fiðlu og gaf honum að því að hann átti bara að læra á hana, en hann læri nú ekki, það var kannski 16 ára þegar hann hætti sko, og síðan þá hefur fiðlun ekkert verið í notkun fyrir hann gaf mér hana sko. Þannig að þú átt góða fiðlu þú átt góða fiðlu með sögu. Já. Fiðlur eru þetta allt í lagi, ég kannski bara ræða þig um afsakið hlið. En já, við skulum vikið talinu á þér, Fannar Árni. Já. Var músík á þínu heimili? Sko, það var músík á mínu heimili, en þá aðalega bara við hlustum rosa mikið á tónlist. Það er ekki mikið hljóðfæraleikara í minni ætt, sko. Nei. Hún er bara í loftinu. Hún er bara í loftinu, sko. Já, þannig að ég hef alist alltaf upp við tónlist og þetta hefur verið bara mjög stór partur að bara minni æsku og mínu lífi. Bara tengja við fólk í gegnum tónlist og bara þetta er stæðsti og mikilvægasti parturinn af tónlist, fólkið í kringum það og það er líka bara það sem er komið mér í gegnum þetta náma því að ég hef oft verið á þeim stað að ég hef bara hugsað nei, nú er komið nóg af tónlist en svo alltaf þegar maður fyrir að þú veist, spila með þeirra fólki og hlusta á tónlist og pæli tónlist að fatta með hvað þetta er gríðarlega stór partur af manni sko. Svo samanlega. Já. Og ertu búin að vera duglegur að æfa þig, duglegur að syngja og mjög duglegur að syngja, alveg maður pælir þess að finna þetta tekur alveg yfir lífmanns einhvern veginn maður er einhvern veginn, ég allan er alltaf að pæli tónlist á einhvern hátt sko maður er eitthvað rölda með hundi sinn og er eitthvað að raula leiðinu og labbar og fram með ekkur og raular of hátt og fólk horfir skringilega mann skilur þetta er bara, þetta er eitthvað alltaf í hausnum á henni þannig að þetta nám tekur alveg yfir stóran part og það var mjög frábæran og góðan hátt finnst mér Já.
Hvað gefur ykkur mest? Af því ég var að tala erfiðu stundirnar áðan að ég veit að þetta stundum ógeðslega erfitt og þreytandi og getur verið freistandi að myndi gefast upp og hér fólk að þakka foreldrum sínum fyrir að hafa ekki leyft þeim að hætta. en hvað hefur gefið ykkur mest? Er það þegar þið eru að syngja eða spila í sal og þið finnið bara hvernig salurinn allur með gæsahúð og þið náðu bara að breyta deginum því líkt hjá öllu fólkinu sem satt í salnum og var að hlusta á okkur eða er það eitthvað sem gerist innra með ykkur sjálfum eða hvenær svona mest gaman? Alveg bæði, mér finnst ég alltaf spila best þegar ég spila á tónleikum fyrir fram fólk af því það eitthvað við, þú veist, einmitt að tengja við fólki í salnum en svo finnst mér líka mjög stór partur af þessu af því að ég náttúrulega spila mjög mikið af mjög gamalli tónlist að fá einhvern veginn að tengjast einhverju fólki sem var uppi fyrir löngu síðan í gegnum tónlist af því þau eru náttúrulega basically að skrifa niður tilfinningarna sínar á hátt sem ekki hægt að skilja í gegnum þú veist texta eitthvað svoleiðis þannig að það finnst mér allavega mjög áhugavert Þannig ertu nánast komin út í svona heimspekilega vingil Þetta áhugavert mitt, akkurat en þið tvö? Já, mér finnst einmitt gaman, þú veist, það gefur mér náttúrulega mest að vita að það sem ég að gefa gefi öðrum eitthvað líka eins og að þú veist syngja fyrir einhvern eða spila fyrir einhvern og það hreyfir við þeim á einhvern hátt hvað sem að syngja kannski í kór eða einsöng og þá hef ég alveg lent í því að fólk þú veist komi upp til manns eftir og þakki manni fyrir og hafi kannski bara jafnvel fengið tár í augun að fara að gráta eitthvað svoleiðis bara þetta hreyfði eitthvað við þeim Og þín upplifun? Fyrir mig líka sjarmur mjög mikið líka í æfingarferðinu bara það að kynnast fólkinu sem þú ert að spila með og að skapa og bara það að vera í þessu ferli að skapa eitthvað saman sem að þú ert síðan að fara að deila bara að opna hjartað fyrir öllu fólkinu í salnum en líka ég að taka eitt lag til þess eftir frænda minn sem ég hef aldrei heitt þannig að en ég í raun að taka fyrir ömmu mína að því að hún hefur ekki heyrt þetta lag í bara mörg ár þannig að við fundum textan ég og pabbi er alltaf að raula þetta alla sem tíð ég har aldrei vita hvaðan þetta lag kom en svo sagði hann að það væri eftir frænda minn og við fundum blað með textanum alveg bara skrifa rit vel alveg geggja og við svona smá endurútsettum það og ég að flytja það sem sagt á tónleikunum en ástæðan fyrir að segja frá þessu það maður pælir líka rosa mikið í hvað maður að gefa út í salin og fyrir hvern maður að gefa tónlistina þannig að það alveg stór partur að flytja og æfingarferli frá sikkurn háttinn Það búið að vera frábært að spjalla við ykkur. Hvernig ertu á hóstakastinu? Er það með þér? Já, við afsakið. Nei, ekkert afsaka. Bara vel gert að koma tilbaka. Já, ég er bara að reyna að jafna mig af hálsbólgu. Eins gott að það verði farið fyrir tónleikana. Það nefnilega eins gott. Ég var nú einmitt með söngkonu í síðustu viku og hún var að segja mér hvað söngkonu þurfa stundum að gera til þess að bæja frá veikindunum og eftir að þau eru orðin, það er einhver úrræði sagðan sem að þú hefur og þið hafið þið söngvarar til þess að halda neyri en við skulum ekki fara að snúa upp í einhverja veikindunum þetta er sigur augnablik sigur kapli í ykkar lífi og ég er ykkur ótrúlega þakkláttur að gera líf okkar hinna fallegra og merkingabærara með því að leggja það á okkur sem það hefur gert og óska ykkur kærlega til hamingju með þessa stóru áfanga og ég vona að margir komi að hlusta á ykkur einhvers heimasíða þar sem maður getur séð röðun er það nú MIT kannski bara einhver veit þið hvernig það er inn á menton.is en líka inn á Facebook síðu Menntaskólann í tónlist akkurat og þetta er semst það er eitt sem við fórum með upp að þetta er opið hverjum sem er fólk þarf ekki að þekka ykkur ókipis einstakt tækifæri en áður en ég slepp ykkur liggur það fyrir í ykkar tilviki
hvort þið munið halda áfram að glíma við tónlistargyðjuna? Ef við kannski bara byrjum á þér núna. Byrjum á mér? Já. Já, ég ætla að taka mér allan að smá pásu. En ég hugsa eftir kannski hálft ár, þá hugsa ég að fara mögulega lýðháskóla út í Noregi, tónlistarlýðháskóla. Mér langar rosalega mikið að upplega svona allir búa á sama stað og svona, þess að maður sér í svona High School Musical og svona. Þannig að... Hljómar rosa vel. Já, en ég held líka bara að ég mun potið halda áfram með tónlist. Ég bara veit ekki alveg á hvaða hátt. Hvort það verði áframhaldandi nám eða bara áhugamál, en eitthvað verður það allavega. Og þú ungur maður og öll framtíðin opin. Ó, já. En þú? Píanuleikur? Ég hugsa að ég haldi ekki áfram með píanuleik. Ég er rosalega mikil félagsvera og það er mjög einangrandi að æfa píanu af því að maður alltaf veit. En mér langar ekki að sleppa tónlistinni. Ég er búin að vera að hugsa að fara í tónsmíðar í LHÍ. Það er ekkert víst að ég komist inn, en ég ætla að reyna að komast inn núna í vetur. Að vakti áhuga minn að ég er búin að vera að taka raftónlistaráfanga í þá rytmísku svona svolítið deildinni í þennan vetur, og ég hef aldrei verið að semja sjálf sko, en í þessum áfanga þá hef ég svona smáfengi að búa til mína eigin tónlist og það er bara ógeðslega gaman. Þannig að og það er náttúrulega geðveikt cool að vera eitthvað svona kvikmyndatónskáld eða eitthvað, það er ógeðslega svona flott hugmynd eitthvað. Þannig, já, bara why not sko. En hefur samt ekki sleið og einmannaleikan sem fylgir því að spila á píano, af því ég þekki það svolítið í gegnum dóttur mína sem er píanuleikari, að hefur ekki oft verið að spila með öðru fólki síðustu ár? Alveg ekki það mikið. Ekki það mikið? Ég hef náttúrulega verið kannski í ykkurum kameraáfengum, en það er samt ekkert eitthvað aðalatriði eða þú veist. Og ég hef kannski stundum spila fjórhöndverk, en þetta er samt mest megni bara að æfa sig einn sko. Já, og já, það er svona helsti gallinn við að spila píanó sko, finnst mér. Já. Ég skil. En spennandi að sjá hvort þú færið inn í skólanum og svona hvernig þetta þróast hjá þér. Já, mjög spennandi. Hvað með þig? Já, það liggur ekki kannski endilega beint fyrir, en ég er búin að prófa sækjum í skóla úti í söngnám og fekk boðum að koma í pröfu sem sagt í Hollandi. Úlala. Þannig að ég er að fara þangað eftir 2 vikur. En já, svo verður bara komið í ljós hvort þau vilja fá mig eða hvort að mér lítist á skólan og já. Þegar maður fer til Hollands í söngpröfu, er það fyrsta söngpröfan sem þú ferði í utan landsteinana? Já. Það er ekki. Þegar maður er ekki hóstandi, fyrir ekki að við verðum bara að reyna að gera grína þessu. Það er ekki þetta að klippa það út eða hvað? Þetta er svo fyndið sko. Finnst þetta fyndið? Nei, ég finnst það ekki beint fyndið. En það er alltaf þegar tali berst að þér, þá byrjar að hósta. Ég veit það. En svo heyrist ekki í þér þegar ringir að tala. Ok, hvað svo gerum? En ef við náum að púla þetta, bara ef þú hefur heilsu til þess. Já. Þú fer ekki eini svona pröfu til Hollands. Kemur ekki mamma eða pappi með þér eða einhver? Nei, Gylfi kærastu minn, hann ætlar að koma með. Þú ert kærastu sem kemur með þér. Það er gott. Ég er svo heppin, sko. Já, hann ætlar að koma með mér og styðja með þessu allir líka bara. Kík, skoða borgina og vera aðeins í Amsterdam og svona. Það verður gaman, sko. Break a leg. Takk. En þetta er ekkert, sko, grín fyrir svona fólk sem er að fara í pröfur. Þetta er í rauninni eini skólinn sem ég er að prófa að sækja í og svo er ég líka kannski að prófa hérna heima á Íslandi, en þú veist það eru sumir sem að kannski er að sækja í nokkrum skólum og þá sendur inn vídeo sem er oft erfitt, þú veist, það er að vera uppfylla ákveðin gæði og það er að vera ákveðin langt og svo farið kannski, þú veist, boðum að koma út og þá þarftu bara fjármagna það sjálfur, sko. Það eru sumir sem fara kannski nokkrar ferðir til útlanda bara til að prófa að fara í pröfu og svo farið kannski bara nei, en þetta er svakalegt. Já, það er það, sko, en já, maður er bara að prófa, sko, sjá hvað gerist. Það sagði enginn að það væri ekki harður heimur sem þið eru að stíga út í. Nei. Alls ekki. Það verður mjög gaman að fylgjast með. Ég veit það af því að ég myndist á það að ég ætti sjálfur barn sem er í músíknámi
viljið að lokum nota tækifærið og þakka þeim kennurum sem hafa verið svona ykkar helstu áhrifavaldar og stuðningsaðilar í lífinu? Kannski bara byrjum á þér. Ég er náttúrulega búin að hafa endalaust að góðan kennurum með MT sem búin að gefa mér svo mikið sko. Þannig að ég vil bara þakka kærlega aðalega söngkennurum og meðleikara sem eru þá Gulla Ólafsdóttir og Kjartan Valdimars og Jóhanna Linnett. Þeir eru búin að gefa mér svo mikið sko og ég er endalaust þakklátt fyrir það. Þú? Já, ég hef bara verið með eitt kennara í MIT, svona aðal Birna Hallgríms. Það má líka segja einhverja sem eru þar á undan. Já, allavega píanókennarinn minn í MIT heitir Birna Hallgrímsdóttir og það var bara perfect match. Hún er bara æðislega kennari og hún hefur náða svona inspirera lög sem að ég einhvern veginn, mér myndi aldrei dætt í huga að spila og sem að mér fannst hljóma of erfið en bara she made it happen og það var bara geggjað. Og svo eru náttúrulega aðrir kennarar í MIT eins og Petur Maté og Svana Víkings og svona sem að hafa líka alveg kannski gefið manni góð komment og tekið manni í tíma og það hefur verið mjög hjálplegt líka. Já. Birna var hér einmitt við rauðaborðið daginn og þá voru að ræða eftirkeppnina og þá kom fram að hún hefði unnið til verðlauna í eftirkeppninni, vissur það? Nei, ég vissi það ekki. Oh my god. What? Geggjað. Þá er það bara Oddný. Já, það er svo margir sko að því að sem maður hugsaður en kannski, fyrst Bryndís Pálsdóttir, fiðlukennari minn sem er núna búin að vera með mér bara lengi og þú veist hefur hjálpað mér mjög mikið en líka svona sér til þess að ég sé sjálfstæð sko. Það er náttúrulega, maður þarf að vera sjálfstæð í svona námi og Jane meðleikari minn, búin að vera dásamleg síðustu 4 ár, alltaf gaman sko að hafa góðan meðleikara það skiptir rosa miklu máli og Bryndís er líka búin að, þú veist, ekki bara leiða mig gegnum enga tíma heldur líka alla kamertímana síðustu 4 árin þannig að það hefur verið mjög gott samstarf og í söngnum þá er ég búin að vera hjá Dittu bara frá því byrjaði sem er búin að vera bara einstaklega gaman alltaf ótrúlega skemmtilegt að mæta söngtíma til hennar og hún er svo dásamleg og Hrönn Þráinsdóttir búin að vera meðleikari minn bara að þakka henni fyrir bara ótrúlega gott samstarf bara, ég er líka bara svo spennt að syngja með henni og spila með Jane og þeim öllum tónleikunum og svo var ég líka nefna hana Þórunni Guðmunds sem hefur verið í samsöng og er hinn söngkennarinn líka. Já, hún hefur verið með mig líka mitt. Alveg æðislega sko. Frábært. Mér langar líka að nefna Þórhildi, ég glemdi henni. Hún er líka, ég er búin að vera í hóptímum hjá henni í vetur og hún er ótrúlega skemmtileg kona, bara mér langar að nefna hana líka. Það er alltaf einhver sem maður gleymir og þeir sem maður gleymdust, ekki fara í fílu. En frábært að hafa ykkur hér og enn og aftur til hamingju með þetta skeið. Ég vona að ykkur gangi öllum vel, ekki bara á þessum tónleikum sem framöndan eru, heldur líka bara í lífinu. Og ég ætla enn og aftur fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinnar, nei, djók. Ég ætla bara enn og aftur að leggja áherslu á það að ég ber svo mikla virðingu fyrir ungu fólki sem er að gera það sem þið eru að gera. Mér finnst þið bara alveg frábær. Takk. Takk hérlega. Takk fyrir að hafa okkur. Já, takk fyrir að hafa okkur. Og þá er rauðaborðið komið að enda í kvöld, mánudagskvöld. Við viljum þakka ykkur áhorfendum og hlustendum fyrir samveruna síðustu klukkustundir. Förum aftur í lofti 8:00 annað kvöld. Við viljum einnig hvetja ykkur sem að hafið hugsað á ég að styrkja samstöðuna en ég hef bara gleymt því. Til þess að fara inn á vefsíðu samstöðurinnar, samstöðin.is, skrolla það niður, finnið hnapp sem heitir áskrift og þar getið þið gegn 2500 krónum aðeins á mánuði orðið eigendur samstöðurinnar og haft eitthvað með ritstjórnarvald að segja. En það sem kannski skiptir mestu máli, með því tryggið þið að samstöðin heldur áfram sem fjölmiðill í loftinu. Mynd, hljóði og svo erum við að skrifa fréttir og alls konar umfjallanir á vefinn. En þátturinn er búin í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.